Ég myndi keppa við í 90s spurningar. Shit, maður, já. Ef við erum að tala sko, sérstaklega ameríska bíómyndir, frá 90 upp í 99, það er minn áratug. Já, það ekki, já. Já, mitt. Það sko minn áratug. 90s, maður. Ég var bara, þú veist, 60s upp í bara, þú veist, up to date, sko. Svo bara byrjar þetta svona þess að... Svo bara eldustu... Já, ég bara fyrir að... Manst ekki neitt lengur. Ég fyrir bara að leggja minn... Kannski það er bara líka þegar maður að tala, nú erum maður að vinna með lið í bíó, skilju, og kvikmyndum. Það er alltaf komið með alls konar. Ég er alveg ótrúlega hissa hvað það lið mann. Sem vinnur í geranum? Já, ég bara vinnur með mér í verk. Maður er svona bara, shit, byrju, var maður pínu svona? Já, þegar maður hafði ekki á þessu. Fóru þau í kvikmyndaskóla af því að þau hafa geðað á bíói. En svo ertu líka með leikar eins og Harrison Ford eða eitthvað. Ég horf ekkert á bíómyndir. Og maður er bara svona, hvað? Ég vinn með vilt að liði sem að er ekkert að horfa mikið á bíómyndir, sko. En það er búið að vinna í, veist, frá Game of Thrones og upp í 3 Star Wars myndum, skilur. En ég hefði haldið, að vinna í sérstaklega í þessu bransa. Þetta er svolítið svona ástriðubransi, myndi ég halda. Þetta er ekki svona læra að verða lögfræðingur endurskoðandi. Ekki nema þegar í framleiðslu eitthvað svoleið, skilur, náttúrulega. Það verður bara svona business. Já, það þarf að vera þar, já. En ég kannski að tala svona fólki sem er að vinna í creative hliðinni. Já. Vistu svo skrítið þegar það er ekki bara svona all in í... En þú veist, nei, ég veit það, sko, þú ert með smiðin sem eru set designers eða setters að byggja sviðin. Set designer, þú ert með set designer, þú ert með art director, með andrúsa titlum. Svo kannski smíðar þú heilt set fyrir, svo ég talaði ekki aðeins smíðaði set fyrir Moulin Rouge, Head Carpenter, gerði bara Moulin Rouge, fyrir Óskarssonu, set, þú veist, flott, en hann er einhvern á kvikmyndum. En hann er bara, hann getur svona smíða settin. Já, ok. Þannig að, þú veist, það er alveg sumir ákveðnum teknideildum sem eru ekkert eitthvað trilltir bíófans, sko. Eða áhugamenn og þeir þurfa þess ekkert. Nei, ok. En þeir eru alltaf gaman af, það er alltaf aðið hátílið með þeir. En við erum að tala um þessu leikara, leikstjóra, handritshöfunda. Ég ætla að vona að flesta þessu fólki sé allan yfir meðalagi áhuga fólk. 100%. Þú veist, leikstjóra klárlega, framleiðendur alltaf vita allt um þetta. Þeir sem eru framleiðendur, executor, vita alveg bara fárunastunum. Jú, klárlega handritshöfundar. Þú veist, ég minna, þeir eru alveg... Verða? Já, það kemur á því, þeir eru alltaf... Og þeir eru svo mikið lið sem elskar líka bara fullt af bókum. Miklir af bráðamönnum, þú veist, rithöfund, þeir eru höfuð. Og bara upp með svo að lesa, þú veist, veit það ekki, stúkar Austin og alls konar svona dugg, og alveg bara alla vega bækur. Og þeir að lesa, þú veist, skilum ég, það kann að lesa og ég svolítið gaman af svona eins og, þú veist, hvað heit hún, gull... Þetta er semst, það var bókin Robert Rodriguez. Til dæmis að bók sem að skrifa hann. Robert Rodriguez? Já, bara, auðvitað hann tekur þátt í, hann var bara gullkálfur Hollywood, sko. Já, á sín tíma. Hann gert það sem hann vildi, sko. Bara sem hann vildi. Eftir hann gerði Desperado, þú veist, svo hann alltaf var svolítið geðhugmynd í sínum tíma, og það var ógstlega flott. Hvað Desperado? Já. Ennþá geggjuð? Já, hún er geggjuð. Ennþá geggjuð? Já, og ógstlega töff, og ég minnst að tala með El Mariachi og svona, en þú veist, svo fer hann í slagtóm með Tarantino, alltaf. Þeir eru ógstlega góðir vinir og þú veist, þetta er svona með Weinstein á milli, þetta er svona, þú veist, það er svona gaman að lesa þetta. Svo Tarantino skilur það alltaf skrifa út, fundið bara, þetta er ekki kannski, þú veist, ég er ekki að tala þú veist, hvað er þetta, þú veist, þú er búin að gera ykkur á bókum, ykkur tvítuga mann bara sem þú veist, æfisa, þetta er ekkert svoleiðis. Nei. Þetta er bara svona að kynna aðeins inn í, þú veist. Og hvernig það komst inn í bransanum svona? Já, bara hvað hann er fljótur að fara á hvað rísrætt sem leikstjóri. Segðu mér eitt. Við erum bara að byrja. Já. Höfum þetta bara með. En ég ætla að koma með smá svona intro fyrir þig eftir smástund. Okay. Ég er með eina spurningu á hann byrjum. Af því að við erum byrjað að tala sem Rodriguez og Tarantino. Já. Af því núna er ég til dæra nýbúin að gera Grindhouse-þátt. Já. Með félag minn Petri, þess að hún ræða í rauninni Grindhouse-myndinni sem að Rodriguez og Tarantino gerðu, Planet Terror og Death Proof. En því hún floppaði. Já. Alveg big time. Já. Þú maður spátt eftir þessu. Já, sko, þú talar Planet Terror. Já, Planet Terror og Death Proof. Já. Svona Grindhouse upplöfni. Algjörlega. Bandaríkjunum kannski síðan báðar, svo splittur þessu fyrir held í restina heiminum. En mín spurning til þín, að þið fórum velta þessu fyrir okkur, af hverju heldur þú að hann hafi flopp? Nei, sko, ertu að tala þá Planet Terror? Eða, þú veist, að því að... Bara Grindhouse upplöfnin, hún flopp. Já, og náttúrulega síst, minna... Við tökum bara bandarísku aðsöndina. Death Proof sísta, myndin sem tók síst inn, Tarantino. Nei, að því að sko, þeir
þetta er bara passion project af þeim, svona, þeir eru að leika sér svolítið, ef við lestum þetta, þeir eru bara að leika sér, þeir eru bara, heyrðu, förum í þetta 60s dæmi hérna, þú veist, þetta er bara að fara back í þessar 60s myndir. Gera svona einhverja B-útgáfu. Já, bara Grindhouse, og þeir bara, en þeir eru, þú veist, bland þeir eru náttúrulega miklu meiri mér finnst Death Proof geggjum mynd, sko. Nei, þú veist, hún er geðug, sko. Já, hún er geggjuð. Já. Hvað rankar hann á Tarantino listu? Já, þú veist, ok, það er svolítið erfið fyrir mig, þú veist, ég skal koma eftir, en þú veist, hún er alveg hann í miðjunni, sko. Hún er í miðjunni? Djöfull er ég að fíla byrjun á þessu þætti. Death Proof er í miðjunni á Tarantino listunum. Ég hlakka til að heyra hvað myndir fyrir neðan hana. Já, og þú veist, sumi verður bara, John Wood fáið þetta, sko. En það er bara, eins og segja, ég tek myndir, þú veist, það er ekki ómikið mæknum. Já, sorry, það er kannski pointið um mig, ég tek svona, svo gef myndir svolítið svona skor eftir kategórium, fattur þau? Menur hversu vel hún heppnaðist í sínu flokki? Já, eða bara myndir, þú veist, bara, eins og þú mútið spyrja bara, já, akkur út í þeng bara einu top 10 bestu myndir sem þú séð. Af því hún er geðug. Já, hún er geðug, en sem þú segir það bara, þú horfðu þetta, eitthvað monster, það er bara eitthvað, nei, þú veist, það bara skil ekki, allt er góðu. Það er bara, ég ætla ekki að dæma það er sem ég elska einhver myndir og fá fólk að gagna yfir sína skoðanir. Já, algjörlega. Og ég elska það, sko, en þú veist, það er bara því að dæma svolítið eftir science fiction horror. Hún er það náttúrulega. Já, algjörlega. Þá dæmi hennar bara eftir því. Ég get ekki meða hana við Silence of the Lambs. Ég fattar hvað ég er svolítið þannig, ég kategoræsa horror eftir horror, suspense eftir suspense, sci-fi eftir sci-fi. Þannig þú ert ekki á því að ég hef haldið því fram að þú getur bórið saman hvaða mynd sem er. Hvaða myndir? Ég geti spurt þig, hvað er betur, það þengið að dömum? Já, það er mitt. En þá kemur sem mitt, hérna kemur pointið, sem grínmynd, dömur, ég hlæði ennþá hann, sko. Ég líka. En ég get ekki sagt, ef ég ætti að velja þessar, segjum þetta bara fyrir top 5, ég væri með aðra 3 myndir, bara, þú veist, segjum bara Lion King, fyrir mig animation eða eitthvað, og, þú veist, eitthvað bara Robocop, og svo bara Silence of the Lambs, þá er ég bara, en ég get ekki tekið þessa mynd og bóra þeng, sem er sci-fi, bóra hana saman við thriller, suspense, og við grínmynd, ég get ekki flokka því mér stömmum frábæð grínmynd, en hún er ekkert þegar ég ætla að fara, hvað er það þegar að kategoræsa sci-fi, þá er ég bara, þá get ég ekki tekið, dömur er bara ekki hugunum þar. Þannig ef ég ætla að bera það saman, þá þurfti ég að fara, það er ósað erfitt fyrir mig, sem ég veit á, þetta sumir eru bara, Nei, málega, flestir segja þetta, einmitt, sammála þér. Svolítið erfitt með það. Það er ekki hægt að bera saman. Ég er á því að þú getur sett að hlið og hugsa síðan með þér, ok, eins og þú veist að tala um áðan, hversu vel heppnuð er hún sem hryllismynd, The Thing, versus hversu vel heppnuð er dömum sem grimmynd. Og fyrir mig persónulega, ég elska þær báður út af lífinu, það er ekkert mál fyrir mig að segja hvað er betri. The Thing. Já, þú veist, sem kvikmynd, ég er með þér, sko, bara ef ég tekja svo tölum, leikstjórn, kvikmyndataka, creature effect, design, og bara leikur, umhverfi, saga, versus, ég meina, sagan og dömultörnum bara bull, hún er bara alltaf fyndin. En það eru leikarinn sem gerir þessi mynd, allan daginn, sko. Já, en líka brandarinn. Já, en það hvernig þeir framkama, þannig bara Jim Carrey á toppnum, þú veist, með Jeff Dahlen sem að, hann attar hann svo upp, hann veist, en ég skilji, mér er skegg. Þú ert sammála. Já, ég er alveg sammála og ég elska að fólk segja bara, þetta er ekki hægt, ég bara, ok. Þetta er víst hægt. Ok, John. Já, þú voru að tala um tunguplan terror hann á? Já, ég ætla að spyrja, ok, maður er svo mikið sem langar að tala um við. Ég fór aðeins út fyrir. Nei, ég líka, ég er að reyna að stilla mig. Já. Ég ætla að hafa smá intro. Ok. Ég vel ekki fyrir svona intro fyrir gestina. Já. Því ég skrif alltaf á, þú veist, Spotify eitthvað, John Ingi Matta er og lalalala, eitthvað svona. En það er smá saga á baku það, af hverju þú ert hérna í þessu þætti. Já. Þú ert minn Moby Dick. Já. Úff. Ég er búin að reyna, bara svona, við þurfum að fá því í þáttinn. Þetta er búin að taka langan tíma, en fyrir ykkur sem er að hlusta að horfa þannig þátt, þá ætlum ég útskýrt aðeins. Fyrir löngu síðan, þá varum við bent á þig. Og ég fæ oft svona ábendingar frá fólki. Þú ættir að fá vin minn hérna, frænka mín veitur rosa mikið bíómyndir, allt þetta. Og stundum tekið fólk inn, stundum ekki. En þegar mér var bent á þig, gæi náðalega að selja mér, ég ætla ekki að nafngreina hann er bótt að hlusta á það. Pétur Magnússon. Þú mátt nafngreina hann er þá byrjandi því, ég er ekki að nafngreina hann.
hann sendi mér og hann náði að selja mig þig. Ég bara, já, ok, en ég þekki Pétur ekki neitt. Nú, ok. Þannig, ég þekki. Þetta ennþá betra. Okay. Vissur ekki, ég þekki hann ekki neitt. To continue. Ég þekki hann ekki neitt. Ég held þið kunnustu hvernig. Ekki neitt. Og hann benti mér á þig. Hann náði að selja mig þig og ég setti á lista og bara því að templi þá bara mikið gera af mér, ég var bara uppbókar eitthvað. En þú varst alltaf á listanum mér. Já, ok. Og ég ekki að ljúga þér. Það stutt síðan því ég byrjaði aftur með podcast af fullu krafti núna. Bara, já, John Ingimar, ég þarf að kíkja á hann, maður. Þá fékk ég aðra fyrirspurn ábyrtingu frá Pétri. Já, bara aftur. Já, bara aftur fyrir stuttu. Af því hann var að benda mér á að fá þig í mögulega svona spurningaþátt. Já. Og ég ekki vanur því að fá fólk alveg nýtt inn í svona quizþætti. Af því ég þarf aðeins að kynast fólki. Klárlega. Af því að ég veit svona eitthvað bust, bara 50-0. Já, mér finnst það bara geðið að þú skulle vera þar þegar ég fæ bara svona... En allavega, og ég hugsa, ok, þetta núna er komað þessu, að fá John Inga. Þannig ég spyr Pétur, hvernig er best að nálgast þig? Þú ert ekkert mikið svona á samfélagsmiðlum. Nei. Hann gefur mig upp símanúmerið þitt. Og hann segir bara, SMS svinnvirkar. Ég er bara geggjað. Sendi þér SMS, svo líða klukkutímar. Og fleiri klukkutímar. Og ég fæ ekkert svar. Þá var ég fann að halda okkur, þessi Pétur er að fokk í mér. Hann þekkir hann að gaur ekki raskat og hann er eitthvað fokk í mér. Ég með svo fór í já.is, er þetta númer skráð? Ekki skráð. Ég bara, hverju var ég að senda SMS? Það er gaur, auðvitað institution, bara í spennitræðum. Og ég var alveg, ég bölvaði inn í mér, var ég að bölva Péti, bara að þú er búin að biðja að fá hann að gæja hérna og ég loksist til í það og þetta verið geðveikt, en hann svarar mér ekki. Þetta er gott, sko. Herðu, svo daginn eftir, þá fæ ég svar frá þér. Og ég hugsa að vera loksins, ok, þessi gæði allan að til og þetta er greinlega númer hans. Þessi geggja Pétur verður bara John Ingi búa til eitthvað sem heitir þetta. Geðvægt, sko. Þannig að, já, en út frá því, þá komst ég að þú ert frekar upp í. Já. Það er mikið að gera hér, kom aðeins inn á það, hvað átt að gera, það er alveg áhugavert. Og við varum svo að reyna að plana eitthvað. Svo loksins náðu við, þú veist, að hittast núna, þess að segja, þú ert minn svona Moby Dick, ég sem að langaði svona að ná þér og nú er ég búin að ná þér, þú ert ekki að fara neitt fyrir búin með þáttinn. Bara til. John Ingi, þú vinnur í bransanum, þú virðist þekkjar svo marga í bransanum. Já. Er það ekki? Jú. Alls konar lið. Jú. Hvort það eru leikstjórar, eitthvað sem vinnur á setti, eitthvað krúdæmi, væntanlega þekkir líka leikara, alls konar lið. Segðu bara svona stuttumáli, svo fyrir að nördast eftir. Hefur alls konar bíómyndum svona. Já. Bara stuttumáli, hvað gerir þú? Sko, ég er búin að vera í kvikmyndabransanum í bara síðan ég byrjaði rauninni með Sveppa og Braga Henriks, leikstjóra, í Sveppamyndunum 2008 sem bara, við erum vinnir og Bragi og allir lítið krú og mér var stóðslega gaman, þetta er síðast að vinna sem ég fer í, ég byrja ekki í kvikmyndagerð, enda, en ég hef óbildið á kvikmyndum. Þannig að svo 2011 er ég hófaður inn í bara við viljum fá þig hérna í þætti sem var að taka upp í Íslandi sem þetta er Game of Thrones og ég bara... Það var svo litlir þættir. Já, litlir þættir. En eftir það, þetta er bara búið að taka upp seríu 1, það er ekki byrjað að sína hana. Já, það er ekki byrjað að sína. Nei, og við bara eitthvað, ok, þú veist, ég til bara langar að skemmtilega vinna á þetta fyrir svona... Þekktur eitthvað bækurna? Nei, já, ég hef ekki lesið þar. Ég vissi þar, en ég er mikill Stephen King, ég hef tekið, þú veist, The Dark Tower, en þetta eru bara öðruvísi Dorrandar og öðruvísi saga, en þú veist, svo kemur alltaf ljós Rest is History, sko, geðveitt. En hann er ekki svona búin bækurna eins og menn... Hann mun aldrei klóra? Líklegast ekki, hann deyri, veit það ekki, vonandi, getur breytt þess aðeins. En þú veist, þannig ég kallar inn og ég er bara í kamerudeild, ykkur trainee og bara upp á jöklu, þetta er bara crazy. Og þú veist, þarna eru bara Kit Harington og, veist, Rose Leslie, alltaf liðir að koma. Og ég var bara, vá, þú veist, en þetta var svo gaman, því að það var svo gaman að fá alltaf eitthvað nýtt og nýtt okkur en degi, skilur. Og ég heitlaðist óslega mikið að því. Varstu þá bara að gera alls konar? Nei, þarna var ég bara í kameru. Hvað þýðir það? Það bara, kamerudeildi bara, þáttu bara að þú veist með DP sem er Director of Photography, sem setur upp rammanum fyrir leikstjóran, sem býtur ykkur mynd og hann segir, láta hann líta út svona. Leikstjóri, svo Roger Deakins, hann talar um gafferinn sem er ljósamar, gafferinn er mikilvægur, svo ertu með key grip sem að ég semst kem að, ég fest að dett inn í það á endanum með gripinu. Þeir eru að sjá þú veist, kranaskot, koma kamerun, bara ég var þá kamerun þarna, rættuðu því, rigga bíla, á doljum. Festa á bíl og eitthvað svona. Til dæmis og doljum að renna og taka skot, þannig að það er grip. Svo ertu með, þetta helst alltaf í hendur, en kamera er þá fókuspúlerinn með operatornum, operatorinn operata kamera, DP-in byrður að operata ykkur ramma, hann er með ákveðna sín líka, þú ert með fókuspúlerinn, svo ertu með second, þetta er svona bara, já, þetta er rosalega mörg starfsheiti
í einni bíómynd, það eru þúsundir manna sem koma til bíómynd, sem æðislegt. Já, maður sé bara kreddlistana. Já, og svo kemur CGI-faktorinn eða, þetta bara, maður gerir sér í grein fyrir hvað þetta magnað, maður vissi alveg af, en ekki samt, ég hef aldrei verið á svona skala. Þetta var bara, wow. Svo bara detti inn í þetta. Og svo kemur 2011 og 2012 kemur stort ára, það koma, 2011, það er Oblivion. Já, Tom Cruise. Já, 2011 og 2012, þú veist, það er dett inn í, svo komið 2013 og voltið mitt og kom bara árið bara trillt, nóa, bara verður aldrei sprengja og þá detti inn í þetta meira og meira. Og alltaf svona að pröfa þér framlýslu, pröfa þess að vera íslensku, svona aðstoða leikstjórn bara svona einhver second, eins og að kalla það að maður gera svona call sheet fyrir dagan og lalala, en þetta henda mér svo vel að vera á setti, að því að líka át alltaf að fá eitthvað nýtt og nýtt og nýtt. Og þú ert alltaf líka í íslenska dótinu? Já, þú bara fylgti íslensku dóti líka og það er bara keyrði alveg, bara keyrur og það er alltaf meira og meira og meira af því. Hvernig finnst þér, eins og íslenski bransinu, ef við tökum hann bara, hvernig finnst þér hann hafa breyst, bara ef við tökum, bara sér að þú byrjaðir? Þú veist, með eitthvað ég þekki, mér finnst bara svo mikið af fólki fá tæki fyrir, mér finnst svo margir aðlar, þú veist, og tæknin breytist, og það er náttúrulega líka, það er auðveldra í dag að þú kannski færð styrk frá kvikmyndasjóði, þetta er náttúrulega takmarka peningur í sjónum, og það er alltaf pínu vesen með hvort hann klárist rætt eða ekki, en þú veist, þú getur líka öðru sniður, þá getur þú keyptir ódýra myndaðal. Ég meina, við getum farið að tekja upp bíómynd á iPhone-símanum mínum. Já, svo getur þú farið heimtíðin í forrit bara og klift í einhverju forrit og DaVinci Color Grade eða þú veist, nota Final Cut Pro eða hvað sem heitir í dag, skilur. Þú ert bara gert óslega mikið fyrir lítinn pening eða þú ert sniður, hins vegar. Og svo margir óslega klárir í eftirvinnslu. Ég er að sjá lið sem við, þannig að mér finnst það búið að breytast, þú veist, það eru fleiri sem kom inn, svo ertu náttúrulega með, þú veist, Síman, þú veist, Sín í dag sem stöð, þú veist, þau fóru að gera óslega mikið íslensku efni. Já, einmitt, streymisveitunar. Og það er svona að tala sko, það fyrir að fara meira og meira og eftirspurnin verður meira og meira og sérstaklega alltaf COVID, skilur. Það var að sprengja. Mér finnst það bara alveg gana að fylgjast með, ég hef oft sagt í podcastinu, ég er svo mikið svona Hollywood-gæi, ég ólst upp við þær bíómyndir, ég þekki þær best svona bandarísku. Auðvitað svona ákveðnir titlar og svona, eins og við höfum talað þessi síma, á hann hittumst, með hryllismyndir. Þú horror. Já, ég er mikill horrorgæi, þá skipt með engum máli hvort það myndi sér frá Fraklandi eða Japan eða eitthvað. Er það málið? Mér er alveg sama. Mér finnst það geggjað, en ég er bara genragur, skilur. Ef að þú segir mér frá okkur, er ég með geggjaða kóreska mynd frá Suður-Kóreu, dramamynd, þá er ég pínu svona, ok. En þú segir, þetta er hryllismynd, ég til í það. Eða þetta er geggjað actionmynd, ok, ég til í það. Það er minn smekkur. Þannig að íslensk kvikmyndagerð og svona íslenska bíómyndir hafa ekkert svaklega ofalega hjá mér að við höfum ekkert verið að gera mikið af genremyndur. Nei, en það er samt sem áður, veist, við erum mikið grín, við erum í drama, þú veist, það er svolítið... En við erum búin að vera það í 40 ár. Ég er að segja það er búin að vera svolítið þar, en það eru samt, þú veist, maður getur alltaf sagt þessum með Baltasar sem er mjög frábær leikstjóri, hann er rosalega mikill actiongur, svo fer hann í drama, hann er ekkert búin að gera mikið drama, þú spárið hann gera náttúrulega hérna... Alltaf ekki í Bandaríkjunum. Nei, en svo gera hann eftir bókinni hans Ólafssonar. Snerting. Já. Sem ávist ára geðveik. Já, hún er ógeðslega flott, hún er aðeinslega, og þetta er bara dramamynd. Þú veist, það er bara, ég hef ekkert, ég verið að segja, einu mínum uppáhaldsmyndum með Baltasar er heil. Ég sá hann ekki. Hún er kekk. En er það ekki svona svo thriller? Já, hún er bara suspense. Já, ekki beint thriller, hún er bara... Þetta er spennumynd? Já, þetta er spennumynd. Þetta er ekki drama? Nei, þetta er sko hasar spennu, þú er að segja drama, þetta er alveg svolítið svona, þetta er pínu crazy subject, sko. Þannig að, það er ekki sén að mæli minn, þannig að ég tek eins og svo ertu með hlýn og þá sem er að gera Gotland og sem myndir, þú veist það flott, en það er ekki endilega bara brjála, þetta er þetta Ísland hérna, þú veist. En hvað eru allar íslensku hryllismyndir? Hvað eru íslenska sci-fi-myndir? Það er dýrt. Já, en ok, ég held að það er dýrt, ég held það, ég er sci-fi, en horrormyndir er alveg eitthvað sem við ættum að fara að gera meira af. Það þurfa ekki að vera dýrar, sjáðu Blair Witch Project. Já, ég veit það. Alveg saman hvað finnst gæði þeirra myndar. Já, hún var sniðu pæling. Sniðu og kosta ekki góð markasetning. Raskat og geðveik markasetning. Hvernig, 98, 99? 99. Þú veist, en hún er bara, þeir hlógu bara. Þeir búin að gera sem mynd, þess að gegja, þeir bara, hún kostaði, ég man ekki hvað hún kostaði, hvað var það, $150,000? Eitthvað lítið. Þeir sko, þeir
hrættu svo mikið þessari mynd. Já. Og þeir náttúrulega gerðu 2 og það náttúrulega bara, ég fór, ok. En rosa, þetta er markasetningi líka, en við eigum alveg up and coming og við eigum frábæra leikstjóra. Það eru aðilar, þú veist, sem að koma úr auglýsingabransun sem Gunnar Sammi, sem voru að gera núna eitthvað til seríanu sín sem voru að gera Kokka, Reykjavík Fusion. Já, Reykjavík Fusion, þú veist, þeir gera hana. Það á Símanum, held ég. Já, er Símanum? Já, Símanum. Þú veist, þeir konur í sjónvarsæti, þetta er ógeðslega flott. Þeir gera þá. Já. Ótta Guðna, þú skýtur hana sem er frábær, Siggi Bahama, að lýsa hana, skilur, og þetta er ógeðslega flott lýsing, ógeðslega flott tökur, þú veist, flott, þú veist, maður sé bara, wow. Ég er búin að heyra það að þetta sé svolítið svona kannski ólíkt íslenskapni. Já, þetta er bara... Og hann mynda það sem hrós. Já, þetta er bara, þannig að ég sé, þú veist, maður það svolítið að hafa opið og auðvelt aðeins og undir trénu var sem er frábær, þess að taka dæmi svona myndir. Ég get alveg verið bara, veist. En þú skilur hvað ég er að fara, já. Hvað eru okkar íslenskapna þeng? Það er ekki til. En af hverju ekki? Ég held að sé bara, það mun kannski koma með þessari kynslu sem er núna, að því það er bara, fólk var ekkert að gera svona bíómyndir, eða, ég held líka að það er bara ekkert fengið styrki fyrir svona handrit. Ok, en þá ætla ég að... Fyrir leynulög. Já, eins og það. Hún var ógeðslega vinsæl. Já, en þeir eru þetta að breyta, held ég, handritinu bara time again, sko, að því að... Já, hvað er nummið 2? Það er, ég held að það sé... Hvað er nummið 3? Nei, ég held alveg að... Ákveð ekki 3-leikur? Ég held að 2 sé alveg í bíkjar, sko. En það er 4 ár síðan að fyrsta... Já, en þú svo eru bara menn úrslega busy. Svo bara fólk upptekið, þú veist, allir þessi gaurar, hvað eru Pétur og Stenki og Sveppi og Hannes náttúrulega, þetta er allt menn sem eru bara ógeðslega mikið að gera á þessu liði, sko. En það er fullt af liði sem ég er búin að sjá stuttmyndir á félaginu mínum, Rúnar Vilberg, sem er aðeinsluður. Hann er geggjað með CG, sko, hann er bara að gera bara svona, þú veist, pínu reit, en hann er svona, ég er ekki farað þangað, ég segi ekki reit, en hann er að gera bara svona brjálu slagsmálátri, já. Það ég skal hérna, við getum komið kannski inn að ég fengi ekki sér linkinn og svo myndri á honum. Þannig að það er lið að gera þetta, en þetta er allt hans eigið budget, skilur, þetta er, og svona slangir í Star Wars stöðmynd sem er geðveik. Þeir eru bara þú veist, þeir eru bara, hún er fucking geðveik, sko. Ég vil sjá það. Þeir eru bara með skinnmast. En það sem ég er aðalega að hugsa, tökum bara Peter Jackson sem dæmi. Já. Þú veist, hann gerir Bad Taste. Já. Þú veist, og Brain Dead og svona. Já. Og Meet the Feebles. En ég er að tala svona, alltaf splattermyndir, sérstaklega Bad Taste og Brain Dead. Kekkjar. En þá er hann bara unga gæi, eitthvað Nýja Sjálandi. Já. Að gera þetta fyrir utan eitthvað Hollywood-kerfi. Já. Hann er bara hann er með hugmyndaflug og hann er með liði í kringu sig sem er alveg til í þetta, sem hann síðan tekur með sér svolítið mikið yfir í Lord of the Rings. Alveg 100. Sem var gaman fyrir svona horror nörda, eins og mig, að bara, já, þetta er Bad Taste, Brain Dead gæin að gera Lord of the Rings. En hann gæti gert þetta. Já. Ég bara segja af... En hann er snillningur líka, sko. Já, ég veit það. En þú sagði sjálf, við erum fullt af góðan leikstöru. Já, við erum með það. En eru við bara ekki mennilega leikstöru sem eru kannski bara hardcore genre? Jú, ég held það alveg. Ég held bara að, þú veist, en enn og aftur, þetta er, sko, við erum bara í dýrasta land í heimi, bara sorry, við veitum hljómurlega heimi, við erum í alveg eitt dýrasta land í heiminum. Þannig að ef maður þarf að taka upp eitthvað, þá er það að fara að kosta þig. Þú ert að ráða leikara, en ef þú ætlar að fá okkur óreindar leikara, líkurnar að geta að sýnta eða selta, erlendis, minka að droppa bara 80%, einhver prósent, mörg 20%. Þú veist, þú ætlar að fara að skjóta á locationi, þá ert að leigja, þú veist, og hvað það er að gera helgi, það kostar bara, og þú ert að fá gott crew, þú er að vera með catering og mat, þetta er svo mikið batteri. Það er fárlega, þannig að þú munt sjá þetta. Eru aðilarna sem eru ógeðslega sniður, eru alveg með geggjaða pælingar og ég á eitt vin sem heitir Siffi sem er búin að gera mynd sem ég er ógeðslega spenntur og hann er horror, þegar ég ræðum horror og vil fá info þá tala ég á hann. Hann er að koma með heldur mynd sem hann er að klára, hann er búin að vera lengi að vinna inni og ég er rosa spenntur að sjá það. Hann að, ég veit ekki meir. Þú meinar að það er kannski eitthvað framundan sem getur verið cool? Já. Ok. Sem er ekki þá þú veist, stærstu leikstjórnir sem er að fá sjónum eða Evrópusjónum eða eitthvað. Nei, ég er að tala um það. Ég vil fá líka bara, þú veist, hvað er nýja fólki? Hvað er unga fólki? Það er þarna og það er alveg, En fær það séns? Já, þú veist, ef það gerir þetta, þú veist, það er kannski ekki að fá peningu sjónum, það er hæpið. Það verður að harka. Það er harka, já, og það er svolítið bara bíóbransin er óslega mikið harf. Já, og líka allt þetta lið sem við þekkjum í dag, eins og ég nefndi Peter Jackson, auðvitað það verið að gera Bad Taste fyrir hann hefur pott verið hellingsvinna og bíluvinna, grínast bara trillt vinna og Brain Dead. Hvað var að taka þetta aðrið upp á? Það eru Reset.
Ég á því. Fuck, bara rísa þetta bara. Húsi var, Ég á því að það ekki langt síðan hún aftur á Braindead. Já. Þetta ennþá besta splattermynd sem við gerum. Hún gegn. Getur nefnt mér eina splattermynd sem er betri en Braindead? Ekki betri? Svona splattermynd. Sko, nei. Og ef þú ætlar að segja eitthvað svona, þú veist, eins og Evil Dead eða eitthvað. Já, sko, hún það er ekki sko, Evil Dead er náttúrulega... Já, það er fyrstu tvær. Evil Dead 2, ef ég ætla að vera að bera það við, þá verður að fara í debate mig, sko, því að... Ok, hún er, ok. Evil Dead 2 er náttúrulega bara einn sturglaðast mynd. Það er alltaf típur þú er aldrei séð svona tökur, til dæmis, það er tökur sem er Sam Raimi, komið fram í þessari mynd sem voru aldrei séð. Hann notar alla stíla og bara mögulega, bara hvað getum við gert hérna að pröfum þetta, þú veist, höfum kameruna festa á látum minna, höfum point of view, þú veist, það bara endalaust. En Braindead er bara svo fyndin. Evil Dead er fyndin líka. Já, ok, Evil Dead 2 eina sem kemist kannski svona nálægt, finnst mér. Af því mér er Braindead ennþá mjög sniðug. Hún er ógeðslega sniðug. Og hún er skemmt, mér með zombie-barnið. En sko, þú gleymir ein mynd sem að, þú gleymir líka, sem kemst nálægt þessum tveimur. Mér finnst það. Kottum með að ég ætla að skjóta henni. Dawn of the Dead. Sko, gamla mynd. Gamla? Sem gerist inn í kringlu, hún er eitthvað bækir gengin í kringlu. Hún er reynda geðveik. Það er mögulega upp á zombie-myndum mín. Og ég er sammálaður. Mögulega. Train to Busan er svona svolítið nálægt, en hún er svolítið nýrri. Hún er geggjuð líka. En það er svo mikil sjarmi. En hefur þessi Sadness frá Taiwan? Nei, hvað myndi það? Er það zombie-mynd? Já. Heitir hún bara Sadness? Sadness. Hvað er hún gömul? Bara Prepare. Hún er bara 22 eða eitthvað. 23. Sadness? Nei, ég man ekki að heyrt hana. Ég þarf að taka hana. Hún er rosaleg. Siffi bentum við hana. En hvað, okkur varstu svona hikandi? Að því hún er svona zombie-virus. Nei, ekki það, það er zombie-virus. Hún er bara svo fucking klikkuð. Hún er svo brútal. Hún fer eitthvað sem þú ég er bara að tjekka þú ert horrorgur, ég ætla ekki að segja henni. Þú flættu bara Sadness, bara að sína coverið. Sýnum við coverið. Bara elsnöð. Bara coverið, bara segir... Frá Taiwan. Að því ég er sko hérna... Þú ert nördi, alveg nördi. Já, og ég sko hefur séð hérna... Maður þetta finnir þetta cover. Veistu hver hérna Damien Rúka er? Ja, Damien Rúkna. Er það með New Lurkskæ? Já, vel gert. Já, einmitt. Ok, en hann, hérna, ætla að sína... Ég hef eftir að sjá, ekki gera hann. Nei, hann gerir alltaf ekki þessa, hann er... Já, ok, já, maður sjá. Það er bara cover á sér mynd. Þú veist hann fer í... The Sadness, ok. Já, fyrir ekki, The Sadness. The Sadness. Já, og hérna, The Sadness. Og ég var að þátt á frendum, hún horfði á hann daginn, hann sendi... Frendum, ég sagði, horfði á þessu mynd, hann er mikil kvikmyndaámaður, bara ég var alltaf að tala um henni bíómyndir og hann segir hérna, þetta er huginn, hann er skemmtilegur, hann segir bara hérna við mig. Hann er að fara, þú veist á... En hann sérst búin að sjá hana? Já, af því hann var bara með einhverja myndir, ég bent hann á þessa mynd og mann Evil Lurks. Hann sendur When Evil Lurks, hún er gott The Sadness er alveg sick stuff. Hanna. Ég er alveg spenntur! Kíkta á hana, hún er geggjuð. Og ég er svona því að, When Evil Lurks er frábær mynd og hann gerir náttúrulega, hann er búin að gera Ateratos, ég hef eftir að sjá hana. Hún er líka rosalega. Já, ég veit ekki okkur ekki búin að sjá hana. Óli Bjarki er búin að benda mér hana. Já, það ekki. Já, þetta er alltaf 6, 5, 7 mynd, en það er bara IMDb, maður þarf alltaf að fara inn í ég fyrir alltaf inn í, það sem að fólk er að gera sjálf, bara user, ratingið. Mér veist, sérstaklega fyrir hryllismyndir, eins og IMDb, það er ekkert að marka. Ekki neitt. Eitthvað 5,7, svo það er bara eitthvað geggjur hryllismynd. Já, ég veit það. Og ég er búin að taka þetta í myndir svona bylunu 6, 5, 6, 7, 8, þær eru geggjast. Já, hryllismyndir. Að höldum okkur aðeins hryllismyndir. Já. Mér langar að skipta þessu þætti niður í svona ákveðna flokka og ég ætla að reyna svona sem ég get, að við erum báðir svolítið spenntir. Já. Ég ætla að reyna sem ég get að halda okkur innan kassan sem við erum að vinna í akkurat núna. Hryllismyndir, ég veit út mikil horrorgæi. Þú nefna einhvern The Sadness, finnst þú þetta að sjá líka, það er gaman. Og Ateratos. Já, ég vissi þetta henni, ég aldrei eftir þessa. En svo Óli, hann benti mér á Gonjiam, Haunted Asylum, hefur þú séð hana? Það er langt síðan ég sá hana. Hún er góð, hún er alveg óþægileg. Hún náði að fokka mér smá upp. Já, byrju, hver leikstir henni? Fuck, ég man ekki. Takashi Miike, ekki það verið? Nei. Er ekki Takashi Miike? Hún er, með minnum þessi kórask, hún er ekki japansk. Frá Suður-Kóru. Minni mig, Gonjiam. Núna Óli kannski ef hann Þetta er ekki Kim Ji-woon eða ykkur áleika? Nei, ég man ekki. Nei, ok, ég bara nafnir ringir, já, ég held ég sem búin að sjá sem mynd. Ég er já, Óli, þú bara þannig að senda. Ég þarf að hann er með, ok. Gonjiam. Óli Bjarki talaði með þessum mynd fyrir löngu síðan, kom til mig fyrst og ég horfði á hann með kærustunni og það er eitt atriðinni sem bara ennþá
Hvað hún ekkert endilega gorið en eitt svoleiðis, hún alveg svolítið svona intense. En hvað að gera? Nú hann að tengja við, hvað að gera þessari mynd? Þetta svo found footage dæmi, sem ég venjulega hata, sko. Já. Mér finnst það ekkert oftast skemmtilegt. Ok, það ekki búin að sjá. Nei, en... Ég ekki mikið fyrir það. Nei, ekki ég heldur. Nei, ég þoli eiginlega ekki svolítið myndir. En ég myndi alveg... Nema Vaffos, var hún ekki... Rekk. Hún var geggið. Spænska. Hún geðvik. Já, bara, það trillt mynd maður. Geðvik mynd. Og endirinn. Já. Hvernig hún endar. Bara störtla, sko. Ég var gæsahóð. Já, ég sammála. Ég var svo hissi. Ég var bara, ég var að horfa á nýjastu Conjuring, The Last Ride. Nei, veist, bara, ég meina, þú veist, þetta ekki... Ég fílaði fyrstu mjög. Fyrsta geggjuð, Insidious fyrsta, það gaman henni. 80% henni geðið. Já, en þetta fer alltaf í vitleysuna. Fattur þetta, hvað þú veist, eins og þessi, þú horfur á hana, það svona anda, hún þokkar í þér, sko, hún óþægileg, hún bara, þetta svona exorcist óþægilegt, að því ég sá exorcist ég var 11 ára, sem var ekki málið, sko. Ég myndi ekki mæla með henni fyrir 11 ára. Nei, sérstaklega ekki þú bakkar, ég fættu 77, sko, í 48, þú bakkar henni alveg, ég var bara, fríkaði mig út bara, hérna, you're gonna die up there, þú veist, bara, but it's a good day for an exorcism. En þegar þú hugsa hryllismyndir, en það er alltaf alls konar tegundar hryllismyndum. Já. Alveg alls konar, eitthvað slassemyndir, draugamyndir, eitthvað skrimsladót. Þú lít, ég veit, þú fílar það væntanlega allt, ég meina, ég líka þannig, en þú lítur eitthvað svona aðeins uppáhalds. Já, þú veist, mér finnst alltaf skrimsladæmi svona, ég fíla það svolítið. Ég líka. Já, það eitthvað við það. Þú veist, þá að tala þú veist, meiri segja, Critters og svona, þú veist, það er alveg skrimsli, nei, alveg, þegar ég var ungur, þá var ég bara, wow, með svona geggjur, gamlega, en það skrimsli, þú veist, algjörlega, lítil sætskrimsli. Lítil sætskrimsli sem bara, ég rústa þér síðan, sko, bara, hey, flottu bolti, og gefa hann hérna, nei, ég meina, Gremlins, það skrimslamynd. Já. Ég meina, Gizmo má ekki fara í vatn eftir minnum þetta að borða, það skrimslamynd. Já, en svona krakkaskrimslamynd. Já, en hún samt skeri krakkaskrimslamynd. Já, en eins og arachnofóbía, myndur þú kalla það skrimslamynd? Nei, það svona dýramynd. Já, það svona spögg, eins og sástu hérna sástu Infested? Já. Kóngulómyndina? Já, en endin eftir franska? Já, ég ætla ekki að segja að fólk ekki búin, hún geðvik, en endin fyrir svona svolítið rugl, en þú veist, geggjumynd. Þú veist, hann ekki að nýja Evil Dead? Já, hann er Evil Dead Burn. Nákvæmlega. Sebastian Vanik? Já. Vanik, held ég. Að því mér aðeins reynda fyrsta Evil Dead endurgerðin geggju, sko. Mér fannst það ræsbyrðri. Fannst þið ræsbyrðri? Hún er samt alveg klí. Ég elskaði hana. Ég elskaði hana. Líka bara þá ertu með móðir að reyna að drepa börnum. Já, líka bara inn í einu rými. Já. Það alveg hella stöf, sko. Ég elskaði það. Ég fílaði það. Hún líka að gefa, þú farið engan bríðar í þeirri mynd, sko. Nei, ég elskaði sem það að gera líka með Evil Dead franchise. Þeir eru að láta unga upprennandi kvikmyndagerðarmenn að gera þessar myndir. Já. Eins og Fette Alvarez gerði þetta 2013 útgáfuna. Frábær útgáfa. Og hann heitir hérna Lee Cronin sem gerir Evil Dead Rise. Ég held að hann hefur búin að gera eina mynd, Hole in the Ground. Já, ekki sé hana. En já, ég sá hana. Hann var ekki búin að gera mikið. Nei. Ég var bara, þess kom mynd mér rosalega óvart. Ég fór henni í bíó og ég bara, wow, ég var mjög hissa, sko. Og svo ertu með núna þennan gæði að gera næstu. Já. Ég mjög spennt. En hans var að segja bara, hún ætti að vera bara klikkuð. En hann ætti að gera eitthvað mynd sem meiðir. Hann sagði það bara, ég ætti bara að gera eitthvað, hann sagði, og hann en býtu nú, ekki Fette Alvarez, hann ekki að fara að gera, manstu... Hann að fara að gera eitthvað nýtt? Nei, hérna, sem sagt, þegar ég gerði Exorcist 9, þú veist, með hana... David Gordon Green? Ég gerði það, The Exorcist, með hennar tveimur stelpunum, nýjasta myndin sem kom. Þetta ekki þannig að Believer hann eitthvað? Jú, Exorcist Believer. Nei, ég horfði ekki á hana, sko, en byrju... David Gordon Green gerði hana? Já, en þetta áttu að vera trilógia, vistu það? Já, svo náttúrulega bara hann drast og sá þetta ekki. Já, ég held að Fette Alvarez sé að fara að gera mynd nr. 2. Ég held ekki. Ok, ég ekki, kannski verið með rántmaður, en ég held að sé hann sem að sagði bara, hann með hugmynd, og ég ætla bara, kannski ekki hann, kannski ruglan, ég held að sé hann. Ég var alveg til að sjá Exorcist mynd eftir hann. Já, en hann sagði bara, ég bara með sturlaða pælingu, hvernig maður langar að gera þetta bara back to basics og bara gera ykkur hrætt, sko, mér langar bara að fara í óþægileg, ekki bara, það gerir ekkert að ykkur gaur kemur og andlit og hann bara tala með það, ég bara... Nei, þú ert líka búin að sjá þetta núna á Millionsson. Já, en þú veist... Það er ekkert hægt, ok, sorry, ég ætla bara að klára þetta fættum. Ég held nefnilega, ég las eitthvað stutt viðtala daginn, að þeir ætla að gera aðra Alien, hann gera alltaf Romulus núna síðast. Og
sem að... Mér finnst hún góð, ég fíla hana. Ég fíla bara, við getum diskussað endan aðeins, en ég hefði gaman myndinni. Það er ekki allir samanlega með þarna. Nei, mér finnst ég búin að sjá þetta allt áður. Já. Í hinum Alien. Já. Hún endar eins og Alien Resurrection. Já, það er reyndar eina, ég sagði við það með debate endan, við getum gert það. Ég En byrjum frá því, ok. En ég fíla sann alveg þess. Mér varst Don't Breathe geggjuð. Frábær. Mér varst hún geggjuð. Já, frábær. Já, en hann gerir þess að Romulus, og svo hann að segja heldur bara daginn að, nei, ég ætla að gera, hann skrifaðist handritað, Romulus 2. Já. Hann er ekki leikstýrinni, skils mér, en hann sagði, ég og hérna, hann er með eitthvað svona writing partner, við ætlum að gera núna bara svona okkar epi. Þess vegna held ég að hann sé ekki að gera Exorcist, ekki nema hann tróði henni á undan eða eitthvað. Sko, kannski er að ruggla með, ég held að sé samt hann, sko, sem að tala kannski gera að ruggla. Já, sko, sem Ég þóra náttúrulega ekki, ég get ekki sagt sér rámt hjá þér. Nei, ég er ekki með þetta bara, þegar maður að lesa, maður er alltaf að tjekka, ég er alltaf gaman að lesa þetta, þó ég kannski sé að gleyma hlutin, svo þá review, þá er alltaf gaman að lesa að ég náttúrulega vinni svo, mér er svo gaman bara, ég heyri kannski frá okkur sem vinn með bara, já, þessi gæi, eitthvað sem vinni með Ellens frá, það að vinna þessari mynd með þessum, alveg bara, byrju, er þess að gera, eitthvað sem maður veit ekki það, þá fyrir maður að lesa, en þú veist, það er alveg, eins og skrínrantur, svo skemmtileg síða, þú veist, gaman að fara þar var verið að segja, hvort hún sé búin að taka það, eða var að búa það, en allavega, ég væri til að, ef hann segir þetta, að þú veist, bara því að sé Evil Dead, og hugsa, og þá ég sé bara reynsið hans, Já, og hann er líka legit horror guy. Já, hann gæti alveg þess að bara, ég ætla að gera sem mynd þannig, ég ætla að fokkari, þá er ég að fara að kaupa það, sko. Ég er bara, og ég er til að sjá hann taka Exorcist og bara laga þetta shit. En svo er spurning, eins og með svoleiðis gæja, eins og When Evil Lurks gæin. Damon Rögna, já. Eins og með hann. Argentískur. Hvort viljum við, sem hryllist aðdándur, viljum við að hann fari í Hollywood? Nei. Og vinni með eitthvað svona þekkt IPs, hann gerir 9 Nightmare on Elm Street eða eitthvað, eða viltu fá frekar? Þetta er góð spurning, sko. Mér finnst þetta rosalega auðvelt svar, eða auðvelt að svara henni. Já. Og fyrir þig, viltu hann haldi sig bara ekki tínu og gera eitthvað klikkastöf? Já, mér finnst það frábært. Eða viltu hann gera nýja Marvel-mynd? Nei, það var ekki að þetta sem hann gera Marvel-mynd. Ertu búin að mér finnst það frábært spurning, því að, takt að það eru með nokkra aðila frá Kína og Kóreu sem að fengið til Hollywood, John Woo besta dæmi. Þú veist, jú, Broken Arrow, ég veist ekki bakka hennar hefur vorum ung, ég skilju, Face Off, ok. En ekki hardboiled, þetta er ekki hardboiled. Nei, þetta er ekki killer. Eins og ég sagði daginn, nákvæmst það, ég sagði við vinmandur, þessi hardboiled, bara hvað það, ég sagði bara, ok, sjá. Top 5 besta hasam. Ever. Það er ekki hægt að toppa. Ég er búin að sjá þess að minnst svona 20.000, ég kann nutan af. Ég held að ég að tala einhvern tímann, það voru yfir 500 mann strefnir. Og með skambissum og haglabissum og þetta er allt special effects, þetta er ekki svo gæð. Þú veist að bara rúla hans springur til bíl, nei, ég meina ef fólki hefði ekki séð þessa mynd Hardboiled, bara go for it, sko. 92 John Woo, 92 ég sá hann 92 að ég var bjóð fyrir norðan þá húsækja og félagin sem var, þetta Gummi og hann var alltaf að panta Vaffa-myndir og mikið af bönnuðum þá þú veist, það var mönstu 15 ára, svo var 18 ára mannstu þetta gömlu Vaffa-bólunum svo var hauskúpumerki. Nei, það var ekkert í vídeólegum, það var hauskúpumerki. Það var bannaðar myndir. Og þú veist, þá er ég að tala um Cannibal Holocaust, eða, þú veist, skilur svo er, og fleiri svona myndir sem var svona Maniac. Face of Death. Já, Face of Death. Það var svona ekki með bíó. Nei, en þú veist, eitthvað svona crappy shit, eitthvað svona sem ekki að torta á öllum netsíum, en þú veist, hann var, og þar til dæmis sé ég mynd, sem að, hvað heitir hann sem leikstýrinni hérna Lugna. Þetta er ítölsk, einn mínum uppáhaldshorrorgöðum með Dario Argento. Já. Ítalega, minnst hann aðeinslega, þú veist, Creepers. Ég þarf nefnilega að detta hans meira inn í hann. Já, hérna Jennifer Connelly, hann er geggjaður. Og það er með þess atrið, þú veist, hún er að geta stjórnað svona insektsmyndir og svo geggjaður. Og hann er með flugur í svona bíl, bara húsflugur eitthvað, hún er bara með þar og stjórnaði, og þú sér það aðeins glitta eða grannt að skoða í svona gitni eða eitthvað, en það sem hann gerði það, hann lit flugurna bara, töframenn gera það, hendur sér inn í fristi, þú veist, eða inn í kæli og þá fara þær í dvala, svo takaði flug og láta þær upp í, þú veist, einhverja klukkasillu og svo stoppar einhvern götu, þú sjáðu þetta, lætur hann lóan, þá hann hitt, þá koma þær úr dvala og flugur burtu, það er triksið. Hann gerði þetta í bíómyndinni, menn hann þrætti þær í gegn á þess að með þær, með einhverju nál og drasli. Án þess að með þær, you're right. Sagði þann, ég trú honum. Og svo er hún bara fer hún í bílunum, þannig að þær eru bara fljúandi,
svona gerður, já, eins og sé að stjórna það er bara, wow. Þeir þurftu að hugsa út úr boxið. Alveg hrikalega. Hann áist Argento, en það er mynd sem heitir Demons. Það er óþægilega sem mynd sem séð. Það gerði mynd 1 og 2. Já, ertu ekki að tala hérna... Damien Lubna. Leikstýrin. Gerði hann... Þetta er gaur sem ekkert... Þetta er ekki Lucio Fulci eða... Nei. Hann sko, þetta er Argento skrifar hann, meðal annars. Já, málega ég horfði á hana, hún var alltaf á Netflix. Demons? Já. Hún var bönnuð. Já, back in the day. Er hún ekki frá 85? Já, hún er 80... Var ekki gerð síðan nummer 2? Jú, gerð 2. En ég spurði henni blæðina félagin minn, sem við erum horfður, ég sagði, hvað er, og þetta, sko, ég horfði á þessa mynd, allavega þá, að degi til, ég var bara, mér fannst eitthvað skrít, ég get ekkert útskýrt það, mér finnst það bara óþægilegt að horfa. Það er alltaf cool make-up í þessu. Já, en það var eitthvað samt sem, já, ég elska, rosalega make-up, en ég fílaði þetta, en það truflaði mig eitthvað. Ég var bara, þetta er eitthvað óþægilegt, ég bara horfði einhvern 3 degi, þetta er eitthvað óþægileg mynd. Svo spyr ég hann að félagin minn, sem hann bændi mér að setna þess og er bara sturlar horrorgæi. Hvað er óþægilegt? Hann bara, Demons, ég bara, býttu nú við. Af hverju sagði þessi mynd? Já, akkur... Hann bara sama, það er bara eitthvað óþægilegt, þessi mynd. Veitu, hvað varst þú gamall þú sér hana? Ég er 17 ára. Já, ok. Ég sá hana... Samt, ég er 17 ára, sko. Já, það er samt munar. Ég er að sjá hana, sko, bara fyrir 2 árum. Já, ok. Þá er ég fertur, skil. Það er svolítið og hún er náttúrulega eldist, hún er sen 84 eða 5 ára. Já, ég helsi eitthvað. Þú er mjög náðalt deitinu, sko. Já, ég muni það, sko. Og þú veist, en þú veist, hún var bara, þú veist, þau eru í bíó líka að horfa, mástu? Já, einmitt. Rispa svo grímu. Já. Svo bara, þú ert að horfa á bíó, þetta er geggjað pælega, Argento náttúrulega, þú veist, þau eru 4 að skrifa þetta eitthvað. Já, einmitt, en hann leikst henni ekki. Nei, hann skrifaði. Já, einmitt. Þú þátti framlýslu líklegast, en þú veist, það er, mér fannst þetta bara, að þessi fólk spyrir mig hvað er óðvitað, og svo er fólk að horfa hana bara, fannst þetta, en... Myndir það að segja það að sú mynd hafa svona fokkaði mest upp? Hún var bara mjög, nei, Exorcist gerð, en því að svo ungur. Já, þú varst alltaf svolítið ungur. Ég ætla að vera bara, þú veist, it's a good day for an exorcism priest. Ég bara, fuck, ég bara svona, hvað er óþægileg mynd, maður. Hún er ennþá gegn. Já, hún er ennþá, ég var að horfa, þú veist, forkjótgáðana og direktorskött, geðvik mynd. Alltaf að sé hana 73. Já, hann er bara í bíó. Bara, þú veist, þú bara... Vissir ekki neitt, skilur. Nei, ég veist það geðvegt. Og hún er svo vel leikin. Ég veit það. Þú veist, það er allt svo ógeðslega, þú veist, William Friedkin alltaf klikkar og hann pússaði alla bara í tætlur í svona mynd. Þú veist, hann bara slasa, þú veist, hún var Linda Blair, bara fekk bara bakverki sem eftir við, þú veist, hann tók alla bara á... En þú veist, ég myndi alveg ekki í dag, því að ef þú tekur einhverja krakk í dag, einhverja úlinga, sem er bara 16-17 ára, sem að mætturinn sjá svona bannamynd í dag, þau eru búin að sjá svo mikið, en þú gætir auðvitað samt ekki Exorcist, sýnt þeim hana, og hún hefði einhver áhrif. En ímynda er 70. Já, nei, bara þessu Poltergeist líka. Hún er rosa, fólk var alveg bara, fannst hún rosalega líka. Þegar hún kemur í bíó. Draugamyndin. Já, þegar hún kemur í bíó. Þegar Spielberg gerir Poltergeist. Hún er 83. Hvort er það? Það er hann ekkert. En þú veist, hún er, já, kíkta. Segir 83. Já, ég ætla að sjá 83. Ég held hún sé 83. Ég sé 82. Já, þú ert betri en ég með ártölinn, sko. Það var hreinu. En við erum alltaf að náða því. Ok, hvað er það? 82, yes! Kemur út 82, nei. Á Íslandi 83. Já, á Íslandi 84, já. En hún sko, það var líka fólki þótt, hún bara, veist, alveg, hún bara hann að klóra sér andliti í speklinum og allt í hún það pana bara frá allt, hún stóla konur upp, þetta var svona, hann náði, sko það er málið, ef þú ert með gott, mikið ímyndur hann, þú veist, ég var vinn sem að meikar ekki svona myndir, hann er ekki aðeins með þér, hann bara, hann veit eitthvað kjafta, hann bara getur ekki hort á þetta, að þetta nær hausnum á hann, skil, hann fer að fokkar því hún. Já, þetta bara, hann er með við ímyndurna, þetta bara tröflar hann. Hann veit... Þetta er sann svo gaman. Já, fyrir gaurin svo okkur, já. En af hverju elskar þú Rilsson? Hvað er það við þetta sem að... Að þetta er eitthvað sem að er ekki séns að gæti gæst, en mögulega gæti... En þú líka sagt það margar sci-fi-myndir. En kannski gæti það gæst. Þú veist, kannski er til eitthvað possession. Kannski bara er eitthvað stelp, eitthvað stað núna, bara eitthvað staðar í eitthvað þorpi, eitthvað staðar í Kólumbíu, sem eitthvað prestur er bara skvetta yfir víguðu vatni, skilur, bara the power of Christ compels, ég veit það ekki, en þú veist, maður er að lesa þetta, sko, trúabrögð, þú veist, það fólk sér stittu gráta eitthvað, fólk trúir, ok, þú veist, svo, vinnum við saman bekka, þú veist, þú ert að tala við Guð átt að biða, Guð talaði þátt að geða ykkur,
Já, ég veit. Það er gott, en þú veist, það trúir fyrir alveg að þessi gæja hann uppi. Ég ætla ekki að taka það fólk bara, ég ber virðingur bara öllum trúar brögðum, en hann er möguleiki að, þú veist, það sé bara einhvern hann niður líka. Það týru djöflar og eitthvað svona. Og hann byrti nú, getur þá ekki verið að það sé bara einhverja geimverur hann úti sem, þú veist, eru bara búin að trúa öðrum, þú veist, efnafræðilegum samsendingum en efnasambandum en... Og þú ætla að meina það að, þú veist, kritis getur verið eitthvað plándu? Who knows? En getur þú sagt þetta allt? Bara svo Hellraiser, getur það gert? Já, ég veit ekki. Þú veist, það líklega að Halloween gerist heldur en Hellraiser. Já. En Freddy, ég veit, just, Nightmare, þú veist, skilur þetta er svo open, eða þú veist með, þetta veit það er ekki, þú veit ekki að dreyma, góðið með bara nývar og bara, en þú veist, maður veit ekki. Þú veist, ég get ekki sagt for a fact, það sé ekki einhverjar aðra vittir, eitthvað, það fyrir minn huga óslega gaman, hörðu, who knows, eða djöfla, þú veist, ef ég væri bara að fara það sérstaklega yngri, sem ekki ímyndunarafl, ég fór í Star Wars, ég fór Return of the Jedi í bíó, sko. Ég náði því, sko, hvað er þetta, nýja bíó, nýri, það er bara gamla bíó, líklegast. Við erum báðið fættur á Star Wars árum, ég er 83, það er í Return of the Jedi, þú ert 77. Ég með þess að las, nú komum við Star Wars að trillast þegar ég segja þetta, sko, en ég sá daginn, hún hefur verið, var hún frumsýnd 19. maí? Ég sá það einhver staðar. Hvað? Jedi? Já, nei, sko, New Hope. Ég var eitthvað að hugsa bara, að ég fættur 8. maí, sko. Ég var eitthvað svona, þetta er náttúrulega ammælisteginu minn. Svo var eitthvað að segja, þú ert bara way off, maður. Nei, 25. maí. Já, en svo sá ég einhver staðar 19. maí. Er það bara kannski í fyrir borg í Bandaríkjunum? Er hún ekki frumsýnd 25. maí? Já, en sko, ég var... 77. Já, en ég verð að tjekka á þessu. Tjekka því, ég var að horfa á ykkur heimildum, ég bara, 19. maí? Ef ég væri í spurningu þetta núna, og ég væri spurður, þá myndi ég segja 25. maí. Já, en það er eitthvað official, ég sá bara þarna, 19. maí, var það í LA, í einhverju einu bíói, Chinese Theatre, eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, 19. maí? Já, því ég bara, allavega sá ég þetta einhverju svona, Lucas. 25. maí? Já, er það? 77. Já, en United States. Er engin önnur frumsýningardagur? Nei, kallar minn. Jú, svo er þetta alltaf komið bara Kanada, 24. júní. Það er ekkert fyrir. Ekki 19. 25. maí. Það var þetta bara sem hefur dreymt bara. Ég er bara svona, yes. Það er satt nálægt afmælinu. Já, mjög nálægt. Þú veist, og hérna, nei, þú fór ég 83 bíó, en ég bara, þú veist, ef það væri til eitthvað svona lið, bara með ímyndunaraflinu mitt, sko, það væri geðvegt. Eitthvað bara í annari plánutu, Galaxy Far Far Away. Þetta er það sem ég gerir bíó geggja fyrir mig, sko. Ok, býðum aðeins með Star Wars. Já, þetta er bara svona. Ég ætla að taka það aðeins líka. En horror, já, fyrir ekki. Horror, já, við erum talað um horror. Fórum aðeins út í Hardboiled. Þetta sem gerist að tvei nördar hittast í fyrsta skipti. Hardboiled, við fórum úr svo langt. Hardboiled alltaf gegn. Ok, við vorum að tala mér langar að klára það, við vorum að tala þegar þú ert að færa þessa gæja yfir í Hollywood sem eru frá öðrum löndum, heldur Bandaríkjunum, og Hollywood bara sér eitthvað, hey, When Evil Lurks, wow, cool hryllismynd, herru, fáum hann til að gera Conjuring 5 eða eitthvað. Ég ætla að koma með dæmi, ég glemdi það fyrir ekki, ég bara, já, núna kemur það, sko, John Woo, hann kynni Bandaríkjana, en sér líka, June Park, sem gerir, náttúrulega, Sympathy of Lady Vengeance, Mr. Vengeance, Oldboy, það ekki þetta, geðvika myndir, við getum haldið áfram, hann kemur að gera Stoker. Já. Ég sá hann ekki. Nei. Drast. Nei, hún er ósað flott, en hún er ekki Oldboy. Hún er ekki Kórea. Hún er ekki stíllinn hans. Þú veist, hann missir, þú veist, það vantar eitthvað óbýtu, þess að koma annað geggjadæmi, sem er ekki að tengt horror, en ok, við förum eitthvað að segja, en bestu actionmyndir sem það er þessar slagsmálamyndir, við talaðum Jackie Chan og Jet Li og svona, þú veist, frá Kína eða Hong Kong, þú veist, að kýmum sem myndirnar, Raid, Redemption og Raid settum myndirnar, þetta eru, ég hef aldrei séð svona rugl, þetta er bara sturla dæmi. Ég er að tala við þessar gauðra sem eru, þú veist, í hérna koreografinu og svona dótt sem hittir liðið úti, sem eru í þessum búið til barda-atriði og koreografur og eru bara stöndarar, þeir eru bara, þetta er bara rugl. Þú veist, og þau séð Ong Bak náttúrulega, mástu, Tony, en Gareth Evans, sem gerir náttúrulega þessar myndir, og hann gerir þættir sem eru geggja, sem þetta Gangs of New York, Gangs of London. Maður þetta er 5. þættinum í seríu 1. Ég ætti að sjá þetta. Hæ? Er þetta grínast? En þú veist, þarna sérðu bara... Já, ég þarf að tjekka þessu. Sástu Havok, sem var Netflix? Já, hræðileg. Ekki fannst hún góð? Nei, það er hann í Hollywood. Já, ég veit það, hún er hræðileg. Ég er bara að taka dæmi. Það er bara að koma með executiva. Hann má... Sko, Tom Hardy er eins og einhver
brúða, hann á ekki sjens í þessu koreografi. Nei, líka þú... Og myndin er alltaf bara hræðilur utan það, en hann er ekki þessi, hann passar ekkert inn í þessi mynd. Hann er bara ekki... En hann er ekki, hann er enskur. Ég veit. Hann er ekki frá Indonesia. Nei, ég veit, en það er bara, hann er bara... Hann myndi halda, þá kannski geti hann transferast auðveldara. Hann er englendingur, held ég að það, ég held ég að fara með rétt. Hann er frá Wales, held ég. Já, þú veist, já. Og en hann, þú veist, í Gangs of London er hann alveg með Joe Cole, hann er flott kast í þetta, hann veit alveg hvernig hann funkar, hann veit alveg koreografi, hann veit alveg hvernig hann fór út úr þessu leikurum, það virkar, þú ert eftir að horfa á þetta. Fyrir þessu 2 seríurnar eru sturlaðar. Er ekki bara konar 2? Það er 3 ár. Það er 3 ár. Það er örugglega, veistu hvort ég sé serían, ég er ekki alveg búinn með hana, hún er ekki alveg skoðuð hérna 2. Ég ætla að reyna að horfa á þetta áður en þessi þáttur kemur út og þá getur enginn skammað mig. En þátt myndi til þætti nr. 5. Okay. Þú er aldrei séð neitt eins og þetta í sjónvarpsþætti þegar kemur actioni. Þannig að þú tekur allar þessu gauðra, þannig að þú bara með actiongauðra út með að tala actiongauðra eða, þú veist, ég veit ekki hvað horrorgauðra er gott dæmi. Jú, ég meina, ok, June Park er pínu, hann er óþægilegur, hann er ekki horror, hann er svona sálfræði trillis brjálæðingur, sko. Hvað er þessi besta dæmið einmitt svona einhverja gæja sem eru horror? Það er eiginlega, ég dettur ekki inn hug nú, það er einhverja dettur ykkur hug. Það er ekki beint horror sem ég man eftir eða? Einhver gæi sem gerir eitthvað svona að því ef þú pælir, allir þessu gaurar sem hafa komið yfir eins og gæinni sem gerðu til dæmis það er enginn sem dettur í hug. Sem gerðu sko Alexander Aya sem gerði High Tension hann gerir náttúrulega Hills of Ice endurgjöruna og svona en hvernig fannst þér hún? Mjög stund fín ég var ekki alveg að pissa á mig en mjög stund fín High Tension er geggjum High Tension er þetta geggjum nema Twist er fáránlegt Twist er fáránlegt já, það er fáránlegt hún er bara svo flott og hún Cecil B. DeMille, hann er stelpan sem leikur hann, er það ekki sem er sko, við erum að tala High Tension, ekki Inside já, High Tension, eða High Tension þegar hún er með hérna þessi stelpa er svo prominent fransk leikun ekki Cecil B. DeMille nei, það er ekki Cecil B. DeMille, það er annað dæmi það er hann úr, hún Cecil B. eitthvað ég man ekki námið það ungstar, geggju í þessari mynd hún er fara geggju í þessari mynd en þeir eyðileggjana með þessu stupid twisti finnst þér það? Þetta meikar ekkert sens þetta meikar ekkert sens, þetta er fáránlegt twist þetta er bara þess að hafa twistið ef að twistið væri ekki ef þetta er bara verið eitthvað psycho killer eldana, hún er 10 sem betur eins og Caroline Fargo Revenge hún er bara gaurar eru með fátaskapi konu hún kemur bara hefni sín, punktur og það er gæður Revenge af því að það er svo cool í High Tension eins og í þeirri mynd að því hvernig hún byrjar og byrjar þegar gæðin kemur í hús og slátar fjölskyldunni það er rosalegt ógeðslegt og hún er svo flott og hún er svo sem hryllismynd hún er svo hrá, hún er svo gróf og ég hugsa alltaf ef ég var ekki að hryllismynd og ég var að tala við special effects gæjana eða svona sem var að gera eitthvað svona make-up þá myndi ég segja við þá, gerfiblóðið sem ég vil er blóðið úr það er svona skítugt rautt blóð svo er þetta allt, en svo er þetta alveg mælikværi hvað hún er löngið dauður í mynd, hvernig blóðið það er verður sko. það breytir lit þetta er alveg, þetta er alveg pælingar meina þeir sem gera gerfiblóðið já, þú ert að horfa á gerfiblóðið það er bara þú ert að horfa á gerfublóði myndina bara eitthvað sem er nýgjart er miklu meira rauðara einhvern veginn, svo verður að oxidæstra út á súrefni og verður að breytist sko, þetta er alveg útpælt geggja þegar maður að horfa á svona gauri sem eru útpæltir þau eru með gauri hann á Íslandi sem eru Haukur Karls, special effects svo gæri fáranlega gauri þessu en mér skilst líka að það hefði, eins og í gamla dag ég hef keypt heldur skemmtilega bók sem heitir bara Masters of Makeup svona þykk, þetta er svona fullt af myndum og Howard Berger gerir þetta meðal sem hún kemur bít ógeðslega gaman, því ég hef alltaf svolítið áhuga á þessar hliði á kaupninginni, búið til skrimslinn og gerðublóð og þar minnir mig í þeirri bók hafa verið að tala að menn voru að skipta á uppskriftum þetta er mín uppskrift að gerðublóði skilur, það er þetta, þetta er svo geggjað hvernig gerur þetta? En úr þeirri myndum, High Tension, mér finnst það svo töff, þú veist, blóðið eða þeir haldi bara þessu hann er einhver ógeðs kall mér finnst líka bara lúkja honum cool svo gera þetta fucking stupid twist maður en það er sko málið, mér finnst að því að ég veit það en fílaði þú twisti? Nei, ég fílaði, þú veist, ég bara málið bara mér finnst myndið bara svo klikku hún er klikku, mér finnst hún góð ég fyrirgaf það, þegar ég sá hana sín tíma ég var perra
ég skilði þig, að þú veist, hún hefði potential til að vera algjörð meistarar, hún bara töff, en að því Inside er náttúrulega bara Sturl. Ég meina, ég sá hana fyrst, ég er svona spólið tilbaka hver. En þeir fóru yfir í Hollywood. Minnstu, tveir gæjar sem gera Inside. Já. Þeir gera þeir ekki Leatherface mynd? Já, Texas, en það er nú hvað, það er ekki já, en hún er samt ekki góð. Ég sá hann ekki. Ég er búin að sjá allar, sko. Að ég er svona Leatherface, ég sá líka Texas Chainsaw sínu tíma, sem ég skeði, sko, 91 eða 2, ég bara, wow, þá er hann ennþá svolítið geggjuð. En þú veist, mér veist, restin, þú veist, endurgerðið maður stu gera hann og svo gerir við 2. Þeir eru alltaf eitthvað að rýbúta. Já, svo gerir 3D, svo kom eitthvað, já, en það er það bara drasl. Ég er bara, þú veist, það er dæmið bara, nei, fara yfir í, þeir hefðu aldrei fengið að gera Inside eins og þeir gerðana í Hollywood. Aldrei. Það er farin að halda aftur að liðinu, sko. Já, ég veit það. Og það er sami garð ef þessi hafa okkur með ykkur hann er bara með AI-brett, maður er bara, hvað er þetta að gera? Þú er bara snillingur, þú er bara stúta ferðin. Ok, en höldum okkur við hryllingin. Allavega. Ok, já, að þegar ég mitt frönsku myndin þar á tímabili voru Martyrs er eina mínum uppáhaldsmyndum. Martyrs? Já, hún er geggjuð. Ég meina, hún er alltaf sturluð og ógeðsleg og allt það. Hún er geggjuð. Ég meina, þú ert hrifin af henni? Já, ég elska henni. Elska henni. Það er ein erfasta mynd síðan líka. En mér varst líka... Hún er bara svo brút, þeir eru alltaf með stelpur í þessum frönsku horror neo-myndum. Það kalla það. Já. Horror neo-myndum. En... Sorry. Stelpur, þú veist, er þetta horror á hana? Ég ætla að segja, með hana, hún er svo brútal og allt það. Það er samt point með þig. Já. Mér finnst hún ekki bara vera sjokkandi til svo sjokkandi. En þegar þú klárar myndina, þá fattar þú svona, ok. Þú veist, bara allana, sturlumynd. En veitir, það er áður að klárar, bara elsnægt, þú veist, hún er 2 myndir. Hún er draugamynd. Eða, þú veist, ekki draugamynd, hún er sko, hún byrjar sem svona einhver djöflamynd. Já, þeir líður að sé það, já. En svo allt í hennu bara, svo bara svissast hún á 0-1. En það er líka mynd, ef þú veist ekkert hana, þú setur um í tækið, það er svo geðið. Þú veist ekkert hvað er að gerast. Nei. Og þegar ég horfði á hana, ég reyndi að forðast þessu ég gat. Ég horfði ekki að trailera, ég bara heyrði af þessari mynd, þú sýndi okkur hátíma sín tíma. Vel gert. 2008. Já. Og ég heyrði af henni, ég bara, ég er að fara blind by þessa mynd, sko. Líka því að frakkaðan á þeim tímapunkti, þá er ég búin að sjá nokkra. Frontiers, hún er æði líka. Já, hún er geggjuð. Þannig ég var bara, ok, geggja, ég til í það. Svo sett ég henni bara, svo bara keypti hann DFT og bara eitt á play. Og maður er bara, veist, hvað er að fara að gerast? Þetta er... Að ég líka bara, þegar ég kom inn á, það er bara byrjunin, fjölskyldan. Já. Svo bara, já, haglabissa, og maður er bara líka bara, býtu, það er bara 25 minnum búin á myndinni. Já. Hvað er að gerast í restina? Hvað er að gerast í húsi og hvað með stelpun í byrjun? Þannig að þú gleymir því, búin að gleyma því, allir búin að gleyma. Já. Þannig að frábært handrit, en þeir frakkar voru, þeir áttu mjög erfitt með þessar myndir þess að koma út, sko, þeir voru mótið þessum myndum, sko. Já, frakkandi sjálfur, í heimalandinu. Já, bara þegar kallað svona, þetta held ég að sér réttum, þú bara leir með, en ég held sér kallað, þetta var kallað svona horror neonismi, þetta var svona nýtt, þetta var svona, þeir eru að sjokkera þig. Já, þetta voru hardcore myndin og High Tension, Inside, þá, þú veist, Martyrs, Frontiers, það eru fleiri myndir, það eru alveg sefn, og Martyrs er alltaf að listu bara einar svona, svona óþægilegustu og bara næstu... Já, hún er brútal. Já, hún er að tala sal og Martyrs er bara þar, ok, en þú veist, en ef þú ert horrorfan, þá er þetta bara, þú veist, og líka bara, hvað er reyna, og hvað er reyna að, þú veist, að áorka, það er líka bara, hvað er pointið, það er svo kekka. En það er líka sem ég elska við. Já, svo klikka, sko. Já, ég vil, sko, að því það er alls konar hryllismyndir auðvitað. Þú getur einmitt farið í eitthvað svona, eins og, Gremlins eða eitthvað sem er svona fjölskyldur hrylling og svona skemmtilegra, eða Critters, eða Braindead, þú hlærið að því og eitthvað svona. En svo getur þú farið út í þessu Martyrs, þar sem þú ert með mynd sem kýlir í magan. Já. Skilur þú hvað ég er að fara? Þannig hrylling. Ég fíla það. Já, þú tölum bara horror. En myndir þú að segja að, eins og Train to Busan, þá ertu komin í líka horror. Þú ert komin í The Sadness, sem þú ættir að horfa á. When Evil Lurks, sem við tökum þessar spænsku, argentísku, spánurinn sem bara örpöðu þessu líka, það er fullt af svona, Evrópubúinni geggjaður í þessu, sko. Það er rosalegir, bara, þetta er ykkur Hollywood og köflum og bara
þeir ekki breykið á, sko. Mér finnst mér svo Hollywood það slélegast eða kemur hrylling. Já, þeir ekki breyk að mínum að í þetta lið, sko. Ímyndar, ef þú þurft að taka saman lista, bestu svona 10 hryllismyndir sem alveg virkilega, þú veist, solid, versus, þú mætti velja alls þar á heiminum. Martis var á listanum. Já, bara Hollywood versus restina heiminum. Bara restina heiminum. Ég að segja að þær myndu rústa allan daginn. Hollywood. Og það oft líka bara meira ekki eftir bókinni. Já, algjörlega. Það að fokka í. Þeir þóra maður. Já, þeir bara fokkir. Og það líka með Evil Lurk sem að þú búist búin að horfa hana. Ég er búin að sjá hana, já. Já, maður stuðist að stelpa hund. Ég var bara, nei, er þetta að fara að gera? Þú ert að býða, þú veist þetta að gera. Þú veist, og snildkondið klift saman. Já, þú ert bara, ætlar að fara þangað. Þetta er líka í Sadness, það bara, það að fara þarna? Ætlar að gera þetta? Það er verra, sko, miklu verra þar. En eins og Serbian-film, sástu hana? Já, ég er búin að sjá hana 3 svar. Fólk bara, en það er bara vegna þess að ég horfði, sko, ég var að sjóa tíminn, það var geggjað, ég sagði við mig, ég mæli mig geggjað mynd með þér, en að Serbian-film, svo fór ég bara vakt. Svo kom ég á vaktdaginn eftir með að félaga með helgivinnum. Hann sagði að það var allt trillt. Þeir urðu að klára hana. Hún er alltaf ógst að vel gerði þessi mynd. Mér finnst þú góð. Og þessi gaur, leikstir í stutt, ég man aldrei hvað hann heitir, þessi leikstir, maður sko hann heitir? Nei. En hann gerir stuttmynd í ABCs of Death. Já, eða það? Þú veist nákvæmlega hvaða mynd er hans. Þú spottar strax. Er það? Já. Þú er að horfa á þessa mynd. Ef þú er að horfa á ABCs of Death, eru 2 held ég? Ég vil ekki sé það. Horfðu það. Það er fullt af flottum... Er það svona stuttmyndir? Já, en þær eru margar geggjar. Nei, ég er svo lítið fyrir það. Ok, en hann á eina stuttmyndana sem er bara... Þú ert bara... Nei, ég vissi bara strax. Ég vissi að hann væri með einhverja mynd, sko. Það er fyrst ABCs of Death. En byrju, bökkum aðeins. Serbian-film. Já. Þú búin að sjá hana 3 svar. Já, sko, ég horfði á hana fyrst bara... Fyrst var ég bara... Og hún fokkar í manni náttúrulega. Já, hún kemst ofalega. Af því hún er svo... Já, hún kemst mjög ofalega. Af því hún er bara svo vel gerð. Hún veist, kvikmyndilega séð, fólk eru alveg núna bara, hvað er það þessum gaurum maður? En þú veist, ég var ekkert með popcorn að horfa hana. Veist, ég var ekki með smjörpoppi eitthvað. Ég var alveg bara svona... En hún er samt á köflum lúmst fyndin. Já, hún er það. Það er alveg mjög svartur húmor í. Já, ég veit, og leiksturinn sagði líka bara, ég ætla bara að sjá hvað ég kemst upp með. Þetta er náttúrulega líka, þetta er hana, svolítið ádel í gangi hana, þú veist, að vissu leyti, en hann ætla bara að sjá, en þessi mynd gekk frekar vel. Í heimalandinu? Já, og þú verður bara köld, þú veist, fólk, hann er líka bara svona, allavega las ég það á þessum tíma, hann var svona, þú veist, er fólk að fara hana að því hún er, að því að það er interessant eða það fílar það sem var að horfa á. Ég var með á löngu tímabili. Þannig að þú komið til beits. En Serbian-film, á mjög langt tímabili, þar sem ég var með í símanum mínum, félagi minn hét bara Milos. Og það kom stefið úr Serbian-film, kom fyrir að sími ringi. Og það er svo vondsamt. Svo við komum til að vita, hvað er þetta? Já, bara en samt, þú veist, if you know, you know. Og þeir sem að sé Serbian-film hafa gengið í gegnum ákveðnar lífsreynslu. Já, ég var alveg bara, þegar hann tekur teipin, þá vissi ég alveg, ok, nú byrjar þetta. Ég vissi, við þekkjum alveg, þegar maður er búin að horfa horror endur, og allar þessar versi, ertu búin að sjá August Underground? Eða August Underground Mortum? Það eru 3, nei, þú veist, það er líka... Hvað er það? Það eru snöfsplattermyndir sem eru samt leiknar. Já, ok, þetta er ekki... Þetta er bara nei, þú veist, þetta er bara... Þetta er gert 90... Hvernig Killjoy þetta leið, þú þarft að kíkja á þetta. Þetta er 90 eitthvað? Nei, 90, þetta er your era, sko. Hvað er það? August Underground og August Underground Mortum, svo manni ég hvað 3 myndir heitir. En það er bara svona par sem er tekið upp á Vafo-S og það fyrir bara næsir eitthvað lið, fer minn inn í kjallara og pítar eitt dölur og svo hann svo fórð, sko. Er engin söguþráður? Nei. En þú veist, þetta er bara sjokkfaktor, skilju. En þú veist, það eru, ef þú veist ekki hvað það horfa, þá heldur þú að horfa alveg stöf, sko. Þetta er það vel gert. En þetta er brútal. Þú veist, þú vart að vera splatterfan, algjör gorfan til að meika þessar myndir, því annars ertu bara, heyrðu, ég var bara, já, newborn porn, eitthvað tala Sörbjörn, bara gaur sem lappaði framjá, hann bara, og ég bara, no, we're watching, þetta er útskýra, and I'm watching þetta er leikinn minn. Já, og þá voru við mitt í þessu Game of Thrones stótið, hún kemur með þá, 2011. Já, er það ekki? Jú, 2011, og þá erum við að horfa á hana, og það við vorum alltaf bara, hvað erum við að horfa, við vorum bara strákarnir að horfa í tölum. Ég gæti ekki betra sjá sem Já, og þannig að þú svo lið bara. Ég keypti hann DFD. Já, það. Ég keypti óklift útgáfuna af Amazon, það tók svolítið tíma að fyrir hann að koma ókliftir. En er eitthvað making of henni? Var eitthvað svona úr ég var alltaf spáðið því ekki, sko. En allavega, þetta er auðvitað þessi mynd það eru atrið sem sátu í mér þau sátu bara í mér því ég var bara
vókti vel, fer hann bara það, ég hef aldrei séð neitt fara eins og langt. Af því August Underground splattir, top 10 segjar vestum, svona óþægilegustu myndir, þá talaður það, Serbien film samt ekki fyrst þetta. Ég skil það ekki. Það Serbian film verri en Salo. Já, hún verri, sko, en fólk metur þetta svolítið eftir svona... Já, náttúrulega Salo 75, já, og allt þetta. Þetta sjá hana 75. Já, fucking hellu mynd, sko. Bara vinur fór á Jaws, þú fórst á Salo. Bara, hvernig leiðir? Ég er bara heima með veikur, sko. Hvernig Jaws, ég fór aftur á hann, ég held, hún er svo góð. En ok, á Serbian film. Já, en það er bara dæmið, þetta er bara, já, svo August Underground, svo þetta eru splatter, hardcore genre, þú svo í frönsku myndinar, þetta, európsku dót, argentísku, kanadísku, og svo ertu komin í kóresku myndinar. Er það horror? Eða er það bara, hefur horta, ég meina, I Saw the Devil. Já, ég meina, er það horror? Hvernig er það? Hún er svo góð. Já, hún er sturgluð. En ég meina... Já, ég meina, sko, ég set hann ekki sem horrormynd. En þú veist, það er horror. Er Seven horrormynd? Já, það er mynd. Já, sko, það er mynd pæling. Ekki í mínum bókum. Nei, félagið mínum fannst þú bara rosalega horror. Þetta er bara... Seven? Nei, I Saw the Devil. Nei, Seven. Því hún er bara að vera að taka fólk og bara fokka því. En þú sérði ekki neitt. Þú kemur alltaf eftir á. Já, þú getur ímyndað. Já, ég veit það. Þú færð það það er það sem gera hana. Ég er að segja, ef að þú myndir segja að Seven er pjúra horrormynd, ég get ekki satt sér ráð. Nei, ég er sammála. En svona smekksadrið. Hún er ekki horrormynd. Og mér finnst I Saw the Devil, ég hef aldrei titlað hana sem horrormynd. Nei, hún er suspense, thriller, detective, revenge. Mér finnst þetta var meiri... Er hún ekki revenge? Jú, þetta er besta revenge-mynd sem ég sé. Þetta er svona ultimate hefndam. Já. En hvað með Lady Vengeance? Hún er svolítið rosaleg, revenge. Já, að lengra sín ég sá hana, en það eru fáar myndir sem hann náð mér eins og I Saw the Devil. Hún er rosaleg. Bara, líka þegar hún byrjar. Svo brútal mynd. Já, hún er svo brútal, líka þegar hún byrjar. Það er bara hálftími búin eða eitthvað. Já. Og hann er búin að ná gæjanum. Það var bara svona býtu, en það er 80 minnir eftir hendinni. Það er svo geggjað, svo bara sleppur hún. Já. Læra hún aftur. Já, ég er að segja það. Það er bara það að gera. Þetta er svona ultimate, svona revenge mynd. Því gæin er að fara að hefna sín svo svakal sem hann er. Og hvernig hún enda myndin? Gæsó. Já, það er bara sammála. Þetta er svo sturgluð mynd. Og það er mynd sem þú gerir bara í kóru. Já. Kaninn gæti ekki gert svona. Nei, það er líka hugsa ekki. Nei, og það er máli, kórubún er það eitthvað að í kórisku sæmflæði, það eru allar flestar með þess að þættinni þeirra. Myndina sem þeir gera þessar bestu, hérna sérðu eins og Oldboy, það er bara þrískipt, það er bara, plott er, hvað, þetta er ekki smá brjála plott, það er bara, hann verður ástfanginn af dóttur síni, sem er blind, það ekki? Þú reyndir búin að spoila hún á tvistinu. Það er allir búin að sjá þessu mynd. Þá með Sumi. En allavega, þannig að, já, ég get ekki að fara lengra með það. Gæði sem er settur í fangilsirunni, bara lokar hann að herbyggi. Þannig byrjar það, nummer 1. Svo verður hann ástökin nummer 2, en svo nummer 3, þau komast að því, eiginlega 4. er að hann gerir ákveð til að geta haldið áfram að maður. Já, það. Hún er svo gæður hvernig þetta. Þetta eru að tala um 4 stig af plott, söpplott, maður bara, hvað rugl er þetta? En mér finnst líka kóru leikstjórar, finnst mér líka, eins og tökum bara Parasite. Já. Þeir eru ógeðslega góður í, eins og þú veist nefna nú með Oldboy, þetta er svo margar einhvern myndir. Já, margir leirar. Þeir eru svo góður í að blanda líka saman. Já. Af því að Oldboy er líka alveg fyndin. Já. En svo ertu líka alveg með, cool, eitt flottasta hasaðatrið. Er á gangnum. One shot í ganginu. Já, það er rosalega. Það er sturla. Þið tókuð þér 2 Já, en ekki oftar. Nei, ég heldur að náðu þessu bara í second runni. Já, ég trúi því, ég er hljóta að preppa þetta svakalega. En bara svo það er sturlað. Já. En svo ertu líka með svona horror element í henni. Já. Þetta er alveg ógeðslega. Svo er þetta líka revenge-mynd. Þetta er svo mikið. En þegar þú horfir á hana, þetta er aldrei svona jarring. Þetta kippir aldrei úr myndinni. Nei. Heldur ekki Parasite, finnst mér. Nei, þeir eru ógeðslega góðir í þessu. Parasite er alveg geggjuð. Hún er svona þarna þetta er svolítið meira mainstream. Það er þess að hún verður valin besta myndin. Hún er tilnæst sem besta foreign og besta mynd á Óskarnum. Og vinnur. Já. En hún var einhver önnur mynd þannig betur núna? Nei, menn þú veist. Þú líka, myndir ekki setja hana bara að þú tækir síðustu 10 árin, það verður náttúrulega mjög óvalega. Jú, en ég vissi alveg hvað er frá að horfa, því ég er búin að, þetta er bara einna svona, þetta er genre sem ég er búin að horfa á síðan bara 92.
það Asía, meiri sér Kórea, skilur ég ógeðslega mikið þarna. Varstu mikið í kóresku myndum? Mín kynning á kóresku myndum var örugglega bara Oldboy 2003. Já, ég hef búin að sjá Sympathy undan og svo var ég búin að horfa hún undan. Já, hún undan. Nei, hún hún ekki nei, 2000. Já, hún eftir 99, eftir aldamótin. 2001 minni mig. Voru það að gera 2003 og 2008 kemur Late Vengeance, sagði ég. Jú, mér minni það. Jú, hún síðust. Þetta hefndar trilógía. Já, einmitt. Tengjast, en tengjast ekki samt. Nei, bara ótengdar. En þetta Mr. Vengeance, Lady Vengeance, þetta allt henda mynd. Já, einmitt. En þeir eru geggir, þannig að Kim Ji-woon sem hann gerir Good, Bad and the Weird. Góð. Geðveik, Bittersweet Life. Ég elska Bittersweet Life. Geðveik. Það vannmyndin mynd. Hún rosa vannmyndin. En þú veist, ógeðslega töff. When Evil, I Saw the Devil, þetta bara, hann og svo ein mynd hann sem hann gerir líka sem geggir, sem hann, þú veist, allavega, hann búin að gera, hann marga geðveikar myndir. Þú veist, svo ferði við í Japan, Takashi Miike. Þú veist. Ég, sko. Eða Takashi Kitano, skilja, sem gerir, þú veist, Brother og Violent Cop og þessar myndir. Ég var aldrei fyrir það. Nei, það ekki allra. En þú? Já. Ég var að byrja að tellja þér að date, ég bara, já, þetta ég að horfa á Veipa, sko. Að því ég svo Itchy the Killer og svona. Ja, hún samt að vonda að byrja henni, sko. En Audition er góð. Audition er geðveik. Og hann gerir líka, ég sett við þetta vinni með að horfa sem þeir voru bara hvað, Audition? Já, þú veist, þeir var ekki að horfa á þetta mínu vinni. Hún er 99. Já, þannig ég bara búin að taka þetta, ég hef kafi í stóti. Og þar kemur út mynd sem þetta Three Extremes. Ég veit hvað mynd það ég sá hann ekki. Nei. Er þetta ekki 3 stuttmyndir? Jú, en sko, það samt Takashi Miike, Park Chan-wook, í henni gera hann The Cut, og The Box Takashi Miike myndin og það eini viðbót, Dumplings. Ef þú hefur ekki séð þessa mynd og þið fílið hérna, horfðu á og bara Three Extremes, þú veist, þær eru svo trilltar þessar 3 stuttmyndir, þetta eru bestu gaurnar hana í þessu genre, það Suður Kórea, Japan og held ég 1 kínverskur leikstjóri sem manni ykkur það sturla, það sem ég segja það. Þú hefði ekki hann að nörda eins og Bittersweet Life. Ég hitt ekki marga sem að sé hana. Ég var að sína félagum mínum þetta á sín tíma, sko. Hún sann svo geggju, sko. En svo ferði, eins og Takashi Miike, hann búin að gera yfir 100 bíómyndir. Gerði hann ekki líka Blade of Immortal? Gerði hann ekki, ég veit ekki sér marga myndir þannig, en gerði hann ekki samara myndina? Jú, Blade of Immortal. Nei, ég er að hugsa hétt hún ekki 13 Assassins? Nei, það ekki hann. Var það ekki held ég ekki. Nei, betur, var það ekki Takashi Miike sem gera hana? Nei, við verðum að kíkja þetta. Nei, hann gerir Blade of Immortal. Ég nokkuð vissum þetta. En veistu hvað mynd ég er að tala? Já. Það var eitthvað svona samurai assassin mynd. Já, 13 Assassins. 13 Assassins? Já, en svo Blade of Immortal. Það gaur sem fyrir Þorp líka sem þar hún ætla ekki að segja. Takashi Miike? Það? Já. Nei, betur, farið í Blade of Immortal. Ok, þetta er hérna. Já, farið í Blade of Immortal, gera hann undan þá, sorry, þá ég að ruggla. En mér varst 13 Assassins, sko. Hún geðveik. Hvað er Blade of Immortal? Blade of the Immortal. 2017, getur það verið? Já. Það Takashi Miike líka. Já, ok. Hann gera hann eftir á? Já, 2017, ég er að sjá hann. Já, því 13 Assassins þegar eru 4 hann að verja samurai, það 13 Assassins. Var það ekki smá svona Seven Samurai saga ykkur? Jó, en það svona klikku, sko, hún er svo trillt. Hvað, 13 Assassins? Já, en Blade of Immortal alveg bara, mér finnst hún geggju, sko. Ég þarf að sjá hann, Blade of Immortal. Já, sorry, ég var að ruggla saman, en það rétt. Já, hún kemur á eftir. Já, hún kemur eftir. Svo ein... Já, hann búin að gera 100 bíómyndir, sko. Já, en þú veist, svo líka eins og það, þú gerir svona marga myndir. Hann fullt af liðlega mynduna. Ég er að segja það. En hvort kýst þú þá? Fílar þetta sem þú ert með svona svakalega svona prolific leikstjóra versus svo ertu með Tarantino sem segir bara ég ætla ekki að 10 myndir, svo er ég bara out af því að hann á því þú veist þetta dalum aldrinum hjá leikstjórum. Hvort vilt þú frekar þessar 100 myndir og þá færið eitthvað gullmólilega milli en svo farið eitthvað drass? Það trufla mig ekki en þú veist sjá líka hvað Tarantino lítur upp, þú veist, þú spyrir Tarantino, þú veist, bara þú horfir á Tarantino elskar John Woo, hann elskar hann fílar Takashi, hann fílar allar þessu gauðra. Hann fílar alltaf rosa mikið, ég meina Kill Bill er bara ástarbréf til asískra myndir. Já, en þú veist, hann þú veist, ef þú horfir á hérna True Romance sem hann skrifa náttúrulega, og hvað er hann að horfa á í bíó? Christian Slater. Sonny Chiba myndir? Já, og þú er hann líka að horfa á Better Tomorrow, sko.
Já, einmitt. Þú veist, hann að útskýra, Tarantino, ég sammála allan daginn bara ég fæ, þú veist, Blade of Immortal, 13 Assassins eða, þú veist, Audition og fullt af þessu myndum. Svo fyrir 10 lélar. Já, það er alltaf lægi. Ég fyrir ekki, að því hann er búin að gera, að því hann er með svo geggjaðan stíl. Þú veist, mér finnst það svona, ég er bara svona, já, ég fyrir ekki það. Ég kannski báðum áttum með það. Já. Að því hann er bara búin að svo lengi að líka, sko. Að því mér finnst líka alveg gaman þegar menn vanda sig og þeir gefa mér smá svona, eins og til dæmis þegar Tarantino gerir loksins sína síðustu mynd. Hann er svo geggjaður. Já, nei, ég ætla bara eitt stutt. Þegar Tarantino gerir loksins sína síðustu mynd. Það verður hæp. En ef þú ert að koma með mynd einu svona ári. Ég smeykur. Já, en þú veist, ef þú ert að koma með mynd einu svona ári. Þú skilur hvað ég er að fara. Eins og Ridley Scott, hann bara dælir þessu út. Já, en hann framleiðir svo mikið líka. Já, hann leikstir fullt. Já, en ég veit hann er bara með 20 okkar projekt í framleiðslu, sko. Þú veist, það bara voru Alien Earth og, hann er tilbúin að framlega en hann er bara með endalaust bara skottfrí hann er bara með endalaust og ég er ekki að djóka, endalaust en þú veist, hit and miss you en þú veist, ég veit ekki, þú veist, Takashi Miike er einhvern veginn svona legend eins og Peter Cassie sem er að gera væna það er að koma myndir á milli sem er bara svona, þú veist, en ég er ekki, skilur mig, en svo eru bara einhvern veginn ég fyrir ekki það er kannski að ég fíla bara svolítið, fíla gaurana sjálfa já, og ég fíla líka bara þetta 90s genre á þeim, sko ég er að sjá 90s dótið þeirra fyrst, sko þá er ég bara, eins og John Woo, Tycoon of the Beat og svona dót, 90s með þessum að eitthvað atrið sem að kemur bara close up að gaurinn til sveði, kastar hún bara grípar hana, og það er ekkert séð þetta er bara svona, what, svo bara þetta er bara geggjur, svo kemur hardboiled þetta er bara, þú veist, þú hafðir ekkert Hollywood átti ekki séns í þetta en þú veist, þannig að þeir voru bara ekkert að gera svona en Hollywood, það var náttúrulega, komið góður, ég ætla ekki að tala um Hollywood er bara Hollywood og komið góður, þú veist. En ég er samt á því, komið 2 aðrar asískar myndir sem komið aðeins að tala um Chow Yun-Fat. Já, my man. Já, það var Battle Royale. Já, geðug. Þar er Takashi Kitano. Hann leikur kennar. Já, einmitt. Þetta er ástafverðan í myndi, hann er legend þessi gaur, sko, hann er alltaf með þetta hérna, skilju, hann er þessi hérna hann er þekktu fyrir þess að kæki og hann er bara svona hann er svalur og hann er bara svona og þú veist, það skiptir ykkur máli hvort stelpa, strákur, kona hann bara þú veist, Tarantino gerði í True Romance þú hann aldrei sé konu verið tekin og hökkuðu svakalega af James Gandolfini þetta er rosalegt atriði hvernig kemur, 92? True Romance? Já. 93. Ég þarf alltaf ég elsku þetta og þú bara, ég elsku þessa mynd en þú veist, hann er ekkert að gera þetta því hann hattar konur Nei Þú veist, skilju, þetta er bara því að hann er bara að sína, herru, þetta er bara hann er bara jafnrétti sinni, það er verið að berja gaura líka berja gaura hann segir þetta til vitul, svo getur hann að sagði vitul þú veist, það er æðislega, sko Ok, bara stutt, ég ætla að síðan en já, sammála, Battle Royale svo frá að færa ykkur hérna, en já, Battle Royale geðveik Sást þú myndina The Man from Nowhere? Coen bröður? Nei Hvað heitir hún áttur? The Man Who Wasn't There Man Who Wasn't There, ok Þetta er kórusmynd Man from Nowhere, já, byttu nú við Man from Nowhere Ég þarf að rifja upp Þess er ég búin að sjá svona 8 Má ég sjá Já, ég er búin að sjá svona Ég held að ég er búin að sjá svona Jú Það er eitt nýjapartegin svo fucking gæðug Þetta er svona rífend Nei, hann er að venda eitthvað stelpu Já, hann er nær í hana En þessi mynd komið gæðut og óvart Líka mér stu gegg Og þetta er frábær bíómynd En það eru það margir sem bara Hvaða mynd, þú veist, veit ekkert um þessa Nei, veit ekkert um þessa En eru samt alveg inn í sinnunni, sko Já, þú meina það Já Mér finnst hún sturdu Hún er geðveg Ok, herru, færum okkur aðeins Maður gleymir sér í spjöldu Við erum búin að, þetta er allt og gaman, sko Og við erum búin að fólk hafi gaman þessu I hope you guys like it, sko Við erum bara Já, það er gaman eitthvað svona 2 nördum að spjalla alls konar Já, maður að tala alls konar, já Það er líka alveg gaman, við erum búin að fara yfir svona hluti sem kannski ég get ekkert alltaf tala mikið í podcastinu af því að margir hafa bara ekki séð allar sem myndir það er líka gaman fyrir fólk að bara ef vilt pröfa eitthvað nýtt góð skoði þetta þú bara með sæti, þú til þetta þú horror þetta er gaman að fá ég er svona, ég er genrakur ef þú segir mér frá hverja, þetta er geðveik hasamynd ég er all in, við erum alveg saman hvað tungumáli talað, ég skal sjá hana eins og bara þegar Ong Bak kom út með Tony Ja, ég meina ég sá hann í Laugarsbjó hún var syngt í bíó ég veit það, ég fór sann líka sást hann líka ég sá fyrir bara, ok, þessi gæi þetta verður bara nýju Bruce Lee en því miður, það gerist eitthvað fyrir hann í engalífinu það er eitthvað komið upp á en það varð síðan ekkert mikið meira úr Nei, en svo fyrir hann þetta meira í Hollywood hann fyrir líka inn í Hollywood, sagði til talandi það, þeir fara að draga hann inn í hann fyrir inn í Fast and Furious 6
þegar hann inn í mannst á brúnni, hann detta aðeins, það var ekki að virka fyrir hann. Nei, en hann vantaði sko, hann gerir 2 myndir sem ég fílaði. Ong Bak er ekki góð bíómynd. Nei, hún er bara atriði. En atriðin gerir. En sástu Tommy og Gong? Já, hún er samt svo sturt. Já, sko, atriðin það er svo sturt, já. Í þeirri mynd, ég hvet allan þess að horfa á þá mynd. Þau eru bara... Að því myndið sjálf er drasl. Já. Þetta var alltaf bíómynd. Ég hef aldrei séð svona rugl. Nei, en sko, atriðin eins og stigatriðin sem tekið einn tökku þegar þú sérð hann er þreyttur af því þetta tekið einni tökku og hann að lappa upp sko og berjast og gæja og henda þeim niður þetta er svo trist hann er bara doing stairs, skilur við, svo er hann að lemja lið og er að hoppa og tekur splitt þannig að hann spíkaði upp í maður bara hvernig er það, það er ekkert klift ég sé ekki klippupunta í þessari sinnu sko ég held ekki neitt klift af því þú sér hvað hann er þreyttur líka hann er þreyttur þegar hann er komin hann efstu þetta er trist hvað er þetta að tekið upp oft? Þetta sé bara að tekið upp til þess nokkur sunnum alltaf, það hlýtur að vera þetta er svo flókið þetta er rosalega koreograf þetta er svakalegt og ég meina það eru mörg atriði þeirri mynd sem eru alveg trillt en myndið sjálf léleg ég er basically að segja, ég vil að sjá hann í einhverju, ef við tökum bara Chow Yun-Fat áður að hann fyrir Bandaríkjana og leikur í Replacement Killers þessi fyrsta myndin hans í Bandaríkjanum hjá Chow Yun-Fat áður að fer þangað þá átt hann geggjaðar myndir í Hong Kong. Já, löngu komin. En Tony átt ekkert geggjaðar myndir í Tælandi. Skilur þau? Það er rétt, hann er í Tælandi. Eins og það er Ego Uwais, þegar hann fer og reit. Hann er Indonesia, eða ekki? Hann er frá Indonesia. Hann allan átt eitthvað svona geggjað stöð. Fyrstu Gareth Evans minnir mig, hann var með hann í fyrstu myndinu sinni líka. Já, ég sá hana, Merantau. Ég sá hana. Nákvæmlega Merantau, skemmtileg mynd, en blöka, Robert, já. Svo sér svona reit og það er svona það mynd. Já, það kemur bara budgeti líka, sko. Já, einmitt, budgeti. En hann gerir vel. Já, hann gerir vel. Chow Yun-Fat átti bara legacy. Já, ég er að segja, þegar Chow Yun-Fat kemur, þá var hann bara svona, búm, átt hann sitt svona rekord. En ég ætla að koma inn á alhæfingu, ég ætla að sjá hvort sitt sammála eða ósammála. Það er engin leikari, ever, og þú mátt leiða þetta mig eða komið þín skoður það er engin leikari jafn svalur með 2 byssur eins og Chow Yun-Fat já, það er bara ég segi bara punkt já, ég ætlaði að fara kottum með eitthvað annað ég var að fara að segja John Wick en hann er bara alltaf með eina byssu já, hann er ekki og líka, ef þú setur 2 byssur í hans hendur hann virkar ekki hann er ekki eins töff og Chow Yun-Fat nei, ég auðvitað að sjálfsög það er engin, og það meiri segja þegar hann var að gera hérna hann bjóta til já, þegar hann kemur í ekki Replacement Killers heldur í hvað mynd gerði hann eftir henni í Bandaríkjunum Bulletproof Monk nei, það er ekki hún nei, það er eitthvað Corruptor nei, það er Replacement Killers þannig að hann var búinn að skjóta svo mikið það var Replacement Killers hann gæti ekki, hann var bara komið með sína, hann var komið krampa í vísifingur hann þurfti bara að stoppa en hann er vanur að skjóta eins og að því John Woo sem er geggjær eins og í Hardboiled það er bara skoti 30 skotum og 15 magasína byssu svo kemur ég elska, svo kemur bara slow motion einn taka, skiptum magasín, svo bara á það stað það er svo geðveikt ég meina, ef fólk er ekki Hardboiled bara því það er must bíómynd ég meina þegar það rennir sér niður bara í byrjunni á tehúsuna eða hvað þetta er eða kaffehús eða hvað þetta er já, þegar það rennir sér niður handrið þú veist, allt það geðveikt og liftuatrið og spítalatrið bara eitthvað rugl sem sjá enn og líka bara báturinn hana út á bryggjunni allt inni, þetta verður ekki þetta er actionmynd sem ég segi sem ekki eftir að toppa fólki bara sem veit ekki John Woo og veist, Kína er bara ég er líka að segja það er bara hlægjum, ég er bara ef ég sé, með fullur vinningur öllum að þetta fólk mismundir skoðanir ef ég sé, því ég er svo svakalega nýtt actiongæði ef ég sé eitthvað svona top 10 hasamyndir og Hardboiled er ekki á honum já, þá er þú ert búin að afskrifa listan sammálaðir ég er sammálaðir og ég veit ekki að top 10 það er bara bull og ég var að útskrifa félagmynda þess að þau voru að horfa hérna á Hardboiled og hann var bara, hvað mennur, ég sagði hún er 92 hann bara, ekki, 92 árið til komið, yes 92, hann er að segja ég sagði, já, hvað mér er hún betur ég sagði bara einn sturlaðast á aksjum hann bara, hvað Kína, að því hún veist bara Chow Yun-Fat nei, hún er fyrst Chow Yun-Fat bara fyndin því að hann er bara búin að horfa eitthvað Hollywood, hann finnst það bara drasl skil hann alveg? Þekkir ekki en ég sagði John Woo, hann sagði John Woo Broken Arrow
Já, ok, got it. En ég sagði, já, byrju, hann gerir allt. Þú veist, það bara skotur, það bara springur ykkur kassi andliti á þér og þú veist, hann bara, nei, ég meina, í alvörunni, þetta bara, þú veist, og hann bara, með, þú veist, þú aldrei sé, og þegar hans sprengana rúlar, þetta bara taka, það ekkert hún rúlar actually, þegar bíllinn að keyra og dekki fer millimeter, hvað sem margar tökur voru, þetta bara flottast, maður bara, wow, en þetta og svo náttúrulega Killer og þú veist, og In a Bad Tomorrow, hann geðveikar myndir. Hann vissi bara ekki þetta, hann var bara grunn láti, hann hardbóldi bara geðveik. Þetta hasarmyndin. Já, mér finnst það. Með greini. Mér finnst bara, ef þú veist að setja eitthvað svona topplista, og veist, hún þarf ekki að vera nummer 1 hjá þér. Nei, en ekki, sé ekki á top 10. Það er náttúrulega fólk sem veit eitthvað, segir bara, þú veist, það er ekki að ræða þetta. Nei, við þurfum ekki að ræða þetta en það er bara svoleiðis en svo bara, ég bara tala kynslu mér langar svo sumt, auðvitað maður alltaf benda og fólk er að benda mér eitthvað sem ég ekki sé sem ég bara, wow, sem ég bara eftir að draðast nei, kíkta á þetta, eitthvað svona sem ég er ekkert að horfa á, en fyrst alveg svona, ok mér langar að, þú hérna sem er 20 ára, horfir á þessa mynd sem 92, það er ekkert allir til í þetta. Nei, svo kannski finnst þeim ef þú takir eitthvað tvítugan og myndir sína þeim hardboiled sem fílar kvikmyndir já, ég bara pæla að því að ef þú myndir sína honum hardboiled, aldrei síðana þú myndir sína honum það í dag og hann er kannski búin að sjá alla John Wick ég takk hvað dæmi, að því John Wick myndinar að ég fíla það líka, en það eru miklu meira slick það eru það, skilur hvað veistu hvað ég meina með því, svona, þetta er aðeins svona, þetta eru svona fínna koreografi skilur, að því að hann náttúrulega miklu meira líka, þetta er hand to hand, hann þarf að berjast líka við þá Tjáðan Fett og bara skjóta allt í drasl, skilur. Já, en það eru samt slagsmálaadriði, þeir eru að sláss samt, þú veist, þeir eru ekki hardboiled. Já, þeir eru tveir manns. Menn eru kýldur og eitthvað. Já, þeir eru samt, það er ekkert eitthvað svona, það er ekkert brjála. Það er ekkert eitthvað Jet Li, Jackie Chan. Nei, það er ekki eitthvað, þú veist, eða Raid 2 eldhúsadrið. Nei, það er reyndar, svo loka senna. Nei, það er, ég ætla að koma inn í því og tala um aksjón, ég skal skjóta bara snögt. Það er, hvað er hún? Hvað er það? 8 mínútur eða 11 mínútur. Ég hef aldrei séð, og það kemur ég hef aldrei séð annað eins lokaðri, þetta er Raid, enn og aftur, Raid 2. Og ég ætla ekki að segja ykkur, en bara hvar það er tekið upp inn í eldhúsi. Það eru speglanir allstar. Já. En það er allt mér er samt sama, þetta er svo mikið vesen að skjóta upp taka upp í svona, þegar þú ert að maska allt út í eftirvinnslu, eða hafa allt svona mattana sig ekki spegla, svo ertu bara með spegla inn í speglunum og gler inn í, þetta er bara vinkælir og er allt í rugglega. Líka það er allt svo rosa hvítt þarna, þannig að þegar blóðið kemur. Já, bara, þetta er bara svona jingle bells. Þetta er bara sturlað þannig að þetta er og það er til dæmis bara Raid eru á mínu mati, ég meina fyrsta myndin er náttúrulega bara Judge Dredd sko. Já. Þetta er náttúrulega ekkert nýtt svo sem pælingar. Saman Dredd með Callum. Þetta er rauninni bara að það fer í, hvað er það, Big Boss, nei hvað er þetta Bruce Lee myndin? Enter the Dragon. Já, en það eru hæðir ekki, það þarf að fara upp hæðir. Hann hittir maður upp Karl Mal Jabbar. Nei, Jabbar er ekki í hvað myndir það? Hvað er Big Boss? Hvað heitir myndir sem hann er í? Í gallanum. Já. Game of Death, held ég. Game of Death, það eru leigir. Hann þarf að fara inn í svona byggingu. Þetta er ekkert nýtt koncept. Þetta er ekkert nýtt koncept. En þú veist, ég bara segja, það er ósláð flott, en sko, útfært, sjá þetta, gaurarnir hann 87, hvað heitar hann koreograf-gaurarnir sem að gera, er í Matrix, byrja í Matrix, þeir eru 2 sem leikstýra hérna. Þetta er fyrirtæki. Já, 87-11. Já, en þeir leikstýra samt, þú veist, Matrix? Nei, hérna, John Wick fyrstu. Já, Chad Stahelski og David Leitch. Og þeir sem splitta. Já. Hann ger Atomic Blonde, nákvæmlega. David Leitch, já. Nákvæmlega. Þeir, hvaðan heldur að þeir komi? Þeir kom allir frá, þetta er allt gaurið sem fylgdust með Asju. Já, bara, þú horfður á heimildamyndina, hefur þið séð hennar Rick's Pain. Nei, ég horfðu hana, hún er ekki. En ég las John Wick bók, skemmtileg. Þeir koma rosa inn á þetta, og þetta er bara, en þannig að þeir bara fínir sér en þeir vissi eitthvað að gera, þeir eru bara vingin eitt, þeir eru bara búið til senur. En þeir líka vita, besta koreografið fyrir hasamyndir kemur frá Asju. Já. Þannig að gæjarnir í Hollywood sem eru bestir, það er ekki fræðilega að þeir séu ekki með áhuga á, skilur hvað er það? Þeir draga allir það. 100%, en þeir eru bara wingin it og þeir bara drepum hvolp, það er bannað að drepa hunda í Hollywood.
það er bara no-no. Já. En það fengur pushback við því. Já, alveg rosalega, en við ætlum að gera það samt. Þannig að John Wick byggir bara einu frá upphafi til enda fjórðumyndarinnar, ef við spáðum það. Hundurinn að sé drepin. That's it. En ég elska það. Já, en það er eitt samt sem gera. En það er eitt, ég tala um Áskil Kolbeins, þú tala um John Wick. Hann er svo mikil John Wick. Já, hann er John Wick. Já. Það er eitt sem gera í sambandi við John Wick, í sambandi við hundin, sem skipti mig rosalega miklu máli sem áhorfandi. Já. En þú kannski pæla ekkert mikið í því. Að ég held rosa mikið með John Wick. Já. En ég meina, er þetta bestu handritin? Nei, ekkert endilega. En þú held svona með honum, og ástæðan fyrir því, það er ekki bara að drepa hundin hans. Það er því gjöf frá konuna sem dó. Alveg, sko, þetta er rosa lítið smáatriði. Tveir leirar. En þetta skiptir máli. Nei, þetta skiptir öllu máli. Ef þið takkir þú myndinni, þá er þetta ekki eins. Þetta er að síða sem hann á frá konunni sín. Já. Það er alveg rétt. Sem hann misti, sem hann elskaði, sem hjálpa hann að fara út úr þessu lífi. Já, en þetta er svo simple plot. Ég elska. En bara þetta smottir í. Ég veit það. Gefið dauðan svo mikið þegar hvolpinn deyr. Þið drepa hvolp, sem er svo, bara svo sætan hvolp. Þeir eiga að deyja. Já, það er bara eiga að deyja strax. Og hann er bara með, hann er bara búið að sparka honum til og maður heyrir bara, og þetta er bara rosa, maður bara, en þú veist, svo bara, þannig að allt frá því við sér fyrstu myndina, þannig að búin að rústa París, bara út af konunas, gjöfinni og hvolpinu sem er geðveikt. Sem er geðveikt. En ég er líka vona, tökum smá svona. Það er ekki að gera 50 myndina. Ég vil ekki sjá. Ég vil ekki sjá. Nei, Tóli, sorry. Nei, ég veit þeir eru búin að toppa sem mér, sko. Já, líka hvað ætlar að gera. Já, ég veit það. Og það sér, hann er dauður. Og þó þetta þeir hafa skilit eftir eitthvað smá opið, þá Reeves er sjálfur búin að segja, karakterinn er dáinn. Já, hann er sjálfur búin að segja það. Ég vil frekar bara hafa þessar 4 myndir, þetta er bara solid, 4 mynda, eitthvað hasaserja. Ég nenn ekki að fá númer 5. þar sem ég sé þetta er ekki Reeves. Þarna er með að þegar Reeves er þarna 67 ára eða eitthvað, skilur, þegar hann gerir 5. Skilur hvað er að fara? Ég vil ekki eyðileggja þessar 4 myndir. Nei, fórum þetta á Ballerina, sko, hún var ekki. Það bara, að því, þetta er Wickverse, en hann er bara Wickenverse, hvað sem þið kallar það. En ég var, hún er ekki hann. En þegar hann kemur, það var sem síðastu kortur geggja. En sko, þeir höfðu líka eitt gullið tækifæri. Ég ætla að ræða þetta líka Ásgeir. Ég gerði það árum að þátt með honum. Að ég er ekki múin að tala mikið um Ballerina í þessum þætti. Ég var mjög skeptískur, sko. Að ég er rosa lítið hrifinn af því þegar ég skipta út kalli fyrir konu bara þess að gera það. Ég þólaði ekki. En ég hugsaði mér þegar Ballerina byrjaði að hún er lífvörður. Ég hugsaði, það getur pínu cool. Þeir gætu fara aðeins aðra leið, af því að annar aðilinn, John Wick, er leigumorðingi. Hann vinnur við það að drepa fólk. Hún vinnur við það að venda fólk. Strax eftir komið eitthvað svona kontrast. En svo faraði bara út í að gera bara vikmynd. Og hún endar, spoiler, hún endar bara eins og vikmynd. Ég hugsaði með, hafði engar aðra hugmyndir. En byrju, hann er svo forgiving í myndinni, sem er líka svolítið fyndið. Sko, Wick hafði aldrei átt að vera í þessari mynd. Nei, auðvitað ekki. Aldrei. Og þetta meikar ekkert sens. Þetta er algjörlega gegn hans karakter. Ég heyri þetta, þeir eru heitt í hamsi. Ég elskir það. Ég náði þér upp. Ég er bara að mista geðveikt. Að því, það er svo satt. Þeir bara vita, það vita allir hann í myndinni. Fólk ætlar að koma í bíó. Þarna kemur attractioni. Það kom líka hann á það. Bara suldrykk. Já, en það virkaði ekkert vola vel. Nei, það fór enginn á hana. En svo við getum komið að því sem kannski eftir hvað hefur breyst í þessu öllu saman eftir COVID. En allavega, hann er ekkert Wick, hann er bara, þú fær 30 mínútur, hann var líka bara að drepa hana. Hann hefði ekki hikað í eina sekundu. Það bara, nei, og bara allur bara hausinn af og bara drekkur sköllinu öllu, en hann ger, og það var bara, af hverju væri honum ekki drullu sama? Að því hann búin að sjá hann einu sinni. Já, málega, en þetta er líka hvað sem ég þól ekki. Þarna var handritshöfundurinn að fara fyrir John Wick. Karakter fekk ekki ráðaferðinni. Nei, ég veit. Það vil ég sjá í bíómyndum. Ég vil sjá karakter að stjórna ferðinni. John Wick karakterinn hefði aldrei gert það sem hann gerir í Ballerina. Ég held að þetta hafi verið bara, þú veist, þarna held ég að sé verið að stjórna handritsskrifum, skilju. Það hendar allir ekkert myndinni. Ef þú ert með Wick í myndinni, þeir lenda strax í vandræðum. Þeir eru að gera John Wick mynd án John Wick. En þeir eru að hugsa með sér, við verðum að hafa John Wick til að selja. Þá getur þú sett hann á plakatið. Ok, en málega ef þú tekur John Wick, mesta badass gæja sem hefur komið í bíómyndir örugglega í 30 ár eða eitthvað, hún er aldrei að frega að breykja hann. Hann er búin að skjóta þarna þegar við hittum hann í Ballerina. 50.000 mann, segja það.
Það reynsinu bara. Allavega 300-400 manns, skilurðu? Og hann hitt ykkur á konana sem að þekkir ekki raskat. Hann hefði ekki hikað í 1 sekundu. En líka þeir að setja þessa mynd á milli 2 og 3. Milli 3 og 4. Hvað hefur hann tíma? Þegar hann að fara til Morocco hana, með Halle Berry í 3, hann hefur ekki tíma til að segja, ég kem bara við hann, ég kem bara í lestinni, þetta er fáránlegt. Þetta er bara léleg mynd. Þetta er fáránlegt. Og þú veist, ég var alveg, ég hafði litt, þú veist, þú horfði það mikið myndum og stúdur þetta, maður veit yfirleitt, og það er kannski að koma inn á, og ég er ansið naskur að giska á svona, það myndi koma, hvaða myndir munu floppa domestically, það er þess að innanlands í Bandaríkjunum, eða ekki, hvaða myndir munu ná, ég er heldur naskur á það, því að maður þú veist, þú þekkir alveg hann, þú fyrir að sjá einhvern myndir, þá veistu bara, þú sér trailer, eða þú horfir á hann, þá ertu bara að lesa myndina, þú sérð eiginlega á trailernum, en það er svona, að mínum að þetta 3 bestu myndir ársins, Lexiðunum er sammála með hérna, en við vorum að ræða þetta, One Battle After Another. Ekki sammála. Ok, Getur tekið það spjall? Shit, það er erfitt spjall, sko. Ok, mér finnst hún bara, ég var búin að sjá hana sem sagt, grunlega. Ég er búin að sjá hana, ég var ekki búin að sjá hana í talaði síma. Nei, en fannst hún góð eða? Ofmetnasta mynd ársins. Ofmetnasta? Hún og Sinners. Vá, ég var nefnilega að fara að segja. Er þetta hot take? Já, ég var nefnilega að fara að segja, Weapons. Ombrið. Ok. Ég skal útskýra fyrir okkur. Ok, og Sinners. Mér finnst það eiginlega að þessar 3. Já. Allt ombrið. Mér finnst það svona, ég á svona bara, vá, mér finnst það geggjað. Mér finnst það umelt bíór. Aha, finnst það lélt bíór? Já. Er það? Já. Ég bara fannst bíór búin svolítið skemmtilegt. Ég er búin að vera að kíkja, ég skrifa niður alltaf mynd sem sé nýjar. Já. Ég var að kíkja á hann lista. Þetta var svona vonbrigði, ok, geggjuð, vonbrigði. Ok, hvað var geggjuð? F1 og Superman. Superman, ég er þetta glemt henni, hún er geðveg. Ég átti að fara inn í actioni, sorry, ég kom ekki. Hún er reyndar, ég var ógeðslega ánægð með hana. Og F1 fannst mér góð. Já, F1 hún er góð, en hún er ekkit á við Weapons, sko. Eða á við, að mínum að mér finnst það. Já. Mér finnst hún betur hefnu, það er allt og mikið Weapons. Hún er bara svo mikið, hún er sann svo... Já, það er klísjumynd. Já, en það er gaman henni. En hvað mennur Weapons? Það er ekki að fíla Weapons. Hvernig var þessi Barbarian? Vonbrigði. Fyrir hlutin á Barbarian. Þú ert ekki að fíla vitlausuna. Já, ok, þú ert ekki að fíla vitlausuna. Ok, tökum smá... Já, ég elska það nefnilega. Ok, tökum stutt Weapons spjall núna. Ok, þið sem er að hlusta að horfa, þið kannski vil ekki láta spoila myndir fyrir ykkur. Ég verði að taka smá, að þetta er búið að sitja í mér, því ég ætla að taka svona Weapons þátt að sitla að fjallum hana, svo datta þessu fyrir. Weapons er svona náldi að vera geðveik. Ég veit hvað það var, ok, haldt. Það eru nokkur að þessu tröflum við gríðarlega. Helsta er, ég þoldi ekki þetta Magnolia-stæl dóti í henni. Það sem við klippir yfir alltaf nýjan karakter. Þú ert ekki að fíla þetta? Ég fíla það ekki. Þetta heitir eitthvað, þetta er kallað eitthvað. Já, en ég fíla það ekki í hrylling. Nei, ok. Ég elska eins og Magnolia, eða bara þú ert með Pulp Fiction eða eitthvað. Mér persónulega, þetta er smekksadri, sumt í Weapons er smekksadri, sem ég fílaði ekki, svo sumt sem er eftir að galli. Ok. Það er 1. Þetta er nummer 1. Það eru þegar það skiptir sjónóðum. Ok. Af því það er svo þegar þú gerir það. Já, því það smekksadri. Já, mér finnst það hefnast vel. Mér verður að vera andum karakter hryllismyndum. Af öllum tegundum af bíómyndum, þá verður mér helst að vera andum karakter hryllismyndum, að þau eru að gangi ennum eitthvað hrylling. Það skiptir ekki eins miklu máli í grímyndum. Nei. Jafnvel hasamyndum skiptir ekki eins miklu máli. Nei. Í hrylling skiptir það með miklu máli. Og þegar þú skiptir endast þú sjónaráð, þú ert alltaf að rísa það myndina. Ég fannst það truflaði. Það truflaði mig. Varst aldrei að bíða eftir Alex-sectioninu, sem er krakkin? Varst aldrei að bíða eftir því sectionu? Nei. Það kann ræða þetta, sko. Já, ég veit það, af því þegar þú varst komin á 4. karakterin, þá var ég bara svona, give me a fucking break. Og sumir fannst revílið og snemmt, sumir segja bara, af hverju þetta revíla í 3. akti fyrir loka, þú veist, við getum spoilað, ég er búin að segja spoiler alert. Já, ok. Þannig ég verða að spoila, þegar hann fer í, þannig er búin að sína karakterin allar, hann bakkar aðeins, hann intertvæna þá, og svo ertu með drauma sem þú getur törputrað með byssust, og draumar er bara draumar, og fólk er bara, mér finnst það gett, og glati sér bara, málið það, þetta er frekar simpult dæmi, þetta er bara nord, þetta er bara Hans og Greta, nútíma saga. Já, nákvæmlega, þetta er bara það. Sem er cool. Sem er gett. Það er cool. Og bara tökundan og hvernig hann setur upp að mínum að þetta, mér finnst bara Alex, sem er þá sem ég hef mestan áhuga í myndinni, er krakkin, sko. Þú ert bara að fylgjast með honum, eiginlega alla myndina. En alltaf, þú veist, hann kemur alltaf inn. Svo þegar hans kapli kemur eftir að búið að revíla plottið, mér finnst það svo töff. Það er ekki allir sammáli, sem eru bara, af hverju kom hann ekki með, þú ert búin að revíla í 3. allt ertu bara komið
20 minna kafla sem eftir, sem aðal dæmið, þau eru bara í borða, allt þetta dæmið í gangi, mér fannst það geða þetta, því ég veit svolítið hvernig hann veist, hann, þessi leikstjóri, Grökka, hann svo svolítið skemmtilegur. Zack Recker, já, hann svona, þegar hann, veist, þetta bara hún fyrir svo mikla vitleysu. Ég fíla svolítið þetta. Já, en ok. Ég það. Já, algjörlega, eins og ég segi. En ég skildi. En fattu hvað meina með þetta Alex-dæmi? Já, ég fattu hvað við. Ekki að breyta skoðuninni. Já, nei. Okay. Af því að mér finnst að gera nokkuð mistök sem draga mig úr myndinni. Okay. Þetta smekksatriði, að skipta sjónarhóttnum. Auðvitað getur alveg gert þetta og ég sé þetta í öðrum bíómyndum. Ég sé, Magnolia, eins og hann sagði, 3 myndir sem var undir áhrifum frá var Magnolia, Prisoners og Hereditary. Hereditary, já. Og ég sé það. Algjörlega. Ég sé það í Weapons. Þetta allt 3 myndir sem ég elska. Þessi sem hann nefndi. Fyrir mig var ekki, við finnst þetta erfitt í hryllismynd. Mér varst það með of marga karakter. Ef þetta eru 2-3 max, ok, kannski, en því mér finnst langa áhugaðastu partan af myndinni af þessum karakterum, það er hún og Josh Brolin. Já, það er enda... Ég hefði haft þau bara, að því leiða þau líka saman að krafta sína. Svo þeir bara... Ég fílaði þau og þegar hann bara eitthvað svo, ég er búin að sjá þetta á það, þegar hann kemur hlaupandi hana, Benedict Wong, veist allt það, og hún bara, ég hef aldrei séð svona aður, hann bara, ég með gæði svona, hann bara segir, ég hef séð svona aður. Og hann fyrir svona sínum kortið og það finnst mér cool. En ég ætla að segja það sem ég eftir að galli myndinni. Það er handildið. Ef þetta myndi gerast, þá hefði húsið hans verið undir svo miklu eftirliti, þetta meikar ekki sens. En mér fannst það svo gera. Af því að þetta er allt og dularfullt. En er hún ekki bara að hafa áhrif? Það er ekkert í myndinni sem gefur þetta kynna. En er það... Að hún sé að norna eitthvað og hvað, dulbýr eitthvað húsi. Það eru fucking dagblöð og gluggum. Herðu, og líka, ef þetta myndi gerast, kennarinn einu sem er eftir, og líka línan... Og einn strákur, þessi 2 eru rannsökuð í drast. Ef allir hinn krakkandi hverfa og húsin eru undir svo miklu eftirliti og hann geta að laga þetta bara með því að ekki senda strákin í skóla aftur. Já, en heldur hann hafi bara gert þessi mistök, bara heldur ég alveg, ég veit ekki, heldur hann hafi verið bara, þegar hann horfður á handið, bara fuck, er ég að fucka þessu svona? Ég held að hann hafi skrifað svo út í hot. Já, ég held það. Nú langar mér gett að checka á þessu, mér langar að lesa þetta bara for real, mér langar að vita hvort hann hafi bara reynilega verið koni í vandræði. Nei, ég hugsa ekki, kannski þetta bara stíla hann, en það sem ég held að hann hafi skrifað svo út í hot, að því mér veist að reyna að laga í myndinni og mér veist að bara ekki heppnast. Að það sem ég er að tala þetta hefur verið rannsakað í drasl, hann skrifar einn stutt aðeins að löggan kemur heim fyrir það. Já, ég veit það. En þetta er rosa þungt. Já, en þarna fannst mér hann verið að redda sig fyrir hótt. Bara hörðu, þetta er svo ótrúlegt, hvernig get ég... Herri, ég hef eitt aðeins og þau eru búin að taka til bara og... Þetta er geðugur punktur, sko. Þetta er góður punktur. Ég fíla hann. Þannig leið mér. Og ég hugsaði bara, nei, hún er með eitthvað ennað í gangi á þess að þurfa að útskýra það frá. Mér finnst ekkert í myndinni gefa þetta til kynna. En annað, ok, sorry. Þarna finnst mér svona, ég er ekki að kaupa þetta. Þetta er allt of fáránlegt fyrir mig. Af því löggan þeir eru ekki fáiðar. Þeir myndu alltaf passa húsið. Og líka, þessi Gladys, ég elska hann sem karakter og hún er ógæðslega grunnsamleg og húsið aftur dagblöðum gluggum og þetta er ógæðslega cool visual skilurðu og hann er með Gladys svolítið skemmtileg svona þú veist og Amy Madigan ekki Amy Madigan Amy Madigan sem leikur gömlu sem var í hérna ég man ekki hvað neytir þetta er annarkvæmst Amy Ryan Amy Madigan ég man ekki hvort það var þetta er alltaf Amy veist hún geðvig þú er búin að byggja upp þarna kemur að stærsta vandamál mínu við þessa mynd þú er búin að byggja upp alveg nokkuð solid tryllismynd sem er fyrir eitthvað ógeðsleg þá er ekki bara að tala um gorið ég er bara að tala um það, hún er með hennar strák hún er bara spooky, hún er bara óþægileg hún segir við strákin, þetta er fórætt hún segir við hann, ég get ekki látið að gera það sem mér langar ég get með þess að látið að geta hvort annað og þegar hún segir það, þetta er ekki grínlína þetta er ekki eins og svartur húmor hún er bara að meina þetta, ég get gert þetta og hann er nýbúin að sjá með gaflana hún er búin að negla hann sko og líka hjá skólastjórnum, það er ógistadri það er ber mannin sinn til dauða nei þú veist, ok allt þetta, þannig þetta bara komin út úr svona When Evil Lurks dæmi svo eyðileggur að þetta allt með grínadri í lokin þegar krakkarnir elta hana öskrandi götuna en það er sko, einmitt þannig að taka ég vildi að fá högg í maga en hann kemur úr gríngeranum sko. mér er samt saman hann er samt að mér finnst, hann hefði átt að spotta það wow, ég er með eitthvað sem að
Ég ætla bara aðeins út úr í kassan minn. Já, mér satt það. Fannst þú bara gett að hlæja þessu? Já, sko. Þetta skemmdi myndina. Já, ég skil að því, þú veist, ég veit alveg, ég skil alveg hvað þú segja, því að, þú veist, þetta bara svona, þá langt síðan að hefur verið gerð bara, fyrir utan kannski, þannig Nýjúlar sem við erum að tala um svona evrópsku myndir, það er langt sem að sé svona mynd sem bara, wow, þetta er, þú talar um potential sem fellur með göllum og kostum að sjálfsög, en ég leit fram í því, það truflaði mig ekki, ég gæti litið fram í og ég vissi alveg að því Barbarian líka, það líka húmor í henni, sko. Ekki kannski svona. Hún dettur svo niður í lokin. Hún væri náttúrulega svolítið crazy, en hann svolítið fyrir þetta, en hann ekki búin að fullkomna sig, sko. Hann á svolítið í land með að gera fullkomnun. Þess vegna er ég spenntur líka fyrir næstu mynd. Já. Og það næstu. Já, hann á eftir að, ég held að hann eftir að hratt bara, en Weapons fram sem hingast ég var bara svona, wow, hvað með þetta töff, bara stílinn, og ég var svolítið mikið að horfa á það líka. Hann með flottan stíl. Rosaflott tökur, hvernig hann svona þetta er svolítið Hitchcock þengur, alls konar, hann nota alls konar, en ég fílaði, ég hefði úrslega gaman að þessu craziness sem að gera þessu með hann, þetta Green Dot, ég veit það, og ég fílaði það, ég var bara, að því ég átti alveg von á því. Ég nefnilega ekki. Nei, ég bara veit hvernig úr hver hann kemur og hvað hann gerir, ég bjóst alveg við þessu. Já, en ég var að vona, ok, það er mín skjá. Já, ég tökum eitt annað dæmi. Guy Ritchie. Já. Þegar hann sástu Revolver. Já. Ég elskar Revolver. Já. Mörgum þóttum drast og allt það. Ég skilði alveg, það er svo skrítið mynd og hún reynir ýmislegt, kannski mistast hún sögum staðar, en mér finnst hún góð. Já. Og alveg mynd sem ég gæti svona pælt í, horfði sem aftur á hana. Allavega, undan henni er hann búin að gera Lockstock, Snatch, sem eru svona, þú veist, þær eru mjög fyndnar. Já, ég finnst hún góð. Og ég meina, Lockstock eru upp á Ritchie myndi mínu örgulega. Hún geðveik. Hún finnst hún sjúklega fyndin, bara allt í henni. If the milk turns out to be sour, I ain't the kind of pussy to drink it. Þú veist, allt þetta, þú veist, geðveik setning. Og bara, þetta er geðveik mynd. Mother of all fuck-ups sinna. Já, bara, þetta er ógst að fyndið, snatsótt að fyndin. En hann sagði í viðtalið þegar hann gerir Revolver, hann þurfti að halda aftur þessu þegar hann var að skrifa hana, til þess að aðeins að slaka á í djóki. Þannig að hann er svo vanur því. Það er hans þeng, það er röddin hans. En það er þessi breski húmor, sko. Já, en Revolver er ekkert svaklega. Nei, ég er að tala sko með að, nei, hún er ekki fyndin. Það sem ég er að segja, ég var að vona að Sack hefði kannski aðeins tekið tóna sér niður. Aðeins, af því að mér finnst, af því að þú getur haldið þessum húmor, eins og það er alveg fyndið þegar Josh Brolin hendi gæjanum milljónsunum. Já, það er ógst að fyndið það. En það er ekki við aðalvondakallin. Svo tekur aðalvondakallin og þú gerir hana aumingja. Það er bara en samt, já, það er bara svo. Og einhverju kópura krökkum, ég er bara sparki í þessu börn. Ég er bara sparki. Mér finnst það ógeðst ásáttur, ég skil það. Ég sá svo, það glitti svo geðveika mynd. Já. Þetta var mitt bara. Ég veit alveg hvað, því máli ég átti bara vona á þessu. Þannig að ég var alveg bara, ég beð bara eftir, þú veist, eftir hann gerði. Hvernig klúður hann myndinni? Nei, ég er að tjóka. Og þetta er það sem ég elska, þetta er skoðan, það er ekkert allir, mörg sem fannst Weapon ræðileg mynd. Bara ræðileg. Það er aldrei sér ræðileg. Nei, sem fannst þú bara ógeðslega léleg. Það er eins og, Longlegs, sem mér varst hún geðveik. Sammála. En endurinn þar gerir rosa mikið fyrir mig. Já, en þar fyrir hún líka í, þú veist, yfir supernatural thing, sko. Já, en mér fannst endinni það en hún verður aldrei gera fyrirlutan betri. Já, sammála. En það var sumir sem voru bara, what the fuck? Já. En þú veist, þetta er sko, það er svona elska, en þú veist, en það er eins og segir, með Weapons, en ég veit hann, en það er spurning hvað hann gerir, en ég sé klárlega hvernig hann að fara, ég átti vona á þessum húmor, ég fíla hana, en Sinners, við verum að, já, en er þetta svona lélega frá Dustin Downmyndin? Ég veist þetta er náttúrulega ég veist hvað ég fíla þetta við hana ég var ekkert búin að horfa hann eitt og mikið ég var passur, nei, mér finnst bara svo gaman þessi bara einhvern veginn óður til þessar bluesmúsikar þetta snýst bara miklu mjög tónlist ég einhvern veginn bara, ég greip það ég bara, mér finnst hann líka skrifast í hotn í þeirra mynd já, ég var ekki hann lendir í vesinni spoiler fyrir sinnes hann lendir í vesinni finnst mér, Kugler hann þarf að reyna að koma inn í hlöðuna þegar þau vita að þau þurfa að bjóða minn. Já. Fólki inn í hlöðunni veit að einu sem þau ekki að gera, þau get ekki bóðið inn. Já. Þau veit þetta eru vampírur og vampírun komast ekki inn nema að þau sem bóðið inn. Já. En þau vita það. Já. Það vitaðu það öll? Já. Var það? Já. Vitaðu það? Já, þau vita. Þau tala það í myndinni. Ok, man ég hvort að hún kemur alltaf konan. Já, og málega er Kugler reynar að krasja í bakkan og mér fannst það ekki nóg. Þegar að hann er að hóta börnunum mínum. Já, ég veit.
og þá bara einhvern býður minn og ég bara svona, nei, þarna lendan fannst mér mér fannst hann skrifast í hótt. Fannst þér auðvelt? Mér fannst að ég keypti þetta ekki. Nei. Ég keypti þetta ekki. Af því að þú væri í þessum aðstæðum, þú þarf bara að lifa angst að sólinn kemur upp, sko. Já. Þetta er vampírur. Já, það er vampírur. Og vampírur komast ekki inn nema þessum boðið. Þau vita það. Þetta er ekki eins og þú tekur Fright Night. Það sem að hann veit ekki. Skilur, hann veit, þú kannski veist ekki reglurnar. Eða eins og From Dusk to Dawn, þú eru komnir inn þar sem eru vampírur. Það er bara fucked. Já, en þarna þau vita. Leinum á mér að bjóða mikið. Ég reyna að muna, var eitthvað í... Þetta buggaði mig sjúklega. Ég reyna að muna, sko, af hverju hann býður, út fyrir utan börnin, sko. Þannig leysa hann endan, sko. Já, endin, já. Ég er tónum fyrir... En þá vita ekki eru vampírur. Nei. Svo vita það. Og þau eru búin að losa sig við. Já. En til þess að klæmax ekki átt sér stað, þá verða það að bjóða þeim inn. Þannig að mér ást Kúgli lendi í smá vesinni og hann reynir eitthvað svona að laga. Já, herðu, ég sé þetta fyrir mig þegar hann hefur verið að brainstorma. Herðu, börnin, hún á börn, þau eru heima og þau hóta að drepa þau ef þau bjóða mikið inn. Og mér finnst hann fyrir svona vona dugi til. Ég voni í plati á hann. Það er ekki nóg fyrir því. Ekki nóg fyrir mig, en líka annað, mér varst fyrirlutin geðugur. Já, fyrirlutin ekki geðugur. Mér varst Michael B. Jordan geggja þessum týpurarnir, Smoke og Stack. Ég hefði persónulega viljað frekar myndum þeirra ævintýri í Chicago, glæpamynd. Já, en það er ekki bara option. Það er ekki bara option. Ég meina, þú veist, ef það verið myndin, sleppa... Þessu, en þetta er náttúrulega, þetta er úrslega mikið tengt tónlist, þetta er úrslega mikið þetta era og þetta svæði, þú veist, einhvern veginn, tónlist, þú veist, ég reynda að vissi ekkert að vera vampýrum. Fannst þú geðveik? Nei, mér finnst hún góð. Og ég segi sko góða því að hún komið svo óvart, að ég vissi ekkert, þú veist, þess að segja þessu ári, Clinton átt Súbmann eða sjálfsög, þú veist, þegar mér finnst það búið skemmtilegt bíó, sko. Eða það, hvað er með nokkra? Nei, ég bara, allt sem hún að telja, bara þessar myndir. Ég var eftir að rífa One Battle í mig. Já, sko, það er alveg, hún er samt svo, fuck, hún er svo geggju, sko. En ég fór mér á tvisar í bíó, sko. Ég hefði dáið síðan aftur. Þetta er náttúrulega, dáið, sko. Ég minnst það kemur óvart. En ertu Pete Anderson fan? Ég get ekki sagt það. Nei, þá... En mér finnst... Þá skiljið. Býtu. Ég gerði Paul Thomas Anderson þátt, þess að ég horfði allar myndirnas. Ég var reyndar þessu Licorice Pizza. Þessi lélega glindinni bara. Nei, mér finnst One Battle ekki lélega. Nei, fannst hún ekki stand up to the hype. Nei, fólk á bara eitthvað, þetta er besta mynd ásins, þetta er besta mynd áratörins. Mér finnst þetta ein af bestu Paul Thomas Anderson mynd sem er að gera. Ég ætla að testa þetta núna. Seta hann fyrir Magnolia. Nei. Setur hún á Boogie Nights? Nei. Setur hún á There Will Be Blood? Nei, hún er bara eftir þeir. Finnst mér. Og það mér finnst hún verið á Punch Drunk Love, hann líka, sko. En... Mér finnst þessi betur en... Já, en mér finnst þessi vera hana númer... Mér finnst Phantom Thread betur en þessi. Já, ég er nefnilega ekki sammála því. Hún er góð, hún er mjög góð. Og við vorum ekki að ræða þetta. Ekki Phantom Thread? Nei, það ekki, ég var að ræða við einhvern veginn myndum daginn. En hérna, mér fannst þessi mynd bara svo, sko, hún fenn bara með mér sem ekki ferðaleg. Þú veist, ég var bara, ég veit þetta er gert eftir ástúnir, það er búið að breyta eftir þessari blessuðu bókana. Er þetta ekki eitthvað svona lauslega byggt? Jó, það er búið að breyta. Er þetta ekki svipað svo There Will Be Blood? Var það ekki bara svona lauslega byggt? Hann breytir alltaf með nútíman, en bara þetta ferðalega einhvern veginn, bara karakterinn, tónlistin, allir síkvensanir, og þetta ykta, þú veist, þetta... Chillum aðeins svo sem píanótóti. Já, þetta er fucking æla alla myndina. Maður bara svona, þú ert að æra mig. Já, þetta er það sem margir segja við myndana að trubla tónlistin, sko. Þetta er óþólandi. En það er ekki bara það sem aðeins... En þú veist, það trublaði mig ekki, sko. Trublaði ekkert að Leonardo DiCaprio-karakterin hefur engin áhrif á söguframvinduna? Nei. Mér fannst það bara, hann er bara búinn með sitt í fyrirluta myndarinnar, svo bara cut to 16 árið setna. Hann er bara hlaupum og gerir ekki neitt. Já, hann er bara það. Og hann er bara eins og, hann er í rauninni bara eins og the dude. Hann er bara, hann segir þeim þess að miklu betri mynd. Já, nei. Nú getur þetta sagt, Big Lebowski er betur en þessi. Já, hún er enda, við þurfum ekki að debata það, sko. Finnst þú nú betur en þessi? Nei, Big Lebowski, að sjálfsög Big Lebowski, það er bara einn bestu, það er top 10 bestu mynd sem sé ever. Þú veist, það er bara, hún er bara wow. Ok, sorry, halda. Nei, bara eldsnögt, þú sér ekki að fara djúpt út, en bara, ég hafa svo gaman að, sko, þú veist,
þetta er náttúrulega fyrst og fremst dóttur hans, ég skilu, þetta fjallar náttúrulega, hún er frábær í þessari mynd. Ég er mjög spenntur að fylgjast með. Sean Penn er náttúrulega geðveikur í þessari mynd líka, fannst mér, hann er bara svo... Hann er skemmtilegur. Gísla skemmtilegur, hann er svo ógísla... En hann er alltaf over the top. Já, það var svo gaman. Já, mér varst mjög gaman að horfa á. Hann á að vera svo yktur og þetta Christmas Adventure Club, allt þetta ádurudót, er bara svo, þetta finnast á P.T. Anderson sem sé, sko. Fyrir utan Boogie Nights, en þessi með svo sturgleg að koma svona setningar að koma sem ég er bara svona, ég átti ekkert von á, og DiCaprio sem bara í ykkur ferðarleg, hann er bara búin að segja, ég er bara búin að háður eitulugum áfengi 30, hann er að segja það bara í myndinni, ég er bara ekkert annað. Basically er hann að segja. Þannig að mér fannst það geða, Del Toro, alltaf þessu sequence, ég var alveg bara, og þarna fyrir mér, eru kaplanir finnst mér geggjar og tökurnar og tónlistin ógeðslega flott. Ég er bara, mér fannst þetta geðveik bíómynd og bíómynd en auðvitað þetta beita en ég mér fannst hún bara svo ógeðslega góð maður. Ég er í minnluta, það eru flesti sem bara dyrka þessu mynd. Já, en þetta komtum hitt í forvitin, fyrir utan tónlistina, það er nú eitthvað meira sem að það truflaði mig alveg. Fyrir utan Cabrio þá, það talaði um það. Eins og smekksatri, Cabrio, sko, það kannski líka bjóstu við meira á hann, ég bjóstu þetta bara við öðruvísi mynd og þá er ég að tala ég vissi ekkert hana. Ég forðaðist trailera, ég held ég að kannski sé teaser eða eitthvað, ég vissi ekki hvað var mynd. Nei, það er þetta sem er gaman, þannig að bíóferðin sem slík, það var mjög skemmtilegt fyrir mig að fara á hana bara, ok kottu bara og taktu mig með í ferðalag. Mér fannst hún bara svo það truflaði mig svolítið hvað er hann að segja með þessari mynd? Anderson. Af því að það sem ég skil ekki alveg, þú ert með þetta fólk, mér finnst alveg cool byrjun, þú ert með, já, ég meina fólk, ég er að fara að hála lýst núna því ég er að tala um pólitík. Já, bara bringið, þú veist, fólk túlkar sem myndir að misjaflega. Já, þú veist, það er líka bara misjaflega hvernig fólk lítur á, mér finnst þetta náttúrulega bara miklu hryðverkumenn. Leðvart var hann að sprengja dót, beina byssu af fólki. En það er einn karakter, mástu? Já, þeirra samtök. Já, en þú veist, það hún fyrir alltaf aðeins yfir línuna. Það er hún, þú veist, já. Ok, en það er bussi frá því, ok, og sem er allt í góðu. Já. Ég er ekkert viðkom fyrir því. En það er alveg, þú veist, svo eignast þú make a sense. Já, svo eignast þú barn. Og ég held einhvern veginn að myndin yrði að hann svona, að það er karakterörkin hans. Já. Að hann hafi verið einhvers konar já, hryðverkumæður orðið sem sumi kallar freedom fighters en það er einn pæling eins og tala um rebels eitthvað það er ekki cool síðan í Star Wars sko. En ég held kannski að því að hann eignast síðan barn eða þau og hún er bara hræðileg móðir hræðileg, sko, hún fer bara frá þeim og hann bara segir, hey spoiler alert það gerist þetta í byrjunni bara nú er við þú er að sjá barnið maður þú getur ekkert lengur að gera þetta. Hún hlustar ekkert á það og gengur síðan ennþá lengra og lendir hann í miklu vesinni. Ég held einhvern veginn að myndin yrði kannski það að þessi atburður verður til þess að hann fyrir kannski aðeins að sjá lífi frá öðru sjónröðni, nú á hann barn, og hann er að kenna henni. Þess næstu kynslóð að þetta er ekki endilega leiðin til að tækla hlutina. En hann er bara fuck up, sko. Já, en býtu. Og þetta er spoiler hérna fyrir endan á One Battle of Another, eftir another. Svo enda myndina því að hún fær eitthvað bréf af mömmu sinni og ég áttum ekki alveg hvað P.T. er að gera þar á ég að finna til með mömmunni. Á ég að... Nei, ég er ekki það. Að því svo enda stelpunni að fara bara í sama hún. Já. Og með þess að hann segir í lokinu, hvað er passaði þig, þú veist ég gera það ekki, ok. En pólitíkin... Er hann þá að segja, þetta er eina leiðin, það bara að gera þetta? Já, ég skilði. Og ég er ekki að þurfa að segja eitthvað. Ég myndi að gegn pæling. Hvað er hann að segja? En er ekki ádeilan svolítið á bara Ameríku í dag, fyrst og fremst? Er hann ekki svolítið að taka bara, það er allt í fokki hérna, sko. Við erum bara með stjórnmál, við erum með stjórn og fósetta sem eru rugluð, þú veist. Samkvæmt sumum. Og þú veist. 80 milljónir kussan. Nákvæmlega. Og margir sjá eftir því, whatever, en ég bara segja, eins og þú segir, já, þú ert rebel, þetta er það sem skiptir máli til að koma þínum boðskap og koma þínum skilabóðum framfæri, er þetta eina leiðin að, er það áttu að vera með ofbeldi, nei, hann verið stoppa sig að það er lína dregin, en þú veist samt að halda áfram að minna á þig, þú veist, sína hverju ert og hún drepur mann, já, reyndar, já, en þú veist, það er náttúrulega já, ég er að tala um það, nei, þar verist hann draga línu, svo kemur í kjölfara náttúrulega það sem gerist þar og hún er bara
hennar lífi bara ekkert meir í myndinni, hún er bara átt. En stelpar eldan það samt. Já, en í endan er spurningin bara, var hún óþróskuð eins og mamman var, þarf að læra af mistökunum, læri maður ekki mistökunum? Skilu, heldur maður bara áfram. Greið ekki? Nei, það er svo opið. Þetta er alveg svo, Eddington, sem er óslega erfið mynd. Ég sá hann ekki. Nei, en hún er dýbætið, ég bara segja, hann þetta skilur eftir opið, því að einhvern veginn, í staðin fyrir að, hann sinni henni, gett vel, hann DiCaprio, sem Katrin er myndinu, og dótturinn hann bara fyrir hann alveg hinn áttina. Er hann svona þunglundur, er hann dapur, eða stinnar hann ekki pliktinni, við bara einhvern veginn svona, bara samfélagið einhvern veginn, eða maður farið ykkur að djópa pælningar, er fólk bara einhvern veginn orðið, bara, hann er bara horfandi á sjónvarpi, allir orðinir bara einhverju zombíar og, vantar svolítið, kraft og power í fólk að standa upp fyrir sínu og það eru alveg margir held ég til að debate. Já, og líka, ég er búin að ræða þetta við félaginn, Teitur Magnússon, sem er kveikmyndagerðari. Já, mitt, hvað segir hann? Elskar Teit. Við vorum ekkert alveg sammála, við vorum svona debate þessu mynd á Instagram. Já. Þannig ég er svolítið kannski endurtökum mig núna, en ég er náttúrulega bara að segja þetta Teit, ég vil ekki tala um þessu mynd í podcastunni. En eins og, við finnum að Teitur hafa sagt, já, er hann ekki líka bara svolítið að segja, þetta er bara allt rugl, báðar hliðar. En þá ég segja á móti, ef þú horfir á myndina, er einhver sem er, hægra megin, sem er góðmanneskja, eða venlumanneskja, eða Penn er psycho, allt þetta, ég meina þú sér alveg klála hvað hann er á pólitísku kvarðanum, en það er allt í lagi. Mér er alveg saman það. En mér finnst bara, en ef það er statementið hans, bara eitthvað svona, þetta er allt saman bull. Já. Mér finnst myndin ekki bera það. Nei, með sér. Ég er ekki það. Af því að allir hinir sem eru hinum megin, eins og bara, eða með eitthvað svona ICE agents og eitthvað svona. Já. Allar að segja mig það bara, allir sem vinna fyrir ICE, séu bara allt ykkur fáiðar og skrimsli. Nei, ekki. Og það er en samkvæmt myndinni, þá er það þannig. En mér finnst samt þegar gaurinn sem er alltaf, sem er aðalgaurinn sem er á þá að vera í að yfirheyra, hann er geggjaður. Já, en hann er samt, hann er vondikall. Já, hann er samt klárlega vondikall. Já, en mér fannst það vera alveg, ef þetta væri alveg þrett sem að þau eiga að vera, þá er hann samt með óslega, hvernig ætlar að ná aðeila á þess að vera pín, hann er ekki berneitt en pínnitt, en hann notar orð, verbally, mér fannst hann samt alveg, ég myndi alveg vilja svona gaur, ef við þurftum að passa upp okkar samfélag, það þarf að vera svona gaur. Að mínum mati, en hann er í vondalið. Já, en mér fannst hann ekkert endilega bad guy, mér að Sean Penn ekkert endilega heldur bad guy, hann er bara nei, býttu, ég veit það ekki sem bad hann er svo mikil bad guy mér finnst hann bara að vera gaur sem er bara einhver einmanna sál er bara með hann er psykopatinn en býttu, nú ætti ég að vera svona pólitíkina, svona einmanna sál sem er bara, er ekki þú veist, ekki fóreldrana, hann er ekki börn, hann er ekki með neitt og hann er alltaf auðvitað, hann er algjör pervert og lalla, en hann er bara, hann kann bara eitt og þekki bara eitt. Það er herinn, ég veit nú, ég fari ekki sagt, en skilur, og ég ætla ekki að aðsaka, ég bara segja að hann er bara þar og hans eina markmið til að fá viðurkenningu er að fá viðurkenningu frá einhvern sem kannski átti ekki endilega að fá viðurkenningu frá. Það er ekki endilega rétt að leiðin. Þannig að svo einhvern veginn er hann samt torn, hann er samt, auðvitað er hann bad guy, en hann er samt ekki eitthvað svona, mér finnst hann ekki verið eitthvað svona bad. Hann er bad. Ég vorkjum. En ok. I feel for it. Já, ok, en stærsta atrið, ég ætla ekki að vera eitthvað langt pólitísk spjall, en hún er alltaf rosalega pólitísk spjall. Já, mjög. Já, allt í góðu með það. Já. En það sem mér persónulega þótt meira töff, því ég er að hugsa eina aðra mynd, sem er heimildamynd. Ég ætla að koma, ég ætla að tengja þetta saman. Lake of Fire, veist hvað mynd það er? Nei, Lake of Fire. Þú sást American History X. Já. Tony Kaye, hann heitir það leiksturinn, hann gerir American History X, hverfur svolítið úr bransunum, var við svolítið sérstök típa, svo gerir hann heimildamynd fóstureyðingar. Svarthvít heimildamynd frá 2008. Lake of Fire. Þetta er mynd fóstureyðingar. En ef þú horfir á myndina, þú getur ekki sagt með hvorum megin Tony Kaye er. Það ekki? Nei. En er það gert viljandi heldur? Já, potið. En það er cool. Og ef ég hefði hort One Battle After Another, og þegar myndin er búin, þá ég ekki geta sagt þér bara, ef þú spurt mig, hvort heldur hann að kosi, Kamala Harris eða Donald Trump, og ég verður bara svona, veistu það, ég bara... Þú veist það þarna? Já, það skín í gegn. Og það er allt í lagi. Ég er ekkert að segja að það verður að vera. Já, ég er ekkert að segja að það sé eitthvað verra, en þá finnst mér svo skrítið þegar ég er að tala um ykkur, hvað er hann að segja og hvað, að heyra, ég heyrti þetta bara frá fleirum, þessi rök. Já, hann er bara að segja að bara báða hliðið séu klikkaðar. Ég er ekki að sjá það. Nei, ég er ekki sammála því.
Ég er samanlega. Skilur hvað er það? Já, algjörlega. Og það eru margir leir, en fyrst og fremst, mér fannst það eitthvað augljóst hver boðskapurinn er. Mér fannst sem er. Nei, sem við vorum að tala að það er ákveðið í gangi, við erum að fara ranga átt, samkvæmt hans skoðun, þarna í Ameríku. Og það þarf eitthvað að fara að gerast, eigum við að gera það að ákveðnu marki, þau eigum að beita, hann verið stoppa samt þar maður, það mamman fer og langt, hann er refsað, hann er ekki að taka afstöðu að gera það, hún er ekki ofbeldisfull þessi mynd, þau er ekki að beita ofbeldi aðalkarakterinn út alla myndina, sko. Nei, hann er ekki að fara þá, en hann er samt að sína, þú getur fyrir línuna, en mér finnst það vera það, boðskapur bara, við þurfum eitthvað að gera því að við eigum ekki sjens í eitliði, sko. Nefnum við stöndum saman, mér finnst það frekar simpul boðskapur þar, en svo má maður rýna í alls konar hluti. En ég veit ekki, svo með Eddington, Ari Aster, því ég var að fara að koma, mínu svona helstu, hann er einn af mínum bara, Ari Aster, ég elskar Ari Aster, sko. Bara, Midsommar bara, ég elskar. Finnst þú betur en Hereditary? Nei, Hereditary geðvik, en Midsommar bara allt öðruvísi mynd. Hún bara svo crazy. Og ég er búin að horfa á hana mjög oft, sko. Ég vil ekki kommenta Midsommar, því ég ekki að vera alltaf fyrir svona, já, en það er líka gall í henni. Nei, það er gall, ég er alveg rosa gall. Mér finnst Hereditary geðvik. Hún er geðvik. Og líka bara, hún gerist ekkert fyrir síðust 20 myndina myndinni, sko. En alla myndin ertu búin að fá að hinta, sko. Já, en það er líka kannski að myndin er annað en maður heldur. Já, algjörlega. En þar til dæmis. Það er út töf. Það er svo geðveik mynd. Já, bara eitt stutt. Hvað var það? Við vorum að tala bara Midsommar, ég svo bara yfir í boðskap með Eddington. Hann var að gera boðskapinu henni, þetta er bara hrættur leikstur í alvunni, að sína, við erum að stefna í fucked up átt, sko. Hann er með skila på boðskap, en hann er miklu meira subliminal, þú þarfst miklu meira að rýna í það. En þannig að það var pælingi mér með, þeir eru báðið með boðskap og þeir eru að nota kvikmyndastílinn til að sína boðskapin, sko. Það er fyrir til mála. Þeir eru bara fyrir smekið hvert er verið að stefna. Svo má rökra það eitthvað. Já, ég ætla að segja með One Battle After Another. Ég myndi aldrei setja þessi lélmynd, aldrei. Nei, það er skrítið. Og hún er ekki á botnunum á PTA, en það sem er líka jákvæmt við þessa mynd er bara núna, við erum búin að tala með 25 minnir. Já, þetta er lengi. Nei, þú veist, skilurðu? Minnst það gaman. Nei, það er gaman, það er merki allavega áhugaðar mynd. Þó að mér hafði ekki þótt hann eins góð á þér eða öðrum, þá er ég samt búin að eyða fullt af tíma að tala með. Þetta er áður subject. Já, algjörlega. Þegar við getum farið. Já, það er debatið alveg endalust. Og það er elskar bíó, við þurfum eitthvað, við erum sammála mjög mörgu level, svo erum við að tala myndin og aðeins, senn svo með geggjaða punta, ég var svona punti sem var ekkert búin að spá hérna, ég var svona, þessa mynd, og séðan alltaf, Weapon sem frábæru puntar, og ég bara, ég var svona, ég kannski svona, það er svolítið meira líbó, ég fann að taka þetta. Þetta er svo eld. Já, ég fann að vera meira líf, en ég með kröfur á ákveðna kategóriur myndum. Þú veist, eins og, ég tek ekki hinn sinni sem horrormynd, bara sorry, ég er ekki beint horror. Já, en bara, en ég er með rosa kröfu til sci-fi limits. Ok, en byrju, bara eitt stutt, nú manni hvað ég ætla að segja, og svo bara lokaðu þessar umræða fyrir mig hana, One Battle After Another, það sem truflaði mig helst, og ef að það hef ekki verið, eða ef það hef verið til staðar, þá hef ég leyft öllu hinn að slæta, og það er, mér á saman sem karaktera. Já, en sko, mér er samum það. Já, en mér er alveg samum það líka. Já, en mér finnst það galli. Er það? Já, mér fannst þau bara vera partur af einhverju samfélagi. En svo bílættingleikur í lokin. Mér er alveg sama. Hann er flottur, en mér er alveg sama fólkið. Hvernig fer? Mér er alveg sama. Mér er sama að hún hitti aldrei pappa sinna aftur. Mér er sama að þau verði alltaf saman. Mér er sama þó að hans er pappinar eða ekki. Mér er bara sama allt, af því mér fannst þetta ekkert svakalega áhugaverið karakterar og það skiptir mig mest máli. Ég skilji, og þetta ekki tengja við karakterar. Nei, og svo alltaf kemur hitt ofan á, skilji. Já, ég held samt að hún myndi bara restina, á hans. Skjóta Líó. Ég átti vonaði, alveg. Þegar hún segir hann að Pleasantville, þú fyrir að tala hana, þá var ég bara, úpspytu, hún veit. Það hefur verið fáraldið skota. Nei, því hún bara treystir einhver. Nei. En þú veist, hún hefði gert það. Og svo, en það var samtalið, ég kom í svona sekundi bara. Ok, sorry, eitt í það. Svo Sean Penn dótið, hann átti að deyja á veginu. Nei, mér var svo gæðvegt. Ég varst að kaupa þetta. Já, Gæinn er skotið með haglabössu, point blankaða. Já, en veistu hvað? Þetta er ofár. Þetta er samt svona, þetta er samt unreal. Þetta er fár. Já, en þetta, veistu hvað, svo cool. Hann er bara með markmið, maður sér að segja þetta.
markmiðið hans að komast inn í Christmas Adventure Club. Já, ég veit það. Og hvað gerist? Svo hann bara hendast okkur rusli. Já, og það er svona einhvern veginn, mér fannst þetta bara, maður er bara, heyrðu, hann gefst aldrei upp, og hvert er hann að stefna? Hann berst og berst fyrir hverju. Og you don't give a, nobody gives a fuck about you in the end, sko. Mér finnst það svo flott. Atriðið sjálft er gott. Nei, ég bara, hvernig hann, ef við tekum þetta sem metaforí, bara, já. Ekki, þetta er ekki séns hann þetta að hafa, auðvitað ekki, en þetta er óslega ykt senna, sjálfsög, bara, hann er bara, og er óslega, en þú veist, þarna finnum bara, hann er samt, hann gefst ekki upp, þó bara móti blásan, hann heldur áfram, to what end, það með að, ég var fullt að koma Já, ég meina... Þú sem sagt bara, þetta er eitthvað gæðugur, það var ekkert að vera, þú veist, auðvitað, en þetta er bara, mér fannst það. Algjörlega, og það auðvitað á rétt á sér. Ég bara finn persónulega þegar ég er horf mynd, sérstaklega í bíó, ef ég er á góða mynd, þá myndast ég stundum orðað þannig, það er svo myndið svona spotti bara, tenging frá mér til myndarinnar, ég er sokkin inn í myndina. Og þetta er investaður. Svo bara þegar myndin er búin, og ef við fannst þú góð, þá er ég bara svona, fuck, mjög þetta var geðveikt, ástæðan fyrir að maður elskar bíómyndir. En ég finn líka þegar það er klift á spottan. Já, þá ertu bara non-forgiving. Þá er ég átt. Mér finnst það geðtalega, því ég þannig, vini mínir segja bara, þið finnst allt gott, sem er ekki rétt. En ég er rosa eins og samanstu með kategóriur, þú veist, það er ekki það. Ég er ógeðslega, ég er miklu meira forgiving en margir halda, sko. Ég er ógeðslega mikið svona... Næskur. Já, ég er svona næskur. Þú voru kannski að þeir vinnur í bransan. Já, nefnum, það ætti að vera verra, sko. Þú sér fólk, já, þú sér allt fólki, það er að leggja svo mikið á sig, svo framleiðir að drast. Ég fyrir ekki þetta, en málinn er, sko, ég veit alveg að það meikar ekki sens ákveðið í ákveðinu myndum, en ég leiði að slæta. Að því mér finnst eitthvað annað mjög skemmtilegt í myndina. Fólk á mjög erfitt með þetta og það er bara, hvað meinar þú? Óslega erfitt með að ég bara, stundum er alltaf aðeins að fokka, sko. En almennt er ég ótrúlega fólk, þú myndir ekki trúa, sko. Þú er ekki að heyra það þetta núna, hvernig ég tala. Þú er svona, já, hún er sammála með Arne, sumt er ég bara, mér finnst þetta bara geggjað. En ég hef oft tekið sem dæmi, en þú veist, það tala um svona suspension of disbelief. Já. Og þú veist, það er sumt, eins og það er fullt af myndir sem ég horfa á sem eru fáránlegar. Eins og John Wick. Já. Þetta er ekki raunverulegt. En ef að bíómyndin næra að selja mér þetta og ég kaupi þetta, þá er ég bara in for the ride. En hvað selur John Wick? Þetta er spurning, sko. Fyrir mér er eitt svar. Tvennt. Ok, tvennt. Það er Keanu Reeves. Ok, það var svarið mitt, sko. Já, það er málið. Því hann er bara ógeðslega lélegur leikari en Keanu Reeves, sko. Sorry, ok, hann er ekki góður leikari. En hann er góður í þessu. Já, en hann er perfekt í þetta. Hann er að tala lítið. Það er ekki góður í Dracula, skilur við. Nei, en hann virkar bara sem John Wick. Bara með þetta og með hann að svip, hann bara virkar. Ef segjum bara Jason Statham við John Wick. Nei, ekki séns. Þá væru ekki búin að sjá fjórmynd. Nei, bara ekki séns. Það er bara þannig. Því hann er líka, þetta er gæði sem búin að leika, John Wick, en Keanu Reeves var kendur í kvikmyndaskólum í leik. Hann er búin að leika í öllum kategórium í heiminum. Þú veist báðið? Hann er búin að leika í drama. Johnny Mnemonic, sci-fi, Matrix sci-fi, hann er búin að vera í Bill and Ted, grínmynd, hann er búin að vera í öllum horror, action, suspense, öllu. Hann er búin að hefur spáði. Keanu Reeves er búin að leika í öllum kategórium possible. En hann er aldrei hugsað þetta. Nei, hann er langt frá því að vera með betri leikunum sem finnur, en hann virkar alveg fáránlega vel í margt það sem hann það er alveg ótrúlega, en Johnny Mnemonic hefur séð hana. Já, ég veist að ég reyndi að horfa aftur á hana fyrir svona 3 ára. Ég gat ekki klára hana. Nei, bara þetta er bara, hann er hræðileg og ég er mikil Konstantín fan, þú veist, það er að segja Hellblazer, blöðin. Já. Það er geðveik, sko, en hann sem Konstantín er bara, guð mig góður, þú veist, en hann virkar, John Wick, það er bara Keanu Reeves. Það er eitthvað, en það er eitthvað við, sko, ég held til dæmis, ef við tökum Matrix, ef einhver annar er leikið Neo, ég held að það hefði gengið. Já, ég held það. Við morðum þannig, ég held sér líklara að Matrix hefði, ég held að við fengið jafnmarga Matrix-myndir, þó með öðru leikara, en ég held að við aldrei fengið 4 John Wick-myndir með öðru leikara. Nei, og ég samúlar það. Það er kannski líka því þú ert náttúrulega með miklu betra handrit í Matrix. Það er miklu meira að gera, það er miklu meira saga. Grínast. En í John Wick, það er svo einfalt. En bara Keanu Reeves, það er eitthvað við sjarman hans, hvernig hann leikur hann. Já, það er
og hann er svo flottur í hann er líka mannleg, sko, mannleg að þú ert að því sagði alltaf kategóri ráðan. John Wick er ekki mannleg. Nei, ég er að segja, sko, þú veist, þú hefur, nei, já, bara karakter, ég er að tala sko, manni sem svo horfir á, hann er ekki svona íkt, hann er bara, já, nei, hann er ekki Schwarzenegger í Predator. Nei, hann er náttúrulega, fyrir mér á hann að vera eitthvað, þú veist, hann er ekki, auðvitað hann ekki mann, þú veist, hann er náttúrulega eitthvað, þú veist, hann er búin að gera samning við eitthvað, sko, hann er alveg reynu, en, sko, hann er ekki svona lítur út, hann er ekki, það er það sem gerir, það selur mér, ég bara, yes, því sá bara, Keanu Reeves, John Wick, Chad og þeir, ég bara, hörru, býta ok, nú veit ég, það er eitthvað að fara að gera sem það fór að gera sem mynd, sko, það, ég er alveg með það, ég sagði þér, þú veist, ég var rosa spenntur, og ég bara, hann sem hérna, fyrir Wick, já, bara skegg, á ég að vera með skegg eða ekki, skilur, þetta var alltaf rætt, sko, á ég að vera, þú veist, á ég að vera clean shaved eða, skilur, clean cut, nei, sko, hafa hérna, og við erum síðahárið og við erum með svona grátt og þú ert pínu búinn, en þá var engin séns í þig, engin. Þú ert fara að drepa alla. Og þú veist, það er alveg saman, þú veist skotin, þú ert ekki að, og þú getur svo ertu bara komin í, og hvað gerist? Hún verður meira og meira comic. Já, þetta er bara... Ég elska, í fjórðu myndin, þetta er bara komin, hann er bara komin í skotelsút og... Það var endur í hinn líka. Já, en þú veist, hann er svo öflug, hann bara dettur hennar skemmt, bara að bergkænleiku við og bara... hann er bara lifandi. En það er kannski einu... Já, en maður, ég veit, hérna kem ég aftur bara, ég held ekki að hann, fólk alveg, hvað er að þér hann döð? Já, nei, ég fíl það. En þú veist, þá hann er bara orðin, heimurinn orðin komik. Já, þetta er 100% öll skotin eru bara lista, eins og bara, og svo horfa á panel í komikblæði. Þannig að hún þróaðist og þeir ætlaðu að gera þetta. Svona þegar leið á, þá vissu bara við erum að fara að enda í þessu. Það var alltaf pælingi hérna. Ég held líka, ef þú hefðir aldrei séð John Wick, þú veistir ekkert þetta, og ég myndi láta að horfa á John Wick 4, bara til dæmis. Þá var ég samt að reyða. Svo myndi ég spurja, já, þú veist, ég veit að þú verður eitthvað svolítið tíndur í henni, en ég er að tala sérstaklega lúki og svona, og ég hefði síðan spurt í lokin. Heldur þessi mynd sem byggði á teiknumyndsögu? Já, ég myndi segja já. Ég líka. Alveg 100%. Já, ég myndi ekkert vita þetta. Ég er bara fyrst að segja að því rammarnir eru listar. Já, og líka bara hasar og svona, þetta er rosa komið. Dragon breath, maður. Það er svo gæðið stöf. Mér líka bara svo er hann komið nunchucks að því, það er bara leikur sér. Það er að trill. Og þeir segja líka, hvað getur við gert? Hörru, við skulum láta að fara á hestbaki í New York. Nei, ég meina, og það eru sér riggið, þú sér gerð myndir þetta er bíl, láttu bara hesta sparka menn í döða, og hvað notar í bíómyndir, ef þú ætla að hafa myndir, ef þú ætla að ráða við bíómyndir, að tvenns notar aldrei, það eru börn og dýr, það er bara vesen, þú ætla að skipta út börnum því að sem hefur ákveðinu það var tvíbura, dýr er bara vesen, sko, það er bara vesen, en John Wick, það bara, heyrðu, hvað hefði þrjum, hunda, 2 helst, í einhvern skotheldum, nei, þetta er bara bíla, þetta er rosalegust, þetta er bara geðvika myndir. En þú veist, ég satt hérna eldsöndina árið stekkast, ég er skemmtilega, þetta er 99, fór til Bandaríkina með tömum vinum. Forsýn ykkur Star Wars, Phantom Menace. Förum að sé Star Wars? Ok, wow. Ertu viss? Það ekki? Jó. En þú veist, þá fór ég bara 99. Phantom Menace, 99. Já, bara, ok, þetta er ekki góð mynd. Það má alveg, þú veist, maður ekki tegið dagist en finnst hún úrslega góð. Já, það er því sá fucking drasl framhaldsmyndunar. Já, einmitt. Ræðið það, en allavega, þú veist, en við fórum bara á miðnættu sýningu í Mall of America. Já. Og bara að fólk í búningu, við alltaf vorum ekkert í búningu og ástand og vá, þetta vorum að sjá bara Star Wars síðan fucking 80. Gæði þetta að sjá hann í bíó í Bandaríkjunum? Já, á forsýningu. Bara miðnættu sýning, fyrsta sýningin í bara 99. Hver á meðalaldurinn á gestunum? Það var bara 38. Nei, hvað er það? Nei, við erum 20, nei, það er bara 20, millir 20 svo upp í 40, sko. Þarna. Það er alveg, þetta er alveg breiður hópur, sko. Ekki kannski markhópur, sant? Nei. Þegar þú síðan búin að sjá myndina? Nei, ekki þá, en nefnir, eftir svona hálftíma það var fólk búið að slökka á sverðunni sínum. Það var alltaf mikið sadness í bíó. Ég var að líta við bara, fuck. Því ég er alveg starfnsvann, ég var bara, nei, þessi mynd er bara, hún er bara síkvens eftir síkvens, þetta er ekkert hand, þetta er bara bull. Þú ert 22 ára og sér hana? Já. Hvernig fannst þú hún? Mér fannst hún ekki góð. Ég var bara inni, ég meina, við vorum 3 þarna allir, og ég meina, ég er starfsfann, sko, en ég leit í salinu og það voru þetta bara svona. Það voru þetta bara, vonbrið. Já, því, þú ert búin að horfa á Dennis Muren vera að gera brjálutegn, geisla, og maður bara, þetta er rosa út, búin að sjá alltaf bestu trailerinu, svo er þetta bara ekki góð mynd. En, þú veist, allavega, í sömu ferð, þetta er mjög stutt, þá erum við að fara á Duluth, þannig minna að svo segir vinur minn, Andi Sóni, bara, heyrðu, myndin í bíó sem ég held að þú hefði gaman að, já, hvað myndi það? Hann bara, já, kíkjum hérna, hún var dett, hún bara sér salnum. Matrix. Byrja bara, ég bara, hvað er þetta? Og þú veist, ég bara
fuck, þú veist, Star Wars, fuck you, bara svo kom ég heim og ég bara, hún var ekkert sýnt fyrir 3-4 mánuðin setna inn, þetta var aðeins öðruvísi á 99 og ég var að útskýra, þú veist, bullet time, og það skildi enginn, þú veist, ég hef aldrei séð svona bíómynd. Þetta uppáhaldsmyndin mín. Já, þetta meina, það er bara ever. Hún er, þessi mín. Hún er nummer 1 hjá mér. Já, hún er nummer 1. Já. Hún er nummer 1. Hún er nummer 1. Ok. Matrix fyrsta er uppáhaldsmyndin mín. Wow. En ég skildi, ógeðslega vel. Hún bara... Ég var bara, þetta er einn besta sci-fi mynd ásandi þeng. Og Hasamynd. Já, Hasamynd, sín ég séð. Já, hún hafði það, svo fyrir Star Wars spil, en Matrix mynd, hún hafði svo mikil áhrif á mig. Já, áhrif ég bara. Að því að ég maður þegar ég sá hann í bíó, að maður upplýði það ekkert oft endara sem kvikmyndahámaður, þegar maður búið að sjá fullt af bíómyndum. En ég fann það bara, ég er að horfa okkur nýtt. Já, nýtt. Þetta er eitthvað, þú veist, þarna voru þau búin að taka, þú veist, Hong Kong, anime, þú veist, fucking John Woo, allt þetta dót, sci-fi, heimsbyggi, búin að blanda þessu saman í eitthvað svona graut og úr verður The Matrix. Hvernig var þetta? My men are bringing her down as you speak. No, lieutenant, your men are already dead. Þú veist, þegar hún stekkur upp. Og þetta er bara þessi sequence. Svo bara ferðin í atrið, þetta er bara fyrsta. Og ég bara... Þegar hún stekkur upp. Bullet time dót. Og þetta er bullet time. Jæðvegt. Þetta var eins með kameru, bara hún stillaði mig upp og þú bara skeitaði saman. Bara ljósmyndakameru? Já, hún kallaði bullet time. Það sé þetta. En mér finnst það fyndið, fólk segir, sorry, eitt með það, fólk hefur sagt eitthvað, bullet time var fyrst í Blade. Nei. Sko, fólk fattar ekki hvað bullet time er. Bullet time er ekki að sjá kúlu komið í slow motion. Maður skilja rættri í Blade, þegar Deacon Frost hendi stelpunni og það skoti á Blade og hann svona það er ekki bullet time. Bullet time er þetta. Það er 360. Já. Það er svo margir sem fattar það ekki. Það er bullet time. Það eru áttal rökkur um þetta. Áhvert. En þetta er bara, en svo nót... Ég hef heyrt þessu. En svo bara kemur 2 og 3 og vitum framhaldið að því svo sem, og fólk svo fljótt á sig, en ég... Hvernig er þetta 4? Ég fílaði sko, ég fílaði hana að ákveðnu leyti, svo verður hún, svo missur hún, hún byrjar svo, hún lofur óslega góð. Byrjar okkur það? En hún hefði átt að vera, náttúrulega, þetta átti ekki að vera ein mynd. Þetta subjecti þarna er eiginlega bara svona, þau hefði alveg getað farið bara í fleiri en eina mynd og teikta hans og þessu subjecti, hann sé bara fastur inn í Matrixinu og það búið, þú veist, hann er orðin þegin, sko, mér finnst það svo geðið töff. En þú veist, það bara, svo bara, verður myndið bara, þeir bara keira hana, bara, og maður bara, Það sem ég vilja sjá það að gera, eftir Matrix 3, eftir Revolutions, það sem ég vilja sjá það að gera, Neo-sagan er búin. Trinity dó í þriðinu. Já, nákvæmlega. Allt þetta er búið, en segjum kannski aðra sögur í þessum heimi. Ég er alveg til í það. Þetta er cool heimur. En er ekki fara að gera eitthvað? Jú, Drew Goddard er að gera næstu Matrix. Ég til í það. Ég vil að sjá... Er það bara ein mynd? Eða þetta vera mestu meira? Ég vona að það sé bara ein mynd. Ég er ekkert búin að heyra á... Eða þú veist, einbyttið er bara einni mynd. Við þurfum ekkert alltaf að búa okkar franchise til. Herru, en förum aðeins... Sko, þetta er bara sjúklega skemmtilegt. Við erum ekki fara að hætta. Nei, hvað? Ertu búin á því? Nei, búin á því? Hún er að vera 10. Hvað er búin að taka? 2 tíma og 20 mínútur. Vá. Er fólk að vera að hlusta á þetta? Já, fólk hlustar á þetta. Þarf það að pissa það? Nei, ég vil taka smá pásu. Við getum alveg pissað og ég get opnað gluggan og svona. Ég get kliftað síðan bara. Já, en þú ert bara John, þú sé, ég er kategóri, þú veist, þú ert John Racker. Ég er alveg John Racker. Ég er alltaf 70s Bandaríkin finnst mér bara besti áratöðun, en þú veist, já. En þú veist, ég er ekki mikið inn í kannski, þú veist, einhvern sænskum dramamyndum, skilur. Nei, en þú er samt alveg Robin Östlund, skilur, þú verður alveg að horta á hann. Úf, já. En ég kynntist honum bara frekar seint, sko. Hann er samt Triangle Sadness. Mér varst Triangle Sadness geggjuð. Og hvað heitir hún, Square. Og líka bara fucking Force Majeure. Já, Force Majeure. Hún er líka svo, það er einmitt bara, er hann coward? Eða ekki? Já, hann er coward. Nei, það er það bara, færðu in the moment bara, verður þú svo hrættur, þú bara gleymir stað og stund fjölskylduninu og bara tekur síman og hleypur. Já, auðmikið. Tekur síman. Já, það er svo geðveikt. En það er geðveikt við þá mynd. Geðveikt mynd, sko. Bara þessi litli atburður. Já. Það er bara öll myndin. Já, og svo bara fer hún að skjóta, svo verður þetta bara verra og þetta verður alveg bara... Þetta er hræðilegt. Svo vel skrifað maður. Já. En þetta er bara með þættinum, við erum byrjaðar aftur, við tókum smá pásu. Já, tókum smá pásu. Við byrjaðar aftur og maður að tala Rúben Östlund. Ok, við vorum... Að tala Matrix. Við varum aðeins í Matrix, já. Ok, en það er sund sem ég langaði að ræða við núna. Já. Því við erum auðvitað búin að tala... Já, við erum að tala. Fullt, við elskum að tala. Við elskum að tala. Þetta sem gerist þegar ég hitti fólk sem er alveg virkilega inn í alveg svona nörda, veit mikið, búið sjá mikið. Já, sumt sem eftir. Mér langaði að fara í smá Star Wars spjall. Já.
ég vissulega tala mikið Star Wars, en ég hef aldrei talað við þig Star Wars, ekki mikið. Nei. Og við þurfum ekki endilega klukkutími það, en tökum smá Star Wars spjall, af því að mér finnst þetta að vera áhugaverðum stað, og þetta er bara búið að breytast, þú nefndir Phantom Menace. Já. Þetta er búið að breytast svo mikið eftir að George Lucas selur þetta. Ég veit það. Þannig að Disney þú ert til að með tvenns konar Star Wars. Það er Star Wars fyrir Disney og svo Star Wars eftir Disney. Þannig að ef við tökum bara stutt núna, upprunalegi þríleikurinn, bara orginalmyndirnar, hvernig eru þær? Það er ekkert á við þær. Ekki neitt. Og mér finnst Empire Strikes Back langbesta Star Wars myndin. Er þetta betra en Lord of the Rings þríleikurinn? Já. Þið veist Star Wars upprunalegu myndirnar betur en Lord of the Rings. Já, og það, ég bara testa. Og þú veist, ertu þannig líka? Ég elska Lord of the Rings, en mér finnst Jedi dræði þetta niður. Return of the Jedi? Já, en þú veist, Fucking Ewoks drastlið maður. Já. Nú einhverju bara, drepi mann sem Ewokar. En sko, ég sé 83 í bíó, og ég náttúrulega bara, þú veist, ungur í krakki. Þetta er bara geð, ég fættu 77, sko. Men ég bara... Perfect aldur fyrir því. Þannig að Ewokinni voru bara my thing, sko. En þetta bánsar. Já, þetta eru bánsar, einmitt. Og þú var 6 ára. Já, og ég var 6 ára bara, yes. En þú veist, ég fjallar yfir Star Wars, og þú veist, þetta er bara líka, svo, þegar maður fór að lesa á þessum tíma, bara hvað fór í að gera New Hope. Goddammit, gæma bara dauður næstu, þetta er svo mikill heimur, og þetta er svo rosalega creation, en mér fannst síðan, já, það eru að mínum að geggjar, að ég hef svo mikla árum ég horfði það. Algjörlega. En ég hafði lesið náttúrulega Hobbitan og ég hafði lesið part af Lord of the Rings, ég nefndi ekki fyrir gegna, þetta eru annarkvort ertu Lord of the Rings maður eða ekki. Það eru þungar, ég meni svo hann gerir grín af hvað er Pissum Mag? Í Mallrats 2. Ég elska það. Ertu að tala um það? Já. Ég er bara til þetta góður, þetta er naskra náðus. Þetta er geð, þetta er bara one ring to rule them all. Hann bara, what do you mean? It's the most boring film in the world. Og hann fyrir að tala um bara, it's about people walking, even the trees walk. Þetta er svo góð pæling. Þetta er náttúrulega, þetta vitu hvað hann Kevin Smith er. Hann er Star Wars, já, þetta er geð. En, þú veist, Pissum Mag sem kom inn í þáttunum og röld, það er besta minn sem hann sé, er Return of the King. Og ég er ekki að fara að segja við hann, haha, ég skil hann alveg. Hún er, þú veist, mér finnst það, þetta er svo mikið ævintýrin, ég getar, þú veist, ég þarf að horfa með nokkra ára millibili. Ok, en Star Wars? Já. Fókur, bara, förum aðeins yfir þetta. Star Wars er bara... Bara geggjaði þríleikur fyrsti, svo eru við komin inn í prequels. Já. Hvað er að tala um þar? En mér finnst sko, já, þá er að tala um Phantom Menace og... Attack of the Clones. Nei, bara, Attack of the Clones er bara... Er hún verri en Phantom Menace? Já. Að því mér finnst svona mikil að þú veist afhverju ég elskar hvað fólk hatar að Attack of the Clones já en sko nei máli bara sko það Hayden Christensen er svo lélegur leikari að það er með ólíkin hann líka svona lélegur í Sith? Nei hann er skárið þar því að hann er aðeins skárið því að hann bara það er búið taka grunna það er búið skólan eitthvað til hana þú veist að maður hefur lesta eins þetta málið það Lucas var aldrei þekktu fyrir að leikstjóra leikur allir frá American Graffiti. Hann er ekki góður að leikstjóra. Lestu bara, ég ætla ekki að fara til það, en þegar hérna Richard Dreyfuss er að tala um American Graffiti, hann bara, og hvað punkt að gaða þér? Bara, þetta er flott, við bara næstu taka, eitthvað, nei, haldur bara, gerðu, það svo mútt að gera. Þetta voru punktanir sem Richard Dreyfuss fekk, sko. Ég meina, þeir voru bara, en ég meina, hann hefur aldrei, hann bara velur gaurinn kvitan, þetta er ímyndi sem hann hefur á útlitinu af, þú veist, hérna, bara, personum, nei, já, bara, hann er bara með Darth Vader, hann er bara með þetta er hans Hayden Christensen var bara looki sem hann var að leitast eftir það er nú hann eldri já, ég skilji hann er ekkert að leitast þessu Obi-Wan hann leikur hann hérna hann er bara, þú kaupir það sem ungan Obi-Wan en hann er bara svo liður leikari og svo er með Natalie Portman sem er mjög góð leikuna á móti sér sem er erfitt fyrir að leika móti en svo er þetta bara allt og mikil ástasa og hann er svo lélugur í ástasögunni að ég kaupa hann ekki. Það bara, þú veist, ég veit og fólk, hvað eru flestir sammála örugglega eða ekki? Er ekki flestir sammálaus? Með hvað? Attack of the Clones. Eða hvað? Er það Phantom? Ég alveg fer svona fram og tilbaka með þetta. Já. Er ekki Attack málið? Er það ekki verst? Er það ekki lélugur? Hún er alltaf ekki góð. Hún er ekki góð. En það er alveg svo skemmtilega atriðinni. Já, það eru mjög... Svona eina milli, sko. Það eru skemmtir, en ég meina
reysið í Phantom Menace er frábært atriði. Mér finnst það svo leðilegt. Mér finnst það æðislegt. Því að mann, veist af hverju ég með þess að gegja, því að mann kunni var að gera hljóðin. Þú nota bara hræri við, skeiðar hræri og búið við bara, öll þessi hljóðin eru svo gæðið. Öll hljóðin er gæðið. Ég var alveg bara meðast, nú kem ég eftir að hvað ég ég var að horfa bara, ég var að hlusta bara, ég var bara, vá, hvað er flott atriði. Eða svo ég tekka á Clone þegar sprengjan sem hann skýtur út Obi-Wan, svona já, og svo búm, gæðið flott. En þú veist, svo fann þetta Revenge of the Sith það er alveg, það er step of the game. Hvor er betri, Revenge of the Sith eða Return of the Jedi? Return of the Jedi, maður, skan. Þú veist þess að mikla tengingu við hana. Já, en ég bókað þér maður. Nei, hún er líka bara mér finnst það bara skeðið til Return of the Jedi. Í restina sem þeir gera reyndar í þeir gera það í það er eitthvað að gera það í fleiri myndum í sem sagt hvað er maður? Ok, þú ert með það er þrennt í gangi í restina þeirri mynd. Loka atriði í Return of the Jedi eru 3 bardar í einu. Það er Game Orsta, það er Endor-dóti og svo er það náttúrulega Luke og Darth Vader. Og John Williams er bara, og tónlistinn, hún fer bara, það er allt að gerast. Er það ekki sant? Fannst það ekki töff? Jú, ég meina. Það er bara lokar þessu það vel. Þetta er ekki léleg. Nei, ég veit hvað minna, en af öllum, en mér finnst hann bara, það kemur bara við hverju býstu 3. myndinni sem átti hann alltaf bara að vera þá á sínum tíma, einhverju miðjukapli sem hann ætlaði að búið til setna mér, prequel og síðan sequel, sko, en bara, þetta bara, hann captureði það bara, bara allt og svo bara verður þetta meira og meira klippurnar og maður bara, tónlist, þetta var bara, wow, og mér finnst það geðveitt, mér finnst það ennþá geðveitt. En John Williams gerir líka svo mikið fyrir Star Wars. Já, ég veit að maður. En Empire er bara svo ógeðslega góð. Lawrence Kasdan, maður. Ég meina, Lucas náttúrulega leikstir ekki 2 og 3. En hann gata bara ekki. En ok, förum aðeins yfir þetta. Okay. Prequelin, Sith fyrst er best, væntalega. Já, hún er bara svo flottu barda líka. Þeir fara out of the game þar, sko. Já, einmitt. Loka barda, það er að tvekja rosalega, sko. Hvað myndir þú að segja? Tökum bara prequel 3-líkin. Þú myndir þú segja hann, er hann lélegur, en allt í lagi? Hann er ekki þú er ekki að segja lélegur, það getur bara verið myrtur. Nei, sko, mér finnst hann ekki góður. Ekki góður? Nei, ég ætla ekki að segja lélegur. Hann sleppur. Hvað er að tala 0-10? Er þetta bara svona miðlungs? Þetta er 6. Já. Og upprunlega alveg svona 10-10 eða eitthvað? Já, upprunlega 9-5, sko. 9-5 og 10, ég get ekki alveg sagt 10, já. En framhaldsmyndin? Já, sem ég nefnilega var rosa hrifin af þeim. Öllum? Ekki, sem sagt, ekki hérna... Þú vilt alltaf selja með þetta. Ok, sem sagt, hérna, byrju, hvernig kemur fyrsta? Force Awakens. 2015. Ég var að vinna í henni nefnilega. Þú varst að vinna í henni? Og ég var líka að vinna í, hérna, sem sagt, hvað heitir, prequel-myndin sem kemur alveg stand-alone-myndin, hérna... Solo? Nei, hérna... Það er Star Wars? Já, Rogue One. Líka með henni. Og svo kemur hann á, ég man ekki eins og kemur dettur á lummir, hérna, miðjumyndin, hérna, Jedi, hérna, hvað heitir hún? Force of the Jedi, eða hvað, ég man ekki hvað hún heitir. Last Jedi. Ég var líka, þú veist, og það var geggja fyrir mig sem Star Wars. Við tókum við fyrstu senurnar í Force Awakens á Íslandi. Við störtuðum myndinu í Íslandi. Það var bara... Var ekki búið að taka upp ramma? Nei. Var það fyrsta bara bókstala? Það gerði bara fyrsta og bara við startingfilmina og bara, oh my god, það var geðvægt. Það fannst mér geðvægt. En mér fannst Force Awakens heldur góð mynd. Ok. Ég fannst hún bara spennandi, hún rúlaði, ég var svona, ok, J.J. Abrams er með þetta, hann var alltaf skítrættur að gera þessa mynd, sko, eðlilega, bara út að tappin í geðsjúklinga, sem aðdándur, þetta eru geðsjúklingar. Bara Star Trek fans og Star Wars fans, eru bara í alvunni, þetta er stórhættulegt lið, sko. Og hérna, þú veist ég að mongst þeim, sko, það maður þarf að passa, ég var lent ekki bara deilum við lið sem ég bara er að tala ekki vel Star Wars. Já, fólk eru bara reitt og ég bara, hvað er það? Bara fyrir ekki, er Lukas pappi eða, þú veist, var þetta sami þig? Nei, þetta er bara eitthvað keimtótt. Nei, skilur, þetta er aðeinslegt, en ég bara, þú veist, og mér fannst Force Awakens frábær, en mér fannst líka, hérna, hvað er hún, Last Jedi, þú veist. Eftir Ryan Johnson. Já, en hann, þú veist, hann var alltaf búið, Ryan Johnson, Gareth Edwards, sem hann gerir Rogue One, hún var bara, hann með geðveika pælingar í þeirri mynd, sko. En hún hafði þetta reshoota, slatta þessari mynd, sko. Hún er samt, mér finnst hún eiginlega besta, sko. Af öllum? Nei, sko, ef þú tekur sequelin,
Já, ég bara tek Rogue One, því hún beila prequel, sequel, ég skilur hvað maður að segja, hún náttúrulega prequel, basically, en hún stand-on og svolítið, mér veist hún bara svo geðveik, hún svona, þú veist það ekkert gott að vera að koma út henni, það allir að deyja, þú veist hvað gerist í henni, að því þú veist hann alltaf í New Hope, en þú veist, hann samt búin að þannig kemur fyrsta stjórnunni á Disney, sko, þannig Disney fann að skipta sér af, en heyrðu, þetta ekki nóg, svona nei, þetta er ekki náttúrulega mikið seller það skilur, þú ert að fara í of dark sögu, en byrju fyrir ekki við vitum, bara þegar hún tekur planið í R2-D2 bara, heyrðu, það dó allir sem réttu þessu plani þú veist það 1977 þar fæðist ég, sko skilur, þú veist það er pointið, þannig að þú veist en þeir, það rísjúta, sko, hvað var það 25 eða 30 það var eitthvað fáránlega mikið að myndin. Mér veist ég sjá það. Þú sér það? Já, nei, veist ég að tala Nei, þú sér það. Þú veist að hann búin að kompromæsa. Mér finnst það of margir kokkar eldur. Já. Það þannig. Þeir skiptu sér alveg af. Þeir bara tóku. En finnst þér þá virkalega ógeðslega góð sem cohesive ein bíó? Miðað við hvað þurfti að gera, ég bara impressed. Að því ef hann hefði fengið að gera það sem vildi gera, sem því sem að liða, það verður aldrei gefið út. Ég vona að það verið gert ykkur til hann. Það sem hann átti, hans cut, original cut, sem hann alltaf læsur aldrei myndinu, sem hann kallar læsa, klippi, en það til, hann er látið rísut, það til efni sem hann er búin að skjóta, sem bíómyndin í heilsinni. En hefur Gareth Edwards gert virkilega góða bíómynd? Fannstu Godzilla góða myndin? Nei. Drasl, fannstu Creator? Já, mér finnst hún áhverð, en þetta FX3 dæmi, leika sér eitthvað, hann bara að sína eitthvað hann getur, ég held hann bara að fara úsla á móti þessu liði, ég held hann að verið ógeðslega verið miklum vombriðum þegar hann var tekin að Disney og bara slapped on the hand. Hann þarf bara gott hand. Já, ég veit það. En ég fann að dragi ef að hans... Ég hef ennþá trú á hans í kvikmyndagerðarmanni, sko, sem leikstjóra. Fannst þið Jurassic World góð sem hann gerir? Nei, en þú veist, hún bara... Nei, við erum bara að tefja fullt af hvernig Rogue One alltaf besta myndin hans. Já, ég veit, en máli bara, hvaða tækifæri, hann þarf bara að bakka og geta það ofan í sig. Og ég held hann að það orðið bara fyrir hrikalum vomburum. Alltaf þegar maður les vituna, maður var að lesa þessum tíma, maður heyrði bara út undir sér. Þetta var virkilega, hann ætlaði bara, ég er að fara að tækla Star Wars. Og ég má gera það, hún pínu violent, hún meira svona adult, svona fyrir fullan. Hún á að vera miklu meira adult en lokaútgáðan. En jú, hún svo fylgir bara eftir að fara stúdíómyndir, en hann gerir þetta Creator og svona, bara, jú, ég varst þú svo leið. Já, ég gæti alveg, minnst þú bara flott, en hann bara, alla myndir svo flottar. Hann kann þetta nefnilega, hann mjög flottar. Hann með heima, hann getur sett upp heima, en hann vantar handrið sammálaður, en ég vona, hann bara, núna. Mér finnst hann ekki að vera storyteller. Nei, en ég að vona að setjast langar núna að sjá bara, því heldur núna loksins eftir 20 ára eitthvað fáið loksins góða Gareth Edwards. Ok, ég kannski óvongur, ég hafði svo mikla, ég var svo spenntur fyrir hann, ég líka. Já, og ég var bara svona, en allavega, Rogue One chopping off the head hérna, en svo förum við hérna síðustu myndina. Rise of Skywalker. Sem mér fannst hún bara mjög skemmtileg. Já! Komdu með það, John. Ég bara... Komdu með það. Já, ég veit það er allir bara... Ég fannst hún skemmtileg. Já, ég bara horfa á hana nokkur sinni. Ég svo klikkað með þetta með. Ég alveg að skilja. Og fólk bara, Þetta geggjað, ok. Fólk bara, já, bara, veist, hún ósað svipuð, spárið og Return of the Jedi, þannig sé að bara ekki sjá myndin, ekki miskilum, ég bara tala ég ekki að segja neitt þau verður ekki sjá bara svipinar bara þetta að geta núna en þú veist, það mér finnst Adam Driver geðugur mér finnst það bara, hann reiður allar myndinar mér finnst það geðugur og mér finnst þetta plotta case hann sé ennþá þarna mér finnst það somehow Palpatine return ekki somehow, hann bara í ykkur geðveiku unity en þetta lína sem Oscar Isaac segir somehow Palpatine return já, mér finnst það, ég veit það og ég sem ekki sökkar fyrir svona ég algjör og ég get hort á þessa mynd bara og mér finnst og svo þegar þau tvö saminast taka saman ég veit ekki hvað þetta fokki mér ég ekki fokki mér finnst það geðveikt þarna kemur simplicity á mér og ég veit það, sem Star Wars fan ég bara tek ekki neinar myndir inn í Star Wars fyrir mér eru bara New Hope, Empire Strikes Back Return of the Jedi, skilur og Andor já, Andor er besta sem komið í Star Wars sko, Andor er náttúrulega bara besta fucking stuff fuck allt annað, sko
og ég segja upprunni eftir að það Star Wars. En þú ert ekki búin að sleppa með Rise of Skywalker. Við ætlum að tala um það aðeins meira. Ég segi þetta. Þú ert ekki að fara að sleppa það. Nei. Ok, þú er búin að sjá hana nokkru sinnum. Já, ég tek svona sér. Ég veist það skemmtilega, þú fílaðir að keisarinn kom aftur. Já. Þetta fær sér klipp á TikTok. Það verður allir brjálæðir, sko. Og halda áfram að lofsama að Rise of Skywalker. Já, mér fannst bara þegar ég finna hvað hann falinn. Ég fannst það svo. Eða með hnífinn þarna að finna eitthvað. Já. Þetta er svo ógeðslega. Lélegt. Sorry, skemmtilega. Nei, þetta er bara svo ógeðslega þunnt. Mér fannst það bara, ég var bara einhvern veginn, ég átti bara ekki von á, ég átti bara von á þetta, ég verði bara algjört drasl. En þú fékkst það? Já, en mér fannst það skemmtilegt drasl. Skemmtilegt drasl? Já, ég alveg bara svona, ég get látið Force Awakens, af því mér finnst hún best aðeins alltaf, mér finnst aðeins síkul, hún bara góð, mér finnst hún bara góð. Hún er basically endurgerð. Já, hún er náttúrulega bara endurgerð. En því hann náttúrulega bara, ég myndi hvað gæðinu stressaði þegar hann gera þessa mynd. Það bara, ég er með alla breathing down my neck, og þetta er J.J. Abrams, og hann sagði bara, ég ger ekki þar að mynd. Hann var bara stressaður, sko. En hann púlar þetta. Já. Hann púlar þetta, en svo kemur náttúrulega, þú veist, mynd nummer 2, sem er aftur, en með að því líka bara Mark Hamill, þetta er ekkert hann. Hann er bara svo reiður. En þetta er ekki Luke Skywalker? Þetta er ekkert Luke Skywalker, hann er bara svo reiður alla myndina. Við fórum þess að mynd í vinnum, hann er Star Wars fan, brjáldaði við Guðansvinnum, hann sko, að draða hann Star Wars á þegar ég bara setja mig í stellingar, ég svitna bara, hann getum hann bara. Var hann sáttur með þessa mynd? Nei. Fannst hún að ræða sko? Nei, já, hún fannst... Nei, hún fannst að ræða ekki sko. Nei, hún fannst Force Awakens, hann hefði svona, þú veist, en hann var bara brjálar þegar hann sá, Last Jedi. Því að, þú veist, ég er sammála, þetta er ekkert Luke, þess að Mark Hamill sagði bara, þetta er ekkert, hann er ekkert, hann var sett út á handrið. En þá ætlum ég að koma með til þess að verja. En Force Awakens, þú mátt alveg, nei, með Last Jedi, bara stuttum það. Veistu hvað mér finnst um þessu myndir? Ekki hugmynd. Nei, ok. Það er bara að segja, bara alveg stutt. Force Awakens, fílaðin í bíó. Já. Og bara, wow, það er nokkuð svona gæsa moment, og bara, wow, geggja. Star Wars nýja kynnslóð. Algjörlega. Ég vissi alveg, ok, þetta er svolítið svona endingar, bara, ok, veistu það, ég skal fyrirgefa það að þeir að starta nýju. Já, en drepa samt Han Solo. Og þeir eru með, hvað séru? Drepa samt Han Solo. Mér fannst alltaf leið. Ég fíla það. Og mér varst bara Kylo Ren flottur, og mér varst Daisy Ridley, svo sjarmirandi, og bara svona skemmtileg í þessu hlutverki. Ég fílaði John Boyega, þú veist, allt þetta. Já. Ég fílaði þetta allt. Já. Og Poe Dameron, og ég bara, ok, þeir eru konum með eitthvað svona skemmtilega karaktera. En svo fyrir það annar leikstjóra. Já. Til þess að gera 2. Já. Last Jedi. Sem mér finnst hún leiðileg. Já, hún er síst. Ég ber virðingu fyrir þessu swingi. Hann er að taka smá sjensa. Það eru miklu meiri sjensateknir í henni heldur en í Force Awakens. Hann er alveg útskýra fullu með allt, hann er að reyna að útskýra fensa, svo geðveikt. En ok, eins og með það, ég hef sagt það, ég hef aldrei séð leikstjóra rífast áður í gegnum bíómyndir. Nei. Að því J.J. kemur með eitthvað svona, þetta er mitt. Og ég er með Snoke, og ég er með svona mystery box, alls konar dót hérna, og Ryan kemur bara, fuck that. Ég hef engan áhuga á þessu. Hann gerir það nú. Þetta er drasl, þetta er mitt. Svo kemur bara J.J. aftur. Hörðu, nei, nú ætla ég, þetta er fáránlegt. Það var engin heildarsaga yfir þrílíki. Þetta er svona lélegt. Þetta er svo geðveikt. Já, en allavega, svo kemur þessu skaf okkur. Mér finnst hún bara, sorry, John, að ég segi líka mynd. Mér fannst hún svo mikið drasl. Þetta er svo léleg bíómynd. Mér er svona ömuleg. Og það er ekkert gaman að henni? Ekki neitt. Ég veit, það er enga ánægð. Og mér finnst bara svo skrítið. Þú veist, með Kylo Ren. Upprunlega plani var, og það er sem ég vildi sjá eftir Force Awakens, að hann fari öfu áttu Darth Vader. Að þetta er barnabarnið hans. Darth Vader redeema sig í Jedi. Ég vildi sjá Kylo Ren verða verri og sökkva meira inn í ógeð. Já, ég held að myndi gera þetta. Adam Driver sagði það. Hann sagði fyrir stuttu síðan, það var planið. Svo bara... Disney maður. Það er málið, en ég veist að, málið er, ég vissi þetta alveg. Ég vissi alveg að þau myndu taka saman höndum. Já, málið það. Ég vissi alveg hvað ég var að horfa. Málið bara það. Ég er bara svo gaman að enn og aftur. Auðvitað er myndin ekkert góð. Þú veist ekki, auðvitað er ég... Á ég að klippa út en aftur og þú veist að lofsama ræs. Hafði þetta allt inni. Málið það. Ég hef svo gaman af, það sem ég hef svo gaman af, að því að, þú veist, Last Jedi er bara svo ekki góð, hún er bara léleg mynd. Force Awakens langt best, að sjálfsög. Þú veist, þetta er allt sikkur í stílarnir. Það er rétt hjá, það er eins og að sé ekkert
það var ekkert plan. Nei, það var ekkert plan. Ekkert plan. Og það málið, og þú veist, og þannig að Ryan Johnson bara einhvern veginn, og það hann útskynið bara þetta hérna, þannig að steininum að gæti verið í, hann hafa lesið þetta í ykkur bók sem Star Wars heim, þú veist, ég las til bókinn að hann getur þetta. En þú veist, bara, þú veist, það svona alls konar kjaftaði í gangi, en ég vissi bara hvað var að horfa. Ég veit að, þau taka saman höndum. Þau ykkur ákveður þau að kissast. Það skrítið. Þetta svo lélegt. Það er geggjað. Það svo rosalega. Ég var bara, ég að horfa Star Wars? Og ég meina það, sko. Mér fannst það bara, vá. Hún lélegri að taka á klóns. Já. John, ég að segja það. Nei, að taka á klóns, það er ekki sjans. Nei. Kallið mér. Það er ekkert að vera en heitin Kristensen að leiki ástasinu. Ég myndi frekar horfa á príkólmyndunar heldur en fucking framhaldstóri. Já. En fyrir utan Force Awakens. Já, málið Last Jedi og Rise of Skywalker eyðilegu Force Awakens fyrir mér. Já. Og svo horfi ég núna, svo þegar ég horfi aftur á Force Awakens, þá ég smá svona, ég myndi að setja það í podcastin, þá leið mér svona, já, plataður. Já, mennar. Já, plataður. Já, ég skilji. Þú veist, þeir endur gera bara Já, þú veist, ég bara plataður, það var ekkert plan. Það var bara ekki neitt plan. Og ég var bara svikinn og það sem ég fekk var bara eitthvað svona endurgerð. Sem ég var tilbúin að fyrirgefa eða þau fara á kúl staði. En svo hérna, og alveg þess, en svo koma 3 bræður og gera sjónvarpsþætti sem heita Andor. 2, já. Það eru 3, bróðir, 3. klippari. Já, 3. klippari. Já, einmitt. Og sko, málið það, Tony og Dan Gilroy eru fucking snillingar, sko. Það er líka bara með alvöru. Já, en veistu hvað? Það geðveikt, þú veist, svo getið þú sagt það. Það eiginlega, ef ég ætla að vera alveg hardcore. Besta Star Wars-efni. Já, eiginlega, sko, ef ég tek Empire, þá get ég, ég get eiginlega sagt að Andor sé þarna eftir því, að ég get eiginlega sagt það. En þeir vissu nákvæmlega hvað voru að gera frá upphæð til enda. Þeir voru búin að ákvæða 24 þætti og þeir sögðu bara. Þið skiptu ykkur ekkert að þessu að gera. Þú veist, það var bara, við fáum frjálslega við Disney, í alvörunni, þetta var dillin, sko. Já, þeir greinlega skiptu sér ekki af þessu. Nei, ég meina, þú bara ert að djóka. Það var allt og vandað. Það var bara, ertu vandað, og þeir voru bara, ef þeir gera það, í alvörunni, þetta var vitað, og hann hvað hann leikari sem leikur, Diego Luna. Já, hann æðislegur, hann líka með í þessu, þeir rættir innúlega, hann alltaf kemur úr rókun, en þú veist, þeir rættir investaðir, og þeir vita bara, við ætlum að berga þessi. Og þeir gera það, þú veist, seinni seríun, hún er bara uppbygging, eitthvað detektiv, þú veist, plott, sturlan rugg, svo bara koma síðustu 5 þættinu, þeir eru allir 9-5, fyrir mér, ég er sammála. Þetta er svo gott. Þú ert bara að horfa á svona pólitískan thriller. Já, maður, þetta er svo rosalegt. Þetta er bara all the presidents, þetta er bara endalaust að, þetta er svo flott, sko, og þú veist, leikur, og bara, þegar maður fattar hvað er að gera, þegar maður áttar sig á því hvað er að fara í gang, þá bara, og ég beið með seríu 2, ég sko þegar ég kláraði hana. Gær? Nei, bara fyrir 2 mánuðum. Beiðstu með hann út af? Ég bara beið einhvern veginn, ég veit ekki hvað það var. Þá hafði tíma til að já, til að binge þetta, sko. Og ég tók fyrstu 4 þættina, svo bara beið ég ykkur á mánuði. Já, ég reyndar... Svo fór ég aftur í það. Ég beið líka svolítið. Ég gæti ekki svona 1 þátt í viku, sko. Nei, en Andor, maður, þú veist, það er ekkert. En mér finnst líka, þegar ég horfði Andor núna, að ég horfði á fyrstu seríuna og bara, vá, geggjað. Svo er þessu 2, geggjuð. Svo tók ég Rogue One aftur. Já. Þá fölnar hún í samanbörðu við Andor. Andor finnst mér alveg upp 10 svona vandað. Andor, það á ekki, sko, þú bara komið mastera í öllum stöðum. Já, þetta er svo vel skrifað. Þú er með master handriðsöfunda, þú er með master leikstjóra, Stellan er geðveikur. Já, þú ert með frábæra leikar og með frábæra framleiðendur, með sjórun, Gilroy er líka sjórun, þetta er bara, þú toppar ekkert, þetta er bara krem til að krem, þú veist, og þeir fá bara starf og sé hendunar. En þess vegna segi ég líka, því að stundum ég heirt, ef ég segi eitthvað svona sem þetta er Star Wars eða eitthvað, ég er eitthvað drulliður eða eitthvað, og fólk segir kannski, já, hei, þú slakaði bara á, þetta er bara pop og coke, eða eitthvað. Mér finnst það svo léleg afsökun, af því þetta er fullt af pop og coke bíómyndum sem eru sturlaðar. Þetta er ekki afsökun. Og þegar þú horfir á Andor, og þó ég sé ekki að biðja það að allt Star Wars verið svona, þá vil ég sömu gæði. Nei, þú verður að fá, ég vil sömu gæði. Þú gerir ráð fyrir því. Já, nú búið að sína mér, þú getur alveg gert þetta. Og þú veist, hér er málið það, þeir fokkuður, að því, þú veist, þegar ég segi eitthvað, ég get ekki að segja, auðvitað er Andor, að því þú veist, þú ert með 24 þætti af sögu, sem er náttúrulega bara, þú ert ekki með 3 bíómyndir, þú ert með 24
50, eða þetta eru langi þættir. Já, það er klukkutími. Já, og þetta eru sko 24 klukkutímar af efni sem bara, 12 bíómynd. Þú ert bara, fuck, auðvitað er þetta besta stöffið. En bara... En það þarf ekki að vera auðvitað. Því Mandalorian hefði getað verið líka. Já, en Mandalorian Mandalorian er bara enn og aftur bara, heyrðu, við erum bara konum með Grogu og Mandalorian, við ætlum bara búið til eitt svona, ekki einu svona rauðan þráð, við ætlum bara búið til einhverja standalone þætti og það verður bara... Já, en settu sömu gæði áðan, við vorum að tala um The Thing og Dumb and Dumber. En Jon Favreau er bara ekki 20 kílóra. Nei, en ég ætla að segja, eins og með það, eins og Dumb and Dumber og The Thing. Já. Mér finnst þetta alveg þetta ber þetta saman upp á gæðinu. Nei, ég er sammálaður. Dumb and Dumber sem grín og Thing sem svona hryllingur. Og þú ert með pólitíska thriller í Andor. Settu þessi gæði yfir eitthvað svona aðeins meira svona vestri, léttmeti í Mandalorian. Ekki gefa mig drasl. Þeir eiga bara ekki þetta er svo rosalega, sko, Andor... Finnið þú betra fólk! I know, dude, Jon Favreau er aldrei að fara frá Disney, sko, eða Marvel á Kásult, kallandi fyrirtæki. En Favreau er ekkert lélög kvikmyndagerð. Nei, en Favreau er ekki svona... Hann er ekki Tony Gilroy. Hann er ekki svona djúpa, hann er ekki séns. Nei, en hvað heldur þú? Hann er frábær, Iron Man, þú veist... Já, en hvað heldur að Disney geti fengið? Hvað eru margir leikstjórar sem urðu leikstjórar út af New Hope á sínu tíma? En nú ertu komin í annað söfnið, því að sko, þú gleymir Disney er með sko, reglur. Já, þeir eru með innásreglur sem eru að breyta núna. Hvað er það? Nei, það er, þú verður að ráða konu sem ákveð, og nú eru fólk að slaka á. Já, meinar að tikka box. Já, ég er ekki að menna dýtla. Þetta er bara, ég er ekki að menna dýtla. Þeir eru að tikka box. Já, þeir eru að tikka öll box og þeir sko, Óskarinn er farin að gera þetta. Óskarsvelununa voru að breytast núna í ár. Þú er á 30% krúinu, Hispanic eða... Hvað finnst þér um þetta? Þetta er sturlað. Rugg sko, vegna þess að... Þú getur ekki sett list í box. Nei, þú veist, ef þú ert með handrit og sjáðu bara, þetta er það sem þeir ráku svona ná með Andor. Og þeir gera þetta snirtilega í Andor. Að þú sambandi þeirra tvekja, þú veist, þeir eru náttúrulega saman, þannig að eiga að vera lesbíunar, en það er ekkert verið að einblín eitthvað á það beint. Þess vegna var ekki tala um það. Nei, það var slæma móta. Nei, en það er bara að gera þetta svo eðlilega. Það er bara góði karakter. Það er mál, þú ert búin að byggja upp karakterinn áður en þú fer í þetta. En ég er ekki að menna að skipta máli. Þú veist, þegar í Disney bara sérðu bara besta dæmi, Chavez America í Doctor Strange. Ok, beti, það er geggjað. Sér það sem ég er að gera. Já, og svo koma, maður, það bara, hún er Tiki Box, hún er Hispanic og alltaf með það, en hún er Chavez America, sem er frábært, hún er komin í myndina, og við þurfum að hafa lesbískt eða samkynhneigt par, og hvað gerist? Þau fara heimplándurinnar, það byrtast mammenar og mammenar, fóldrarnir, og þau deyja bara til 2 mínútur og búnar og bara lokast það. Maður settir þessi. Þetta er í alvunni Doctor Strange 2, og maður er bara... Það er alltaf hræðilegt. Já, þetta er bara svo ömurlegt, maður bara, ef þið ætla að gera þetta, látið það, sástu hvað heitir myndin að þú veist, ef tilgangur helga með það verður að vera handritið verður að skipta mál, ekki bara Disney búið að skjóta sér í fótinn í Marvel, sjáðu bara allt þetta drast, Ironheart, She-Hulk, hvað heitir hana sem missir löppuna hana, ég man ekki, Echo, þetta er bara mesta, ég er búin að horfa á þetta allt, að því mér skaman að, ég vil sjá því ég er svo mikil, svo kemur hann það, ég er svo mikil komiknördi líka, en ég bara guðminn almáttur, en núna er þetta aðeins að breytast, bara Eftir að Trump vann, já Make America Great Again, en þeir tóku bara þetta er gott Nei, ángríns, þetta er að breytast Þetta er að breytast Það er ekki stemming fyrir Nei, en það er bara, fólk nenni ekki bíó þeirra myndir að floppa hvað eftir annað Og fólk vill ekki, sérstaklega fjölskyldufólk Það er búið síðan með Disney ekki predika yfir fjölskyldu Ég veit það Og málega, þetta snýst ekkit að einhverju Star Wars nördar sé á móti samkynhneigðu pörum. Það var enginn sem kommenta á Andor til dæmis. Enginn. Akkur ekki? Ef að Star Wars nördar eru svo mikið á móti, þetta snýst ekki um það. Þetta snýst um hvernig þetta er gert. Ég veit það. Og málið það er þessi pointið mér. Þannig að þú segir þetta, tókum dæmi með, þú veist, með Doctor Strange, en þú veist, þeir eru búin að gera þetta í öllum þáttum og líka annað. Ég hef ekkert móti, þú veist, annarkvæmt þetta færi leikstjóri eða ekki. En ef þú kemur, en svo það er líka Disney, bara ætlum að leyfa konum að leikstjóra fullu, allt er góður. Sumar er alveg með þetta. Það er svo 100%. Aðrar veit ekki hvað. Auðvitað er að fá tækifæri til þess að... Já, og það er alveg saman með suma gauðra, en þeir eru að taka konu sem hafa bara leikstýrt eða verið að klippa kannski seríu eða eitthvað, fá kannski leikstýra part af seríu Halo, sem var með Halo-seríu 2 til dæmis, Halo, þar kom bara konu sem hún var bara í ruglinu. Þú veist, það bara, og leikarinn var bara, hann var honum bara
hann var að segja henni, nei, því hún var bara óörugg, en hún bara sett, þú veist, erfiða stöðuna, hann verið að tikka bara að gefa henni, núna það bara að fatta, við erum að brenna peninga, sko. En má ég segja eitt, má ég koma eitt inn á þetta, því þú tala um, þetta er bara eitt dæmi. Já, ég veit það, en ég ætla að koma eitt á móti, sem eitt gestur sagði við mig, Atamimi sagði þetta, leikari, hann kom alveg, mér minna hann ást þetta, hann kom alveg góða punkt, í sambandi við, þú veist, að það er svo mikið talað um, Vogue, Hollywood og svona, sem ég hef aldrei skilið alveg hvað er. Nei. Ég hef sjálfur notað þetta orð, að því mér finnst það svo, þú veist, eða svartum maður er aldrgi, þá eru sem, Vogue, og maður bara svona byrja, slökum aðeins á, slökum aðeins á. En eins og hann sagði, á tímabili, þá var þetta bara, þú veist, það er bara staðrind, þetta var rosa karllægur bransi, og sérstaklega hvítikallar. Þú veist, það er bara staðrind. Það er ekki það sem okkur finnst, það er staðrind. Alveg í langan tíma. Þannig að pendullin var svo langt hinum megin. Er þá ekki eðlilegt að hann sveiflist tímabundið svolítið langt í hináttina? Mögulega. Skilur hvað er að fara? Alveg mögulega. Ég hef ekki hugsað þetta svoleiðis. Að kannski eftir einhver ár, þá mun það jafnast betur út og þá verður þetta svona kannski eðlilegra en að gæsalappa. Ég meina, er ekki þetta að færa rauk fyrir þessu? Mögulega. Þetta taki tíma. Jú, en sko, þetta gerist alltaf hratt. Þetta gerist með MeToo-byltingun öllu. Þetta gerist mjög hratt. Ég ætla ekki að það fór djúpt í þann alltaf. En það er bara... Nei, nenni ekki sjens. Ég var að grína. Ég var bara... En hérna, þú veist, þetta... En þú veist, skilabúin eru... Þú veist, það eru miðlar, þú veist. Það eru bækur, það eru sjónvarp, skilju. Það eru töluleikir útvarp. Þannig komið skilabúin, og Disney fóru og Netflix er líka rosalega harður í þessu. Og núna er Netflix eins og ennátt, hvað er rúmlega 300 milljónir áskrifendur á Netflix. Rosalegt. Já, þú veist, svo bætist það við í desember, sko, þá koma ennþá fleiri sem taka bara desember mánuð. Já, einmitt. En þú veist, og meðal áskrifendur á Netflix eru sko $8, þá ertu með auglýsingum, sem veit ekki, eða $14, eða Premier, sem er þá með 4K-in. Mér finnst galið að rukka meira fyrir það. Já, það er $25, það er $10 meira. Heyrðu, ímyndaðir hvað eru með djúpa vasa. Netflix, þeir eru loksins varðar að byrja aðeins á quality over quantity. Er það? Þeir eru aðeins að byrja. Aðeins. Þeir eru að fatta, þeir eru að dífa litlu tónum. Já, þeir eru að fá betri og betri leikstjórna og aðeins betri, þeir eru aðeins að, þeir eru bara að fatta, heyrðu. Þú veist, sérðu bara þessu Wednesday þættina, ég meina, þetta er bara vel flottir þættir, Tim Burton, þetta er bara Tim Burton, og þetta er svona, hei, þetta er að virka, og eða, þú veist, svona sumar, og voru alltaf að gera Greymen eða Heart of Stone, eitthvað, bara guðmjög. Ég fílaði Greymen. Já, en ok, Heart of Stone. Ég nætti ekki svona. Nei, maður 5 minútur, þetta er bara galgat og liðlega að leika hún á jörðinu, sko, bara vondu, hún er hræðileg, sko, það var ísraelska hernum, já, það fara allir í herin sem búi í Ísrael, þú verður að gera mandatory, fyrir þetta er bara, við getum röflega með þetta endur, það er bara, núna er þetta bara að fatta, við verðum, eins og þú sagðir, fólk bara eftir COVID, það dettur inn í sófan og það er bara demand, þú bara binsa, þú er ekkert betra að gera, nema, taka upp. Er það í COVID? Já, eftir COVID? Já, bara í COVID, bara leður COVID byrjar, neða bara COVID byrjar, fólk er heim, Ísland er að fá löndu sem læs, var náttúrulega við lokum undir landinu, sko. Þetta var náttúrulega galin tími. Já, en það var brjálega að gera í vinnunni okkur, sko. Það var fullt að liða að koma, við vorum bara að skjóta full og taka upp. Allir með grímur. Ég fór til læknis að sagði bara vika vinnuþúðunir. Það var bara brjálar, að ég hef 300 PCR-test, ég hef bara með pinn upp í nefn á mér alla daga. Þetta var sturlaður. Ég er bara svo vanur þessu, ég get gert þetta í dag sjálfur bara blindandi, en þetta er galið. En þú veist, þá byrjar demandið, þá byrjar þetta, heyrðu, okkur vantar efni. Og hvað gerir Netflix? Þeir föttuðu það bara, heyrðu, að geta bara, við gefum út alla þætti sama dag að koma út. Það er ekki tísk í dag. Já, en þeir eru sniður, þeir gefa út 3 þætti, eða helmingina serju, býði mánuð. En þeir líka föttuðu bara, ef þú ert með svona einu svona vikudæmi, það myndast miklu meira svona, þá verður þetta svona watercooler, þetta tala um svona watercooler efni eða afþreifingu, þar sem að fólk hittist í vinnunni, sástu nýja True Detective maður, shit, eða sástu nýja Lost, Game of Thrones. En þú setur þetta yfir eina helgi, þá er þetta rosa hot topic í 2-3 daga, svo er þetta bara búið. Eða þú bara manst ekki sem þú veist að horfa á. Nei. Að þetta er svo mikið. Og svo manst þið með ekkert munin á þætti 8 eða 3. Nei. En það er það sem ég segja, en núna er það farin, en þeir geta aldrei hætt, þeir geta ekki farið bara í viku, það með fullt að liði, bara slökka, ég skal lofa þér í. Já, þetta er mótilegt. Já, þeir eru búin að, en þeir eru sniðið, nú er Disney fara með einu sinni viku, það var ekki, þeir fóru alltaf að fatta, nú er þeir búin að breyta því, það var bara Ironheart og fólk bara eru, þeir þurfum að cancela seríunum til 6 þætti eða hvað sem er.
eða, þeir bara, fólk bara, það droppa þessu róði. Þetta áskriftur. Já, bara þú sér það í þætti 2, það droppa, það er mæla oft árið þætti 2. Annarkvæmt, ef það droppa bara einhver ákveðin %, þá mjög líklegt þegar það verður bara cancela, sko. Og þegar það er mjög algengt að droppi nema þessi geggjaður. Meinar það að þá takir ákvörðunum bara að það verður ekki serið 2? Ertu talað um það? Já, bara oft, já. Ertu talað um gæðin? Nei, það er búið að skjóti þetta? Já, nei, þú bara sína seríun, hún bara byrjar, bara sería hérna, bara mætt, að það vera 10 þættir. Svo bara, þá kemur fyrsti þáttur og hann bara ekki hitt í mark. Já. Eða hann hérna, svo kemur þáttur 2, það yfirleitt dropp í þætti 2. Í gæðum? Ertu með áhorfi? Sorry, en þú veist, ef það fer bara niður 50-60%. Á milli 1 og 2? Já, það bara, af 8 þáttum, það það ekki að fara upp aftur. Nei. Og þá bara mjög líklegt að seríun verður cancelað. En þegar þú segir cancelað, þá fáum við samt alltaf þess að 8 þætti. Já, það hefur samt, ég meina, hvað er Ironheart 6 þættir? Ég horfði ekki á það. Nei, en það eru bara 6 þættir í IMDb. Já, en heldur að þeir hafa verið planaði sem 8 eða 10? Ég heldur að það eru fleiri. Það? Ég held það. Það má bara leiðrétta mig, en ég held það. Hver var að biðja þetta? Nei, það er hver var að biðja She-Hulk, en þetta er bara, en skilur, eða Echo, en séu bara, hvað ég gerði við Daredevil, maður. Þeir eru búin að eyðileggja brandið. En séu Daredevil. Nei, ég er ekki búin að sjá nýja Daredevil. Nei, það er samt ekki stöð, sko. Þetta er Born Again dót, þarna. Já, þeir fara bara í töff stöf þar, sko. Mér finnst það. Tvær bestu komikbækur sem ég lesi, þetta er gamla, þær eru tengist þessu, en það, þetta er bara 2 svona risa sögur, en þú veist, mér fannst þeir gera svolítið vel þar, en mínum að, en við skoðum uppáhalds Marvel-myndum, ekki uppáhalds, en skoðum mér einn flottasta Marvel-mynd, fyrir utan Endgame og Avengers. Ertu þannig um MCU-mynd? Já. Eða bara Marvel? Já, MCU-mynd, fyrir ekki. Máttu segja Blade? Ok, fyrir ekki, tökum 2010 upp, nei, 2008 fyrir ekki, Iron Man. Má ég giska? Já, þú veist, má ég giska? Já, og má giska, þetta gefa áður giskar, þú veist, taktu til, þú ert búin að tala núna, þú ert búin að þreifa á mér, sko, þú ert alltaf að sagði hvernig... Þú ert oftast með góðan smekk. Já, oftast, og ég er rosalega forgiving, en það er ákveðin mynd sem að snýr þessu í þá átt, að ég sagði því svona comic-nerdi, sem að gerir bara allt í hennu, er ein mynd sem að gerir þetta að comic fyrir mig. Ég er bara, wow, ég er að horfa eitthvað jumping out of the paper, sem er... Ekki Avengers-mynd? Nei. Reyndar náttúrulega, Avengers, þú veist... Sko, Infinity War er náttúrulega bara... Hún er vangið. Það er bara comic book mynd. Já, en þú veist, þetta er fyrir það, sko. Og þín uppáhalds MCU? Eins svona svo flottasta, sem mér finnst bara gera ákveðið sem að, ok, nú veit ég hvað, ef þetta er gert svona hér eftir, þá sé ég potentialin sem verður síðan í Avengers, Infinity, og þú veist. Ok, þá ættu væntanlega að tala um eitthvað sem er meira... Ég gef alltaf hint. Þú veist, ok, ég hef alltaf giska á Avengers, en þú ert talað fyrir utan Avengers. Já, fyrir það. Ekki fyrir fyrstu, þannig alltaf er Joss Whedon. Við erum að bakka, það er eftir hana, sko. Það er eftir 2012? Já. Hvort það er ekki bara 2013 eða 2014? Guardians? Nei, en geðveik samt. Nú, ég er hugsað með eitthvað svona visuals. Já, hugsaði það. Hugsaði samt partur af Avengers. Þetta er einhver karakter tengdur af Avengers. Er þetta Civil War? Nei. Sko, þetta er á undan henni. Þetta er á undan henni? Sko, þetta er ekki Winter Soldier? Jú. Já, ok. Ég nefnilega held að ekki segja... Þessu, já, málega, ég hefði giskað hana fyrst. Já, ég var... En að því ég var bara svona svaka comic book dót, af því hún er svolítið grounded með Martana. Já, en sjáðu hvað Russo bara kom inn í fyrst skipt þarna. Þetta er líka besta MCU-myndi. Ertu sammála mér? Sammálaður? Nákvæmlega. Þú veitir ánægða með þig. Sammálaður. Já, sjáðu til, ég er nefnilega búin að lendi svona, sko, að því svo koma þeir og þú veist, ég meina, Civil War er ógeðslega flott. Hún er geggjuð. Já, en þú veist, sjáðu hvað búið að gera með, sko, í fyrst skipti, þú veist, hann alltaf Captain America er, þú veist, hann er alltaf leimgauður, hann er bara með skjöld og er alltaf bara geðvöð, þú veist, hann er svo ógeðslega næs, en hann er þarna takar, hann bara búningurinn verið geðugur. Og veist, senurnar eru svo powerful, það bara, byrjunaratriðið með Batroc, hann er bara kastandi, og þeir eru bara klippurnar og bara powerið sem fyrir gang, Russo bræður, þeir eru með svo mikið understanding á sko, hvernig hann á að gera, þeir eru alltaf með, að mínum mati, 21, hvað er Bridges og allt þetta. En þú veist, hafa gert eitthvað gott? Nei, bara comic, þeir eru geggjaðir. Þeir eru bara að gera svona. Já, og ég meina, þeir eru náttúrulega að gera nýjustu. Þannig að Doomsday verður góð? Ég meina,
Heldur verið drast. Ég pínur hrættur að því að akkur bringing Robert Downey tilbaka þegar vantar peninga en þetta verður multiverse kæftæði sko, alveg klárlega en sjáðu, Winter Soldier bara svo kemur þetta liftu atrið sem náttúrulega bara en myndin sjálf bara ógeðslega góð. Þarna búið að setja standard, þarna bara sem ég að lesa í panelum, að í blöðum, þarna fekk maður bara, Black Widow, þetta bara ógeðslega og hann svo, þessi atrið með Winter Soldier, það allt bara bílatrið með Nick Fury, það gæði. Oh my god, og líka bara klippur, það bara út og glugg og maður bara vák, þegar þeir bara negla þetta. Kapá, pum, þetta verður bara aðeins að vera með það skrifað. Já, og aðeins að vera eitthvað aðsnöðið. Þið leið bara sem verður að horfa bara alvur að hasam. Alvöru, trillta hasam. Ég mælum því svona í bíó, ég sagði þeim til félag minn, ég satt það í podcastinu, ég sagði félag minn sem fór með mér. Myndin hún var bara við það að byrja, ég kvíslaði hann, ég sagði, ef þessi léleg, þá kunnar ekki gera framhaldsmyndir. Nei, það bara búið. Því mér fannst það bara vera, mér fannst Iron Man 2 ekkert sérstök. Þeir voru ekki... Það fara svolítið í alkoholism að það á Tony, þeir taka hann svolítið fyrir. Þeir sína svolítið í myndinni. Þeir þóra samt ekki að fara allar leið með það. Nei, þeir fara ekki í þessu blöðunum, en þeir hintaði, hann með glasi og hann fullur, þeir sína veikleika, þeir sína alkoholisman. En Disney bara þannig. Já, ég veit það. Þeir fara ekki alveg. Þeir sönnuðu það líka í Fantastic Four núna nýju myndinni. Það svo mikið sem ég get satt saman til hana. Þeir hefði getað farið svo cool leiðir. Ég veit þessu fúll. Þeir hefði hringt í mig. Já, og mig. Ég hefur svo... Þeir hefði getað gert eitthvað. En allavega, þegar ég sá síðan Captain America Winter Soldier, þegar myndið var búinn, þá var ég bara eitthvað, yes! Geggjum! Ég búinn að horfa mest, sko, ég oftast á Infinity War, að ég mér stum bara... Þær tvær eru... Já, ég horfi bara, að ég bara stundum þegar láti ég að horfa, vinur sem fór mig, hann ekki mikill svona marleika, Viktor vinur sem vinnur með mér og kíkir í byrna, hann var bara, shit, hvað þetta er flott mynd, að við sjáum líka bara, þegar maður horfður sem kvikmynda, ég bara, vá, hvað þetta er flott bíómynd, þannig að... Er það Infinity War? Já, hún er bara öðru level, en sjáðu, þeir nýttu peningan, þeir fengu fullt af peningum alltaf, tókinu bara maður bara, heyrðu, vá, þeir vita hvað er að gera, þeir bara, location, green screen, þú veist hvað sem við nota, þetta panelinu nýja dot, þetta hérna, ljós og dot og allt þetta, og það sem er að gera með hérna, þeir bara nýttu peningin, og svo hvað er bara $1 billion til að gera 2 bíómyndir, sem heita Endgame og Infinity Wars Endgame, fyrir $500 á $1 million á mynd, þetta er dýrustu myndir sögunar. Ég veit ekki hvort að Avatar... það? Já, ég veit ekki hvort að Avatar sé að slá það núna, en í alveg, þetta er $1 billion á 2 bíómyndir. Það var hennu, myndir á undan henni, sko hún var. Það var Justice League, Zack Snyder, áður en að gera Zack Snyder-köttið. Þegar Vítan kom inn og... Já, en það er bara þetta, Dóttarna Steir, eins og fólk kannski þekkir, en það var $300 million mynd. Þetta var útkoman. Þú sér það ekki þeirri mynd. Nei, en það alltaf fer allt í hakki þeirri mynd. Zack Snyder-köttið er allt unni mynd að sjálfsög. Samanlega. En þú veist, svo farið þessar 2 gauðar ætlar að gera Infinity Wars Endgame. Ég þarf ekki það, ég vissi bara eitthvað, ég var bara, ég veit alveg. En það hlýtur eitthvað samt að En vá, þeir noti ekki svona hulk valla í báðum myndunum, sko. En sem ég gatt ekki. Já, en það er samt, það virkar. Af hverju er þið búin að gera hana auðmikið? Hann er ekki hefur lesið bókina Thanos? Það er til bók sem heitir bara Thanos, sem er bara nei, ok. Ertu komið, gæi? Já. Ok. En ég hef lesið, ég er meiri DC-kall, sant, sko. Já, ok, já. Ég les tölvöld meira DC. Já, það er meira spandex, eins og það kalla, svona, það er ofriðtjú meira. Sko, 2 af mínum uppáhaldsofriðtjum eru Batman Superman. Já, Batman Superman, sko, Batman er geðugur. Það er Batman Superman, Wolverine og Punisher. Matt Reeves Batman. Já, komum við inn á það. Bíddu. Ok, stopp. Ok, við erum ekki að hætt, sko. Hvað eru konur í? Konur í 3 tíma. Ok. Vonandi er einhver að hlusta á það. Jú, fólk tekur til part. Já, það gera það. Ég elskar þess þegar ég er þessu podcast. Ef ég sé að þátturinn er bara eitthvað 50 mínútur, það er bara svona, vonbrigði. Já. En ef ég sé bara eitthvað 2 klukkutímar og 40 tímar, ég er bara, skæðvegt, ég elskar það. Við förum með svo mörg topic, við höfum alveg ég veit það, þetta var gaman. Ok, en klárum smá Marvel, svo verði ég að fara aðeins í DC. Já, ekkert mál. Það er alveg áhverju hlutur að gerast í DC. Já, mjög svo. Þannig að geymum það aðeins. MCU, bursið frá gæðu myndana, við erum búin að, það er nokkur góðar. Bara tala MCU í heild sína. Bara heild sinni. Og bara þetta ferðalega sem Feige er búin að fara með þetta brandi í. Já. Og Disney er mitt á þetta. Þeir eru búin að dæla út einhverjum þáttum fyrir þessar streymisveitur, Disney Plus. Þeir gáðu núna í ár Thunderbolts og Fantastic Four. Já. Er það ekki einu bíómyndar? Thunderbolts, jú. Thunderbolts. Nei, og Captain America. Captain America. Sem engjar byggðum, en ok. Ég er búin að gefa þessar 3 myndir.
Captain America. Já, gera hann Brave New World. Já, Jésús Kristur, ég man ekki svona eftir henni. Ég sá fyrstu 15 mínútur. Oh my god. En aðsóknin búin að dala. Já. Það ekki eins vinsalar voru. Nei. Að það er búið að skemma brandið. Já. En þá ætlum ég bara að spyrja þig, hvað sér þið fyrir þér? Ok, Russo-bræður að gera þessar Avengers-myndir og eitthvað, þeir eru svo, veistu það, þeir eru að setja svo mikið undir á þessar myndir. Já. Disney, þeir eru bara þetta verður að gera. Veit ég hvað er að gera? Já, veistu hvað er þú fattar þetta, þetta er bara, það tekur mig innan við mínútu að segja þetta. Þú veist, þeir voru með perfect lið sem þeir byggðu upp frá 2008 til hvað? 2018, ekki? 2019. Já, 19, já, klárast þannig, já, 2019. Þú veist, já, koma hann í tvörru, þú veist, það er bara, þetta eru Avengers, þetta er MCU heiminu sem þú þekkir sem er besta, bara frá Iron Man, hann er þetta berist fyrir Robert Downey, sko. Er þetta að tala þú segir liðið, er þetta að tala personar og leikar? Já. Það er með Thor, Captain America. Já, og ég er að tala líka bara Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, við getum alltaf að tala, allt þetta lið. Það er bara, þeir ná, auðvitað fyrsta Captain America, en þetta er ekki lélegar myndir, öllum þessum myndum á þessum 10-11 árum eru eiginlega bara allar áruna. Það eru fáar mjög lélegar. Já, það eru flesta bara, og heildin er þetta bara, you get to grow, they grow on you, og þú ertu bara komin í bara, I am Iron Man. Þetta, skilju, hvað gerist? Þetta er búið. Já. Þeir fokkuðu, þeir voru aðeins svo flötur á sér, sko. Eftir Endgame? Já, þeir bara Nei, býtum og fljótur á sér, hvað það var engin annars sem að komið til greina en að taka Infinity Stone og drepa Robert Downey Jr. En er ekki nóg bara að hafa 10-11 ára seri og þá er það bara búið? Jú, en það sem ég er að meina það að svo hvað gera þær? Svo vilja þær meiri peninga Disney. Þannig að þeir halda árum og nú fara þær eftir blöðunum Ironheart, en blöð er ekki sama bíómyndir, þú veist, það er að teikna og skrifa. Þú veist, það er svo frábærir allt annað miðið. Það er svo frábærir höfundar úti, Greg Rökka, Greg Pak, skilur Morris, allir þessu gaurar þeir eru bara geðvík að skrifa maður í hverjir, en svo Immortal Hulk er alltaf bara styrlað þess að serið sem sé að hún er svolítið body horror, það er bara geggjað stöf það er bara 10 blöð sem er bara álið en þú veist, þetta er bara takkið það fyrir ykkur, en svo bara, nú tökum við aðeins nú er að koma nýr markkópur, 11 ár, svo kemur nýr krakkar upp sem eru búin að alast upp, þá fara þær í þetta, Echo eða, þetta She-Hulk og það byrja bara nýr, fáum við þessa konu og þennan gæða sem er ekki með reynslu og láta þannig að skrifa og hleypum öllum að. Af því þeir eru að tikka meiri bóks. Já, nú kom ég að því aftur. Og þeir nota þetta MCU sem stepping stone fyrir það. Þarna sagði þeir hlupa á sér, that's a mistake, sko. Já, það sést bara. Þeir tapa bara pening. Þeir eru svo confident. Þeir bara hleypum inn, og það er æðislegt að leiða fólki að fá plattform og ground, en þeir litu á rangan stað, sko. Þeir gerðu tilraunir á röngum stöðum, sko. En voru ekki líka Boba Fett, Obi-Wan en að ná stelpunum sem hljópa á 0,01 km hata, hann náði henni ekki, maður setið því Man, ég eftir því, já, ég maður eftir því Nei, þá slökkti ég, sko. Þetta er svo mikið drast. Já, en ég menna, en Mandalorian, ok, þetta er skemmtilegt, en svo bara andurrettar þessu öllu, en það er annar level, en MCU er bara, núna, það sem er að gera, það sem er writing og þetta er bara búið, þetta er réttjör, þeir eru með marga karakter í þessari mynd. Ég held að séu svona 40 karakter eða eitthvað, þeir eru með alla. Þetta verður drast. Og Robert Downey, þetta er bara, nú verður bara Deadpool og svo sögum og svo sett, þetta er bara bull, þú veist það. Þetta bull með Ryan Reynolds og þetta er bara kjaftaði. Já, það verður eitthvað svona, ég hlusti ekki svona. Nei, en ég er að segja, við varum að reyna að segja, þetta getur ekki unnið saman að það tala þessu. Eitthvað rífast á sett eitthvað. Já, svo bad joke, en þú veist, eitthvað svona womanizing eða eitthvað svona patronizing joke. En þú veist, ég bara segja... Býtu hver að það var sett það? Ryan Reynolds átti að hafa móðga Robert Downey Jr. með þegar verðum við svo ógeðslega einhvern veginn siðilegt. Eins og Robert Downey Jr. sem þannig gæði. Eða Ryan Reynolds er bara, þá kom ég á hann og Blake Lively eru ömuleg eftir myndina hann sem hann gerði með. Já, út af þessu, þú veist. Mér er drull. Já, en who gives a shit? Þetta er ekki vinið mínir. Nei, en máli bara, þú veist, það stendur allt og fellur með þessari mynd, sko. Já, Doomsday. Já. Ég veit það. Og möndu, þetta átti náttúrulega að vera Khan, Wrath of Khan, sko, hvað sem að Já, Kang the Conqueror, Wrath of Kang. Hann var glatar. Hann er ekki gæðin í þetta hlutur. Hvað er hann, Major sinna?
Jonathan Majors. Mér finnst alveg fýtt, sko. Já, en hann geggjað leikari, hann bara ekki þetta. Nei, og líka, þú sagði þetta, svo var hann rústunum í Ant-Man, hann að Quantumania-draslinu. Þetta er svo nýjulegt. En ok, þannig að, finnst þið framtíðin spennandi? Ekki verið MCU. Ok, færum okkur aðeins yfir í DC, bara með ennþá batteri og kamerún. Mér langar þess að fara í það, af því að það er áhört sem er í gangi með DC, af því að þá þeir ráðinn hann að James Gunn og Peter Safran til þess að vera studio heads yfir DC Studios. Sko. Og ég vonandi guð sem að Paramount sé ekki voru að kaupa á. Það er hræðilegt fyrir bransan. Það var hræðilegt fyrir að Disney keypti Fox. Mér fannst það voða cool og spennandi fyrst. Ég bara, X-Men geta verið í MCU-myndum. Svo er þetta hræðilegt. Þetta er hræðilegt fyrir bransan. Þú hlýtur að sammála því. Já, þetta er bara svo... Þetta var svo mikið skrýmsli. Þetta er alltaf mikið skrýmsli. En ok, allavega. Þannig að þeir eru ráðnir eins sem studio heads. Þannig að þú ert núna með James Gunn sem er showrunner. Já, hann er svona creative guy líka. Og hann er það, já. Peter Safran held ég að sjá meira um svona business-liðina. En allavega, hver er þín svona... Hver er þín hugsun bak þetta? Hver er þín skoðun á DC í dag versus bara eins og þeirra Zack Snyder? Ég er James Gunn fan, sko. Þú er James Gunn fan? Og ég er búin að rökraði við daginn minni Kanda sem er bara alltaf verið að skjóta niður James Gunn. Og núna hann varð að bakka þetta, hann er Superman fan döðans, hann var svo rættur fyrir Superman, sko. Ég líka. En ég sagði bara, verið róleg. Ég var rosalega cocky. Þú varst jákvæður og bjartsýnn. Nei, allan daginn, heyrðu, ekki nóg með það, hann skaut Peacemaker seríu 2 samhliða. Á sama tíma í öðru stúdíu. Og skrifar þetta allt. Heyrðu, hann er bara hlaupandi með stúdíu, sko. Þetta er rosa. Pældi því. Þetta er svo mikið. Já, en ég meina, reyndar Peacemaker, þú maður sjá seríu 2. Já. Loka þátturinn var algjör feill. Mér varst síðustu... Auðvitað var búin að hæpa þetta upp. Já, en með svo cool samt, þú veist, hvað er í gangi, þú veist, ef fólk er ekki segja, það kom á vart, en bara loka þátturinn, hann var bara, hann er svo vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera. Hann bara tónlistarna, ég bara, en serien í heilsinni fannst mér góð. Já. En mér fannst hún óþarfi. Já, hún langar nefnilega að gera, hann er með okkur pælingar. Já, mér finnst bara að því mér varst Peacemaker seríu 1 gegn. Hún er rosaleg. Mér varst hún tölvöld betur en fyrsta. Nei, fyrir ekki, en nummer 2. Já. En ok, hvað sér við? En James Gunn er búin að vera begge megin, sko. James Gunn er MCU-gur líka, sko. Guardians of the Galaxy. Já. Og ég meina, hann er búin að cancela James Gunn, sko. En ef þeir eru ekki rekjað hann, þá var hann aldrei við DC í dag. Nei, en þessu hvað? Svo kemur hann tilbaka og svo sérlega þriði myndina. Guardians, hún er mjög góð, hann er samt alveg, það er alveg, hann er samt verið að hann er að fokka þess. Ég held, veistu það? Hann er að því, sko. Ég held hann að orðið brjálar. Brjálar? Þegar hann var reikinn. Ég meina út af einhverju djóki 10 ára maður. Þannig var þetta í Bandaríkjunum. Já, en það er sem að segja. Þú varst bara fundin 20 ára gömul tweets. En fyrstulega, það voru margir, það er gert aðra leikar áður og svona leiksura, en það komst enginn upp með að standa, nema þarna, þú getur ekki tekið allt kastu og Guardians og hendi í burtu. Þau voru öll bara, ef hann er ekki með, þá leikur ekki myndin. Af því að hann er pottiður og svo fítgóður. Hann er bara geggjaður. Og hann er fyndið líka. Þetta ráðan aftur. Þeir þetta komið skott á milli lappana. Það er svo rosa. Og veistu það, ég elska hans yfir DC. Þetta er svo mikið fuck you til Marvel. Þetta er svo mikið fuck you. Hann má leika sér eins og við, þeir treyst honum bara. En sérðu hvað hann er að gera. Sérðu pælingarnar hans. Hann er búin að hugsa fram í tíman. Ég sagði, ég var að vinna í Supergirl núna daginn. Wow! En þetta er pínu að sprengja. En ekki margir dagar, en samt nótilega, ég sá lokatriði myndinni, því miður, við tókum það upp. Okay. Og ég var bara með minni, hún er ekki búningnum allt, sko, og ég var bara, Amelia Alcock. Já, og hún er, ég sá það. Ég held þessi gegn í þessari mynd. En þar sá ég í hvað stemd, að það bara nót fyrir mig að sjá hvað var að gerast það í þessu örfáu daga sem vorum að gera þetta. Að þeir voru að gera eitthvað senur og taka. Ég áttaði alltaf náðið bara, já, ok, Superman er, ok, ef þetta er pínu pæli, ég sá alveg pínu stemningun í Supergirl. Já. Og svo var búið að segja mér alltaf. Já. Ég má alltaf ekki tala það, mun ekki segja það. Það er NDA og alveg bara banna það. En ég sagði til þetta, ég vissi bara, já, hörðu, ég sé pínu í hvað átt Superman er að fara, en þess vegna verið rólur. Býtu, ég sást þetta áður og þú sást myndin. Já, að ég er að vinna með, já. Já, auðvitað, já. Að ég er að spyrja. Já, það er að byrja að skjóta hana, já. Og þau er að segja mér, og ég ætla að segja, má ekki tala um það, en ég verð að segja bara, og það var svo gaman, ég alveg, já, ok, hann er alveg með, hann er alveg útpæltur, hann er komið með, þessum er tíðarplan. Já. Hann er Man of Tomorrow, svo ger hann Woman of Tomorrow, það er náttúrulega það sem hún er, blaðið, þú veist, bara fyrir það. Já, það er sérst Supergirl-myndin. Það er Supergirl-myndin. Sem kemur næsta ári. Og það er alveg pæling með henni og það sem hann er að gera er alveg bara, þetta er áhugavert. Ég er bara svona,
þetta alveg verður, ég held að maður ekki bara súpugulega að segja, býðum aðeins, þetta James Gunn og hann búinn að gera bestu myndirinn hans eru Guardians að mínum að svona alltaf með ég elskar sliður. Já, sliður, fyrir við sliður. Ég elskar sliður. Vá, geggjaður nefnt hana, maður. Já, og ég elskar Super líka. Já, shit. En þú veist, fattur þú, hann alveg með formúlun, hann veit alveg, en hann þeir eru svolítið með þetta. Þú sér, ég sé hann ekki fokk upp, sko. Ég ekki að sjá hann alltaf að vera að gera það strax. En hann virðist líka vera að segja, það sem ástæður ég bjarssi, að ég alveg búinn Marvel. Já. Af því þú sérð bara, þetta bara nefnd sem að gera þetta. Ég veit. En ef þú tökum Superman, ástæðan fyrir því að hún eina mínum uppáhaldsmyndum á árinu. Geggju, sko. Og ég mikill Superman aðdáandi. Ég elska karakterinn. Og það ekki margir sammála mér. Hann svo boring, hann getur allt, bla bla bla. En hann erfur. Já, hann erfur upp á kannski dramatísku hliðina. En það sem mér finnst áhört Superman, og oft sagt þetta í podcastinu, að vera með svona upplöðan, þetta bara upplöðastu gaurinn. Þetta OG Overidjan. Bara upprunlega skilur. Sentry Superman með MCU, verðislega. Já, hann ekki róð í fucking Superman. En þú veist, að hann kjósa að vera góður. Já. Og mér fannst Gunn negli það. Já. Mér finnst þetta eini leikstjórinn. Þó ég, þú veist, mér þykir vænt Superman 78 alltaf. Já. Og ég fíla alveg margt í Man of Steel sem ég fíla. En mér finnst þetta eini gæinn að mínum að það sem ég vil sjá í Superman sem negli karakterinn. Já. Og hann negli líka hversu mikilvæg kenntjónu voru fyrir Superman. Já. Af því að annars það bara Homeland. Ég veit það. Skilurðu? Já. Og mér finnst það geðveikt. Eða Red Son eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Einmitt, þú veist, það skemmtileg. Mjög góð pæling. Skemmtileg bók. Mér finnst hann negla það. Og mér finnst hann líka negla, þú veist, hann hafði eitthvað að segja í Superman-myndinni, Gunn, og Superman með karakter örk í myndinni. Ég veit það. Það geðveikt. Gæsóð. Já, það geðveikt. Mér fannst þú ógeðslega vel heppn. Já, ég finnst þú bara byrjar hann í mið, þú veist, þetta ekki ein origin song, sem ég var bara gubbi, ég var búin að fá ógeðast drasli, bara Singer eða slátra, ömuleg, shit, hvað, þú ekki Singer-myndina með. Við þykir væntum hana. Já, ok, ég fór hann í bíó legs, mér svona svo, ég veit það ekki, og veist, en hann samt svo, það vantar, veist, ég veist að geða til að skoti í auga, ég elska það. Svo. En máli, öll gaggar sem súmynd fær, skil ég. Já, en máli bara, veist, hann, það ekki það gert, og svo menn og stíl líka, fullt sem var bara, og það getur gett svo miklu betra, því Henry Cavill ógeðslega flottur, hann svona, ég elska þetta buff, þú veist, þeir eru báðir enda mjög geggjaðir. En hann ekki passað í Superman 9. Nei, alls ekki, hann er miklu meira dark. Hann bara miklu svona, já. En ég elska hann 9, hann ekki svona dark, hann litríkur. Superman ekki þannig. Nei, og hann bara, alveg sem að það fyrir niður, hann alltaf bara, hann að jókandi, þú veist, það ekki sem að, við byrjum líka bara aðeins inn í miðri sögu, sem bara partur af hans lífi, við tökum bara partur af hans lífi. Og myndin líka bara byrjar á, þetta bara fyrsti barndagi sem hann tapar. Maður bara svona, wow, ok. Þú bara áttar á því eins og dag, hann í vandræðum, alla myndina. Þú áttar á því strax, þessi Superman í vandræðum. Það er alltaf bestu sjálfs. Já, þú veist ekki, þú veist það er eitthvað í gangi. Bara hvað er að gerast? Og margir búin að vera með Bizarro, Ultraman væri Bizarro, eitthvað svona skilu. En, þú veist, ég vissi ekki að þetta væri hann, en ég vissi að þetta væri einhver, eins Pá, ég held að þetta væri, en ég vissi ekki að þetta væri þú veist. En ég var svo fegin. Það er geðvægt. Já, af því þegar hann er að berjast við eitthvað, Hammer of Bavaria eða eitthvað, og hann er bara eitthvað að rústa Superman, það var ég alveg pínu bíó, nei, James, hvað er það að gera? En svo kom ég ljós að það eru Ultraman. Já, sem er, sko, það sem ég þekki Ultraman er í gegnum New 52. Já. Og mér varst það cool, þú veist, það Crime Syndicate og það dót. Ég myndi að lesa svolítið mikið fyrir, ég veit hvort þú lesið það? Jú, ég bara tók ekki allt, þú veist, ég tók allt Jeff Jones ronnið, sko. Ok, þetta er mjög flott stöf, sko. Og ég þekki þaðan Ultraman í rauninni frekar. Þannig að það sem hann er Ultraman, það sem er rauninni bara, hann er Superman úr annari vít, öðrum heimi. Hann er ekki, þú veist, Bizarro. Og þú veist, það meikar þetta sens. Þeir eru jáfn sterkir. Algjörlega, en hann er bara ekki eins, hann er ekki... Nei, nákvæmlega, en þeir eru jafn sterkir. Algjörlega. Þannig að upp á power level að gera, það var svona mega sens. Ég var svo fegin. Já. Bara, hann gerir þetta Ultraman, sko. Ok, hjúkett. Þetta geðið, sko. Af því þá var ég, fyrst var ég bara svona, nei, Gunn, þú ert að miskilja þetta, skilur. Ég treyst hann, ég var bara, nei, ég treyst. En mér finnst líka svolítið cool, af því við pottið þetta að sjá hann verða sterkari. Já. Hann verður örugglega öflugri. Já. Af því mér finnst, það hlýtur að vera. En það taka svo marga, Solaris er hann og hann er svona karakterar hann. Solaris? Já, sem er svona interdimensional, þú eru á bakvið þegar það er slást. Já, það er bad, já, það er villen, sko. Ég vissi það, sem hann er í bakgrunni. Já, það er hann með fullt af alls konar, það er fullt svona dóti sem er útlægt töff. Er þetta staðfest? Þetta er Solaris, já. Solaris, jú, það er Solaris. Ég þekki hann. Ég heldur hann heiti það, Solaris.
Sólar, heitir hann ekki Solaris? Ég held að þetta bett, þetta svona, þú veist, þannig að, þú veist, hann er, já, ég veit, við erum búin að átrönna bara batterið og allt. Ég sem í fjastringuna, ok. En þetta var þannig að, þú veist, já, þetta bara, þannig að Bjartinn fram, ég held að sé mjög björt hjá DC, þú veist, ég held að hann veit alveg hvað hann gera og hann með svolítið, hann hefur stjórn, það er ekki margir að fikta í því sem hann að gera. Það er nefnilega mál, af því það líka sést. Ef fólk segir kannski, hvað meinar þau? Þetta pott eitthvað nefnd líka að gera sem myndir. Nei, það getur ekki verið að því ef að nefnd væri núna að stýra DC, þá myndum við fá næst Batman-mynd, svo kemur Wonder Woman-mynd, en það sem við erum að fá er Superman, Supergirl og Clayface. Já, ég veit að það er geðvögt. Og svo náttúrulega Man of Tomorrow. En þú veist, Clayface, það er geðvögt. Það er geðvögt. Já, hann er svo mikið þarna, hann er svo góður í þessum... Já, hann sagði bara, þetta er geggja handrit. Já. Og við ætlum ekki að gefa græntljós og neitt um þessu gott handrit. Já, hann er að spóið því. Hann er að spóið handritum. Ef hann stendur við það, hann stendur við það. Þá er framtíðin björt. Og ef hann er tilbúin líka, sem hann virðist vera, að því að horfa á Superman og Peacemaker season 2, þetta er mjög ólíkt. Já, ég veit það. Ef hann er tilbúin að leyfa, þetta þarf að R-rated, þetta þarf að hryllingur, þá gerur það bara. En í Marvel er þessu öllu tróðið í sama boxi. Já, ég veit, þeir mistu bara, ég tölum þeir mistu svolítið tökin, ég meina, ég held að það séu beyond salvation, ég held það bara. Ég held það líka. Nema þeir taki sjensa. Ok, þeir reynaði með Deadpool og Wolverine, bara R-rated mynd. Hún er þetta skemmtileg. Já, hún er skemmtileg, en þú veist, það er R-rated mynd, og þeir bara svona, ok, við skulum leyfa það, en það hefði verið kveikt í sko öllu. Ef við fikk PG-13 Deadpool. Þeir ætluðu að gera þetta, þú veist að þeir ætluðu að fá PG-13. Það var allavega, kannski vera auglýsingartricks. Það hefði allt brjáð. Kannski var það marketing tricks, en þú veist, það hefur aldrei virkað. Nei, í kvikmyndasögunni. Eins og gera Alien vs Predator, PG-13, þú veist, þið fáið þetta? Já, rosalegt sko. Og þeir eru að taka mega séns núna með nýju Predator, hún er PG-13. Einmitt. Og maður er bara í alvegni. Já, sem er Prey, sem er setni myndin. Já, þeir eru að segja núna með Badlands. Badlands, já. Þeir segja, ok, en hei, slökum aðeins á, ástæðan fyrir því hún er PG-13. Er hún PG-13? Já, en ástæðan fyrir því, segja þeir, er að það er ekkit rautt blóð í henni. Þetta gerist á annari plánutu. Það er ekki verið að drepa humans. Oh my god. Þeir eru eitthvað að fela sig baka það, sjáum til, ég er alveg til að sjá hana. Preyin er bara geggju, sko. Fín. Já, hann er búist með Predator er geggjur. Já, Predator er ekki, með tvö og þessar myndir á þessum hún komur óvart. Hún fín. En ég er spenntur í Badlands. En allavega, pointum við þetta er bara kvikmyndasögunni hefur þetta aldrei geggjur. Expendables 1 og 2, R-rated, gera 3. PG-13. Já, ég veit. Það er engin átt að drast. Þeir er alltaf að reyna að græða svona meira og meira. Ég fílaði ef að DC er að fara að taka sjens. Já, hefur alveg gera það. Eins og ef George Reeves, ef að Matt Reeves færi að gera... Hann er að gera 2. Já. Hann var að viðtali Colin Farrell, hann var að lesa handritið. Já. Hann sagði að hann hefði klökkur. En þetta er rosalangur tíma milli mynda. Já, ég veit það. Pattinson á samt. En er þetta ekki year 21 og 20 eða eitthvað? Hann er byrjar í... Year 2 í... Nei, year 2 fyrir ekki. Já, en næsta verður ekki year 24. Já, nei, year 2, já. Nei, já, hann er, en þú veist... Þetta áttu að vera ungu Batman. Nú er Pattinson bara... Þetta er allt... En það heldur það að sé? Held ég að það sé. Hvenær kom hún aftur? Hún kom fyrir... Hún kemur 22. Já, 3, já. Og ef hún kemur ekki 27, 5 ára milli. Er það, 27? Aðmáli? Hún kemur ekki 26. Hann getur alveg púlað það, sant? Ég er alveg tilbúin að bíða eftir góður framhaldsmynd, en ég er rosa ánægð með Gunn að Man of Tomorrow kemur 2 ára seinna. Já. Auðvitað vil ég gott handrit, en höldum þessu aðeins gangandi að einhverju leiti að því að hvað verður, David Corensett bara 56 ára þegar að klára? Hann getur það ekki, hann verður að passa því og þeir geta náttúrulega sínt sér allan fjandan eða það gengur heldur ekki, þeir vilja það heldur ekki sko, það er ekkert gaman. Það er ræð. Já, ég veit að þeir geta að gera alls konar dót sko, en ég held að hann Pattinson, hann lítur náttúrulega út eins og hann var bara í þessum helvitis hann, hvað þetta er hann? Já. Twilight. En þetta greinlega böggar hann, af því hann sagði ykkur viðtali, ég var ungur í byrja, ég var bara gamall þegar ég klára þetta. Ég held að hann nenni ekki Batman. Ég held að hann vilja bara fara næsta. Hann er bara að leikja. Heldur það? Hann er minnst að... Matt Reeves verðist vera alvöru artisti, skilur. Nei, ég tala um Pattinson. Já, en ég er að segja, Batman fannst mér geðveik. Já, hún er geðveik. Já, hún er frábær. Mér fannst hún geggjuð. Og mér fannst ég sjá líka bara svona ég held að 2 verði ennþá betri. Já. Ég held að 2 verði betri. Ég meina, hvernig fannst þér, Penguin? Geggjuð, en ég vil ekki aðra serju. Nei, ekki gera aðra serju. Nei, ég held að gera aðra serju. Takk ég bara annan villen. Já. Ég var ekki til í Two-Face-u? Jú, alveg klárlega. Í þessum heim? Já, klárlega. Geðveikt. Já, klárlega. Einhvern annan.
Ekki gera Penguin Series 2. Það er að gera þessu 2. Það eitthvað gengur vel, það var alltaf eitthvað reynda mjólk. En Colin Farrell, ég held að hann sé ekki alveg tilbúin í það. Hann nennir ekki svona. Nei. Hvað erum við búin að tala lengi nú? Ég held sem 3,5. Ég að fara að vinna hérna nætt. Já, það sé, klukkan 11 og ámur, við erum búin að góður. Hvernig kom ég? 7? Það er 7 alveg, erum búin að taka... Það er mjög langt síðan þú komst. Við byrjum hvenær? Við byrjum, það var ekki kortur yfir 7 eða eitthvað svo cirka. En þú varst mættur rétt fyrir 7, þannig að... Við erum búin að tala í 4. Ef við erum að sér það á kamerunni, tíminn hann það, 3:30 eitthvað síðan. Vá. John, við getum talað endalaust. Já, við getum, já. Þú voru bara að koma aftur. Ég var að koma, já. Þú bara svo upptekinn. Já, nei, ég verð finn í desmenn, þess. Það er 28 eða Pattinson og nei. Þú verður tilbúin þegar Batman 2 kemur. Ég verður tilbúin þegar Batman 2 kemur, það kemur. Nei, ég menna, já, algjörlega. Við þurfum bara... Svo mikið sem við ættum að ræða. Já, við þurfum bara líka að fá einhvern með í spjall. Já! Við þurfum að fá einhvern það sem að tempra okkur aðeins. Já! Hvernig lýstur það? Er það ekki eitthvað? Viltu að við temprum okkur niður? Nei, en nennir fólk að, þú veist, ég veit fólk hvernig að hlusta, en þú veist, er það, þú veist, því ég veist að kannu að hlusta á, ég vel að lúr tætt sem að hlusta á hér, en þú veist, þetta er bíóblaður, við erum að bladra, en hérna, mjög mikið, en þú veist, við erum að fara náttúrulega vítt, við erum að fara víðan völl, ég veist að gaman að því. En ég vildi það, að ég vissi að þú væri svona þannig gaur að ég geti rætt við alls konar, að því ef við setjum, ef þú veist að koma í fyrsta skipti, og ég bara sett eitthvað topic, segjum það, bara tölum bara 80s hryllismyndir eða eitthvað, þá erum við bara fast í það. Já. Að þá getum við lítið fara út fyrir. Það er líka þreytt, eða ekki? Nei, það er líka gaman. Nei, þú veist, það er bara í fyrsta skipti, er það ekki? Já, nei, ég er að segja það, í fyrsta skipti, þá er ég bara að tala alls konar. Mér langar að heyra eitthvað Marvel-dót, hrylling, action, svo tölum við líka nýja myndir, við erum að tala við erum búin að fara alveg við að ótaka bara hvað okkur finnst og skjóta niður, ég elska það, mér finnst það langskemmtilega. Já, við erum sammála. Já, það verður að vera ósammála. Ef við erum sammála, þá verður þetta ekkert gaman. Nei, það var ekkert gaman. En þú veist, þá værum við heldur ekkert að tala, ég held að við værum ekkert, þú veist, það var bara, já, sammála, ég er bara stend fastur á mínu, sko. En ég vil segja eitt, ég er að vona að fólk hlusta þannig þátt, og ég vil segja eitt, nýta tækifæri, að það er svo gaman fyrir mig, ég er búin að taka með 350 þetta. Sturla, sko. Ég er búin að gera þetta 5,5 ár. Það er mér svo geðið, sko. Þetta er rosa langur tími. Ég er búin að grána meira og allt. Þetta er það langur tími, skilur. Ég sé mun og sjálfum mig. Það er geggjað. Það er úrstu gaman. Og þetta er hálfgerð bara svona dagbók fyrir mig. Ég er búin að eignast marga vini í gegnum þetta. En það mér þykir bara svo væntum að hitta fólk sem elskar bíómyndir eins og ég. Já, ég er sammála. Það er podcastið. Allt þetta liðið sem ég er búin að fá þetta, allan að mikill meirihluti, eru bara nördar sem elska bíómynd. Ég er svo sammála og mín vinahópur hefur alltaf verið svona. Auðvitað eru menn fættir að ræða kannski minna þau hittum, það er alltaf komið börn, en við förum alltaf einhvern veginn inn á bíó. Eða þætti, þeir bara, ég ræði alltaf ekki við það. Veist, ég er ógst að með að vera bara, fara hérna yfir, Snorri hérna í dag, sáu þið hérna, eru búin að fara á? Ég fer bara beint þarna. Svo ég er líka erfitt með mig ef ég er kannski stattur ykkur starf, veit ekki stað eitthvað og ég heyr eitthvað tala Nei, þú veist, ég heyr kannski eitthvað já, Mad Max er betra en Mad Max 2 er betra en ég er svona má ég vera með Hefur þið farið inn í? Nei Ég gerði Ég held ég hann ekki gert það Ég gerði þetta back in the day ekki þá, maður bara var kannski hans færri minni hópur, þá labbaði fram upp hvað sér, voru að tala hérna þessi, voru að tala hérna já, hún er þetta góð, þá var ég komin inn og þá bara reyndi, var dómin, var bara allt í rugli eða mér var hendi bara eitthvað en í dag, ég heyri oft líka og svo heyri oft bara eitthvað sem ég finnst bara kjaftaði ég veit það eins og sé, maður verður svona virða einhvern veginn, sko, já, ég er alltaf ekki langast að segja, veitu, hvað mennur er þetta finnst þetta, nei, þetta er ekki og bara, stundum bara staðrænda villur Já, einmitt. Já, en mér finnst það bara... Já, þegar fólk er kannski, ég hef líka alveg heitt það svona undir mér. Ég elska það. Eitthvað svona, hvað heitarstu leikarn? Hann lék hann, nei, hann var í, hvað heitir hann? Wolf of Wall Street, hann, hvað heitir? Og ég er alveg bara svona, ertu að tala Leonardo DiCaprio? Já, en... Ertu að tala Margot Robbie? Já, manna konni, hei, hann að gæði sem gerir hann að uppbytuna dæmtur. Og það er í alveg nótt, eða þá að, já, það var horfið hann á gaurinn leika, segja eitthvað leiks og sér leikstir, en, þú veist, ég bara hlæja þessu, sko, mér langar og segja bara, heyrðu, gamli, þetta er ekki... En þú hefði gaman að því, af því að mér er svo gaman að para saman fólk. Já. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Sérstaklega fólk sem þekkst ekki neitt. Já. En eina sem við hefum samilegt er bara eitthvað svona ást á kvikmyndum. Já. Þú hefði kannski gaman að því að koma ekkert saman með okkur um öðrum. Já, alveg, ég væri til það.
bara allan dagina sinni, mér finnst alveg gett að það mikið að koma, því ég var bara, við þetta Pétur búin að vera, þú veist, agitera fyrir mér og ég vissi ekki eins og hann hefði talað við þig fyrir einhverjum árum, en ég vissi hann hefði talað við þig fyrra, en svo væri ég bara, hann ekkert að fá, ég bara gæja að vinna í bíó, hann veit ekkert hverju, já, þú hefði spurning, og svo tökum við kannski spurningi hérna senna, ég veit það ekki, en ég get talað þetta í marga vikur, eins og þú. Ég verð að þakka núna, ef þú nafngreifir hann, ég verð að þakka Pétri. Já, við verðum að þakka Pétri. Ég meina, Pétur, þú hlýtur að sáttu með þetta, við erum búin að tala nú saman. Næstu, þú veist, þetta er auðvitað 3,5. Já, við tókum einhver smá pásu, komum að pissa og svona, en ég þarf að klippa smá, en þetta er svona 3,5 cirka. Og við höfum talað í síma í 40 mínútur, við eigum erfitt með að stoppa. Herru, ég talaði um bróðum minn, ég var að segja þetta, ég var að tala um bróðum minn, hann er alveg Bíóblaðs fan nummer 1. Hann er það mikill fan, að ég sendi honum eða alltaf bara hljóðu upptökunar, ég bara gera það strax, að ég reyngst út að græða það, og ég sendi honum það. Þú veist, kannski bara 2 vikum á hann í gefa út þátt eða eitthvað, hann bara vil fara að heyra það strax. Þannig að hann mun bara fá að heyra þennan þátt bara á morgun, skilur. Og ég sagði við hann, ég sendi hann skilabóð. Ég sagði, herðu, ég er búin að finna eitt geggjan einna, sko. Þessi verður geggjar, þá er ég nýbúin að tala við því. Ég sagði, við vorum að tala saman ykkur klukkutími, ég sagði, það hefði getað verið podcast þáttur. Þannig ég get ekki beðið þetta að heita hann. Og þetta var ekki vonbrigði, þú allir mér ekki vonbrigðum. John Ingi, þetta var ógeðslega gaman. Ég óska þér góðskengis í því sem þú þarf að gera. Ég veit ekki hvort ég megi segja hvað þú þarf að gera, það er kannski leyndamál. Nei, ok. Hvað er það að fara að gera? Já, ég er að fara hérna... Þetta er cool. Já, ég er að fara til Kína. Núna núna í vikunni. Þessi þáttur er gefin þá er ég að fara við erum að fara í League of Legends, töluleikja móti, ég og félaginn minn. Á svona krana, rastýran krana í höll í Shanghai í bara 2 vikur, já, það er bara... Kemur þér heim strax og búinn? Svo kemur bara, svo bara... Þannig að þú ert í 2 vikur bara? Nei, ég tek ykkur 2-3 daga auka, en svo þegar ég að koma, svo er áramótasköpið að byrja. Og þú ert í því líka? Það er það sem öllu, já, sem staðan er núna og það er meira að koma. Ertu bókar? Ég veit kannski ekki tala um öll verkefnin, en veistu hvað þú var að gera, þú veist, í mars? Já. Já, þú ert alveg vel bókar. Já, en þú veist, það er ekkert alltaf þannig. Alls ekki, sko. Og þú veist, og það er búið að vera rosa lægð í kvikmyndageranum bara almennt. Er það? Já, bara, veist, í Hollywood, í Englandi, á Íslandi, sjóðurinn að klára, þú veist, það eru konið 2 nýjir dagskrárstjórar, þú veist, á RÚV og Sýn, þú veist, þá það fólk að fara yfir, það er búið að vera smá lægð í gangi, en þetta er alltaf braggast. En já, ég er lukkulegur með það ég veit hvað er framundan. En það, þú veist, það var búið rólegt hjá mörgum, það var búið rólegt tíð í júlí, ágúst. Ok, lokaspurning, svo slúttu þessu. Ég getum ekki hægt. Ég er líka svona því þetta er Ásgeir Kolbeins. Ég get ekki hægt að tala. Hann er geggjaður. Hann er æðislegur. Lokaspurning. Já. Er framtíðin björt í kvikmyndabransanum? Þá er aðalega sem AI. Já. Þú veist, er AI ekki að fara bara gjörbreyta þessu? Mögulega, en verða það til eins betra? Já, eða er það bara tól, eða bara tæki í verkfæri? Já, ég er að segja verkfæri því að AI, það er talað um hvað heitir mynd og mynd samt til bara elsna, til Óskarsvöluna, hann að söngamyndin, hann að einhverjum stelpunafni, það gerist í Mexiko eða eitthvað, eða í... Já, Emilia Pérez. Já, Emilia Pérez, en sko, það segja margir að það handrit hafi verið mest megnin skrifað í gennum AI. Ég get alveg trúið. Já. Þetta er spáður sem er stórfurðuleg og bara, já, en þú veist en það sem AI vantar er tilfinningar. Já. Og það er það sem vantar handriðskerið af AI, en þú getur að hjálpa AI getur mögulega hjálpað að gera bara geðvika mynd sem er byggð á einhverju sem er, þú veist, eða sci-fi getur bara gert það ennþá geggjara. Finnst það eiga rétt á sér? Já. Þetta er bara partur af þróun og veist, þetta er bara parturinn af þróun í mannkyns, eða ekki? Er þetta ekki bara tækni þróunin? Eða var þetta ekki inevitable? Ég bara vil ekki fá þetta í list. What are you doing, Dave? Þú veist, ég meina, þetta er, it's been there, það er búið að skrifa fyrir löngu. Þetta er, ég fattar mig. Já, ég fattar. Þetta er bara, þetta var 2001 refið það ekki, já. Og hérna, þú veist. Ég var að hugsa smá. Já, ég veit ekki skoðin, en þetta er, og það, ég held að setja að gera þetta á bara, því hjálpið, eins og í documentaries er AI búið að vera frábært, sérstaklega bara á YouTube og öðru, sem fólk er ekki með peninga, það getur að bara sett upp heilu senunir í AI og það er bara geggja fyrir marga svona
spjallþætti, Wi-Files og svona, þegar fólk er að horfa á það, hann er að nota óslega mikið í dag í Wi-Files, þetta er svona antíku fyrir alls konar bulleri, og það er bara mjög mikið komið í það sem hann getur bara notað AI og það bara setur upp fyrir maður miklu meiri en svona hlusta podcast að geta horta, mér er svolítið gáðan að geta hort. Ég horfa á Já, ég horfi, en þannig er maður að horfa á, hann er að setja upp, fyrst er hann að lesa upp, maður er að horfa mikið á svona facts eða myndu, nú er þetta bara orðið mjög mikið AI hjá hann, það er flott, þannig að þetta notið í alls konar tilgangi, held ég, þannig að menn þurfa að passa sig bara og menn eru fljótir að finna út hvað þetta er notið í og hvað þetta virkar í og ekki, sko, sérstaklega í kvikmyndum. Já, það sem ég vil ekki, ég nenni ekki fá okkur AI leikara, minnst það viðbjóður, og einhver AI handrit og eitthvað, engin sála bak við það. Nei. Þetta er bara dauður hlutur. Ég held að verði ekki þannig. Þá ertu bara ekki fólk er aldrei frá að bjóða sér það. Come on, heldur ekki? Nei, menn sér ekki að fólk er ekki alltaf að bjóða sér. MCU, svo er í dag, eða skilu, það sem er að koma, eða quantity over quality á veitum. Fólk er ekki alltaf að bjóða sér. Það er bara, heyrðu, ég nenni ekki að horfa á þetta. Ég ætla bara að segja upp Netflix eða Disney í mánuð. Að þetta er bara drasl. Í alvörinu, og fólk í alvörinu, þeir eru að lendi þessu. Já. Þó að þeir séu með, þó að séu aukast núna hjá Netflix, en Netflix er alveg stepping of þeir eru að reyna að gera betur. Vonu það. Þeir eru að því, þú veist, þetta er alltaf með miljón, en þeir eru alltaf, sérðu Damer, eða sérðu núna Ed Gein, ég meina, Monster, nei, ég meina... Fannst hún góð? Nei, ég er ekki búin að sjá allt, en þeir eru búin að breyta fullt. Þeir eru búin að breyta fullt. Þeir eru búin að leika sér svolítið mikið með efnið. Ég er þetta gaman að raðmóningum. Þeir eru búin að breyta fullt. Fokk, við getum tekið upp að annan þátt núna. En allavega, já, við verðum ekki enda þetta. Nú erum við bara stútt, svo ég verð ekki seinni vinna. Þetta var geggjað. Æðislegt. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir mig.